Já, komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Mánudaginn 12. ágúst 2024. Sumarið sem aldrei kom, segja sumir. En hér mun gæta margvíslegra grasa næstu klukkustundir. Það eru 5 efnisliðir á dagskrá. Áður en við höldum lengra þá ætla ég að kynna fyrir ykkur Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur. Sæl og blessuð Steinunni Ólína. Halló Björn. Hvernig hefur það? Bara mjög gott, gaman að vera með þér hérna í dag. Sömuleiðis. Helgin góð? Rosalega fín sko. Mér fannst nú reyndar ekkert að veðrið sko. Ég nenni ekki að tala um veðrið. Bara veðrið inn í manni. Já. Ég fór í göngu báða dagana og bara átti góða dag og náði að tana í lauginni. Stunda þá atvinnu sem ég finnst skemmtilegust að tana. En maður sér það á þér líka. Já, takk. Ég reyni að vinna vel. Þessi vinna hefur borgað sig. Já, ég nefnilega hef tröll að trúa því að sólin sé orkugjafi, ekki bara fyrir gróðurjarðar heldur líka fyrir okkur, manneskjurnar. Og ég náttúrulega er samsæriskenningamanneskja, þannig að ég trú ekki á sólarvörn heldur. Hef aldrei notað sólarvörn. Mjög gott. Og tek D-vitamíni bara streitt beint í æð. Já, nákvæmlega. Heyrðu, sumir segja líka að hérna Ríkisútvarpið sé orkugjafi. Já. Og að Ríkisútvarpinu hafi ekki verið sinnt sem skildi. Já, þetta svolítið, það var náttúrulega alltaf hlustað á Ríkisútvarpið á mínu heimili. Það var bara í gangi frá því að maður vaknaði á morgnana og þegar maður kom heim úr skólanum þá einhvern veginn var það í gangi inn í eldhúsi og svo alltaf hlust á kvöldfréttirnar og svona. Já. Ég er hætt að hafa RÚV í gangi. Þegar ég var yngri þá hlustaði ég svona einhvern veginn á skylduræknu eða bara gömlum vana. Ég var alin upp við það að hafa útvarpið í gangi en mín börn hafa ekki alist upp við það að hlusta á Ríkisútvarpið til dæmis. Nei, og þú afþakkar nú orðið þjónustu RÚV? Ég held að það séu margir mánuður síðan ég hlustaði á fréttir á RÚV til dæmis Já, við ætlum að fá Guðna Tómasson sem er hérna menningarritstjóri Ríkisútvarpsins og ræða stöðu stofnunarinnar, sérstöðu og hérna hvað gæti farið betur. Þetta er hluti af svona þema Gunnars Smára Egilssonar sem hann hóf hér í vor fyrir sumarfrí að hann hefur verið að kalla margt gott fólk að borðinu til þess að fjalla stöðu Ríkisútvarpsins og þátturinn í kvöld hjá okkur hann endar á þessu. Við ætlum líka að fjalla einmannaleika. Hún Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur og fræðikona, hún ætlar að segja okkur frá því hvernig einmannaleiki getur drepið fólk og svipta lífsgæðum. Þá verður hér einnig fréttir af Gaza. Já, Magga-Stína verður með Radio Gaza. Akkurat, Radio Gaza. En við hefjum leik á ungu fólki. Já. Og við vorum nú að grínast með að við Björn hérna áðan að þessi þáttur ætti að heita Ungir hafa orðið. Já. Það var nefnilega þáttur í Ríkisútvarpinu í Galdar sem heit Aldnir hafa orðið. Og Ungir hafa orðið, það er kannski dálítið mikilvægt. Það er mikið fjallað ungt fólk og líðan ungs fólks og vanlíðan ungs fólks í íslensku samfélagi og ég er svona stakk upp á því við Björn að því að við erum svo heppin að vera með 3 unga gesti í þessum þætti að í staðan fyrir að við förum að segja ykkur hvað ykkur líður illa og hvað allt er hræðilegt að við svona kannski spurjum kannski frekar fáum þetta beint frá skepnunni og yngsti gesturinn okkar er Sóley Gunnarsdóttir fiðluleikari með meiru og er í tónlistarstjórnarnámi, ætlar að verða tónlistarstjóri og ég ætla að fá að segja aldur gestan okkar vegna þess að ég held að skipti pínu máli og ég meina við Björn getum líka alveg sagt hvað við erum alveg ógeðslega gömul en Sóley er 17 ára og hérna mér á vinstri hönd er Karl Héðinn formaður ungra sósíalista hann er 29 ára og alla leið frá Sauðárkróki, þó hann sé náttúrulega búið í Reykjavík, er Gunnar Ásgrímsson, 24 ára. Já. Og velkomin öll sömul. Takk alveg, takk. Og þú Gunnar, þú ert ritari Landssambands ungmennafélaga og kennaranemi. Kennaranemi og formaður Sambands ungra framsóknarmanna. En ert þú, Kalli, ert þú líka í einhverju vinnu?
Ég stuðningsfulltrúi og svo vinn ég hérna sem svona umsjónarmaður húsnæðisins á Vorstjörnunni og sem fjölmiðlamaður á Samstöðinni sem reynda bara sjálfboðavinna líka. Og hvað Vorstjarnan fyrir þá sem ekki vita? Það styrktarsjóður fyrir fólk í hagsmunabaráttu sem að borgarfulltrúar okkar í sósíalistaflokknum borga inn 10% af launum sínum og við notum þá peninga til þess að fjármagna mótmæli og svona félagsvirkni undir okkar að hópa sem að heyja baráttu. Já. Það bara það. Mig langar svolítið þetta að sé á svona svolítið, hvað ég að segja, svona heimsbyggilegum nótum. Og það eru stanslausar fréttir það að ungu fólki líði ekki vel, að samfélagið okkar sé kannski ekki auðvelt fyrir ungt fólk og það sé ýmislegt sem að mætti betur fara í okkar samfélagi en á þess að ég sé að spyrja ykkur persónlega og kannski Sóley, kannski fólk á þínum aldri, hvernig upplifir þú það að til dæmis þínir vinir og fólk í þínu umhverfi hérna heima hvernig upplifir þú þetta með líðan ungs fólks og kannski þá í hverju felst vanlíðunin ef hún fyrir hendi? Já, þetta svona frekar stór spurning. Ég veit, en það er ekki rétt eða rangt. Ég er bara að hugsa svona bara hver er tilfinningin þín? Já, mín er mjög mikið svona, það sem svona minn aldursópur og við krakkarnir tölum og sérstaklega vanlíðan skólakerfið. Já. Okkur finnst það alveg hryllilegt og í hverju felst það? Er það þá einhvern veginn takmarkað? Það er bara hvernig til dæmis skólarnir taka á einelti eða eitthvað svona bara það er svo mikið að því og hvað skólarnir taka, ég veit ekki hvort þetta sé þeir að hunsa þetta eða þori ekki að taka ábyrgð eða sýna hvað þeir standi sig illa eða bara okkur finnst það svona mætti taka betur á þessu Svona eitthvað ráðaleysi þá? Mjög mikið, já. En með skólana sjálfa, en eins og í sambandi við námið og svona, eru þið eitthvað að spá í það? Af því við erum nú með kennaranema hérna við liðinaður. Mér langaði þess að, eru þið eitthvað að ræða það, sjálft námið? Já, sko, alveg dálítið. Ég farið örugglega í alla skóla Reykjavíkur held ég og það er mjög mismunandi eftir skólum, sko, hvar manni líður best og þótt að félagslífið sé ekki svo gott, þá sko námið og kennslan alveg upp á 10 og það fer bara svo eftir, en ég man alveg að mér leiði betur annars staðar en sko í öðrum skólum. En að því þú nefnir þetta með svona kannski ráðaleysi að skólarnir sé ekki að taka nógu vel á málunum, finnst þér þá að vera eins og það sé það er ekki alltaf eins tekið á málunum eða hvað er það sem ekki nógu vel gert? Mér finnst að skólinni mætti hlusta betur á krakkana. Mér finnst alltaf eins og að skólarnir hunsi krakkana því þetta eru krakkar. Já. Ekki að því þetta eru einhverju vísindamenn sem hafa tekið rannsóknir og sjá hvernig staðan á vanlíða börnum í staðinn fyrir bara að heyra frá krakkunum sjálfum af hverju líður ykkur illa og þá færðu bara svarið í staðinn fyrir að sitja í einhverja greiningu eða sitja bekkin í einhverja könnun eða eitthvað svona, bara svona skil það ekki alveg. Þannig að oft hafi nemendur ýmislegt til málin að leggja sem geti kannski aðstoðað þetta fullorðna fólk sem að kenna við að leysa úr málum en þá kannski ekki, þið finnst ekki nægilega eða ykkur finnst ekki nægilega hlustað á ykkar tillögur. Já, algjörlega. En hvaða krakkar lenda í einelti? Ég sé það alveg frá fyrst upp í 10. bekk, sko, þetta bara á svo rosalega stórum fjölda í grunnskólum sérstaklega. Ég hef líka setið í menntaskóla núna og mér finnst það bara svo sorglegt að þetta geti haldið áfram svona rosalega lengi og ég bara skil ekki af hverju það ekki hægt, það auðvitað hægt að taka á þessu, ég skil ekki af hverju þetta tekur svona langan tíma. En ég meina það væri hægt að laga þetta á nokkrum mánuðum, sko, bara ef það væri hægt að byggja upp einhvern veginn skólakerfi þannig að myndi virka rétt fyrir nemendur og aðlagast þessu fólki sem þarf til dæmis auka aðstoð eða eitthvað svona. Það bara, þetta geti gert heilan helling fyrir fullt af krökkum og fullt af fólki bara.
Karl, þú ert í kennaranámi. Já, kennaranámi. Ekki Karl. Nei. Nei, fyrirgeðu. Og Karl, já. En þú ert Karl. Hann samt Karl. Ég Karl, það rétt. Fyrirgeðu mér. Segðu mér, hvernig ykkur kennt að nálgast þetta í kennslufræðunum? Sko, það mjög góð spurning. Það kannski að vissuleiti eitthvað sem hefur fundist vanta, af því að það margt gott við kennaranámið, en margt sem að manni finnst vanta. Ég var nú að vinna sem stuðningsfulltrúi í vetur og þá fekk maður aðeins praktíkina sem að vantaði inn í skólan og ég held að það sé alveg must sko að fá bæði verandi kennaranemi að fara í praktíkina, ekki bara í vettvangsnám heldur líka bara að vinna sem stuðningsfulltrúi og þar kannski fær maður meiri svona innsýn inn í þetta að þetta ekki allt fullkomlega kennsluáætlanir og sko nú á ég eftir masterinn og það þetta mjög spennandi. Manneskjur sem í skólum. Já, það einmitt sko. Þú getur planað eins mikið og vilt í, upp í háskóla og verðum alls konar tímaplön en svo einhvern veginn fer allt í fjandans á fyrstu 3 mínútunum. En mér hefur allan sem komið finnst vanta þetta sko hvernig á maður að taka, sko hvernig á maður að vinna með þessari mannesku sem nemandinn og þetta samfélag. En nú spennandi áfangar hjá mér núna í masternum, þannig að vonandi kemur þetta eitthvað aðeins meira inn þar. En svona, hvernig hugsað, í kennaranáminu, nú ég bara að reyna að hugsa þetta svona pínu afstætt, hvernig hugsið þið nemendurnar? Ykkur uppálagt að hlusta á tillögur þeirra, að taka tillit til þeirra skoðana, getur hugsanlega verið að ýmislegt mega börnum læra? Mjög góð spurning sko, ég þó nú ekki að fullera neitt en búin að var í svo fáum áfengum núna síðasta vetur og maður gleymir allir jafnóðum hvernig þetta var fyrir 3 ára með eitthvað sko en ég held að það hefði alveg mátt vant aldrei meira það sko, hvernig maður á að hvað maður getur lært af börnunum. Maður kannski annars mikið að fókusa hvað maður getur kennt þeim án þess að pæla sko hvað þau kenna okkur. Já, nákvæmlega. Ég velti fyrir mér með einelti þegar ég var í Gaggó, það var töluvert einelti og það sem einkenndi svolítið skóla yfirvöld en líka því miður svona foreldrasamfélagið var töluvert bara meðvirkni með oft eineltissegjum sko. Og ég veit ekki hvernig þetta núna en ég held að þetta sé orðið kannski aðeins betra, það aðeins meiri meðvitund og svona. Af því þar held ég að þú þurfir svona bara félagslega social policing heitir það á ensku verða að kalla sko, þar sem að samfélagið svona sameiginlega að reyna að fyrirbyggja einelti og ofbeldi og reyna svona að rækta saman upp jákvæð tengsl og svona þá þarf allir einhvern veginn að taka ábyrgð á því í Gaggó þar sem ég var þar voru kannski foreldrar eineltisseggja sem voru bara svona hátt sett og vel metin í samfélaginu sko, og þá voru kannski kennarar og aðrir foreldrar ekkert tilbúinir til þess að grípa inn í eins og þyrfti að gera. En Sóley, að hve miklu leyti þetta einelti sem þú ræðir net einelti? Það mjög mikið, get ég sagt, sko. Ég sjálf lent í einhverju, sko, en það bara svona meira fordómar frekar en einelti, myndi ég segja, en sko, þetta svona þetta bara stöðugt, af því að ég geti sagt neteinelti allt öðruvísi vegna þess að þá ertu fyrir aftan skjá og þá er svo erfitt að greina hver þú ert. Þannig það ekki hægt að taka á þessu 1, 2 og 3 sko. En það ógeðslegt að sjá þetta og maður getur bara, maður rekst á þetta hvar sem hvort þetta sé sko á Snapchat eða Facebook, ég bara veit ekki hvað, en þetta allstaðar og ég skil ekki ennþá af hverju krakkar, af því að það til dæmis ekki hægt að taka þetta niður þótt að þú sett einstaklingurinn sem að setja þetta upp, þetta svo flókið, þetta neteinelti, en bara hversu sorglegt þetta að hversu illa krökkum líður inn í sér að þurfa að koma sér svona út. Mér finnst það alveg rosalega, mér finnst það svo leiðilegt. En það er líka erfitt fyrir mann á mínum aldri að skilja þetta því að lengst af það voru ekki til enn samfélagsmiðlar og það var ekkert internet til. Ég hef upplifað fleiri ár á minni ævi án internetsins og án samfélagsmiðla heldur en árin þar sem internetið hefur verið komið til sögunar og samfélagsmiðlarnir. Ef þú reynir svona aðeins að sko hjálpa okkur að skilja þetta, hvað það sko þetta neteinelti óttinn af því þú talar að það séu svona áskorun, það sé pínulítið erfitt að vera ungur í dag, sko, óttinn við að það sé sagt eitthvað slæmt
allt þig á internetinu og þess vegna þurfur að vakta þessar síður og þessi forrit, það stór hluti af þessari vanlíðan? Ég get alveg trúa því, já, sérstaklega kvíði. Já, öryggisleysið. Já, ég get alveg trúa því að sko, ef ég færi í Kringluna með einhverju vinkonu og ég myndi lenda í einhverju svona samtaliða sem var einhver svona lega að sagja eitthvað svona, svo bókstaflega korter í seinni hún komin, ég veit ekki hvert. Og þetta bara, ég hef lent í einu sinni og þetta alveg fáránlegt því að þá fær maður sko símtöl, ég fekk símtöl úr Breiðholtinu frá ég veit ekki hverjum og ég veit ekkert hvernig númerið mitt komst þangað. En þá var einhver sem hafði heyrt einhverja sögu sem ég vissi ekkert að væri í gangi. En þá hefur hún bara eins og eldur, bara breiðst út á samfélagsmiðlum. Og þetta alveg fáránlegt því að þá maður í stöðum kvíða, eða með stöðan kvíða og í ótta skilur að eitthvað sé sagt mann, sko, sem maður veit ekki einu sinni af. Þannig að þegar við fullorðna fólki erum að skamma börnin okkar fyrir að, ég var á Þingvöllum með 2 yngstu börnunum mínum í gær og svo voru það að taka upp hérna símana sína við Drekkingarhyl. Mér fannst það óvirðing við augnablikið. Getum við ekki verið hér við Drekkingarhyl og farið yfir sögu kvenna, íslenskra kvenna sem var drekkt af því að kallar nauðguðu þeim. Getum við ekki hérna rætt það á þess að það sé verið að taka upp síman, en þá þau kannski bara að tékka á því hvort það sé allt í lagi með internetið, hvort einhver að hamast í þeim og búljast. Það ekki? Jú, þetta svona samt svona típist fullorðið fólk, þið eigið að bera virðingu fyrir þessu og hinnu og þið eigið að vera meðvituð hitt og þetta, sko. Ég gammal kall. En þetta alveg nýtt það sem þú ert með svona, félagslegum samskiptum og í einhverju samfélagi á netinu, alltaf stöðut og einmitt þarf kannski að tjekka, þú vilt ekki vera að missa af, þannig að þetta orðið töluvert öðruvísi. Þetta ekki fundamental breyting í samfélaginu? Alveg. Þetta ekki bara pínu svona stigmögnun á fattaru? Hefur við ekki alltaf verið svona? Bara núna erum við alltaf með tæki sem að samanur okkur alltaf stanslaust. 24/7, sko. Já, ég held að sko ef að síminn hefði verið til 1900 þá hefði fattaru. Já, en sko, svo velti maður því fyrir sér sko með þá sem eru gerendur í svona, það svona eins og það sé verið að æfa ílskuna í sér sko, af því ef við ímyndum okkur að við búum öll yfir alls konar eiginleikum, ef við verðum óskaplega hrædd þá getum við tekið til varna og við getum orðið grimm við einhverja aðstæður og svo framvegis, en þarna eins og í svona skjóli einhvers öryggi sé samt verið að svona þenja ákveðna liti í mannsálinni í svona einhverju földu öryggi og ég held ofta að fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvers konar áhrif það hefur á annað fólk, skilur. Það bara svona í einhverjum, þú veist, það að æfa einhverja vöðva sem það ætti betur að sleppa að æfa, það væri betra að æfa aðra sko sálarvöðva heldur en þessa. En eru svo kannski bara búin að gleyma því og vita ekkert hvað þeir hafa skilið eftir út í samfélaginu. Já, þetta miður og kannski nýtt fyrirbrigði með þar sem þú getur verið að áreita fólk og segja alls konar hluti beint og stöðugt án þess að setja sjá framan í þig. Þú veist, áður kannski var þetta að teikna einhverja myndir á veggi og svona og gera grína einhverjum, sko. Já, hí og þennan. Já, en núna getur við gert það beint og stöðugt og svona verið meira sæði samskiptum við fólk á neikvæðum nótum. En svona burt sér frá, við skulum segja, þessu einelti og neteldi, hvernig upplifðu þið skólana og skólakerfið? Sko, það ekkert mjög langt síðan að þú laukst grunnskóla og menntaskóla. Ekkert svo, háskólanám fyrir 3 árum eða eitthvað? Háskólanám, já. Og þú ert í kennaranámi, mastersnámi og eru skólarnir að fylgja tímunum á ykkar mati? Hvað finnst þér? Ég held að sé erfitt að vera einhvern veginn alltaf á undan kurfunni eða þannig sko, en sko viljinn 100% fyrir hendi og ég held að starfsfólk, sérstaklega grunnskóla og bara allra menntastofnana, þetta allt gott fólk sem að vill gera það besta sem getur fyrir nemendur, en það stundum bara erfitt og stundum maður bara ekki einmitt keeping up with the times sem maður fær nú í smá slettur. Já, ég held að það sé erfitt. Hröð þróun í gangi. Já, og alltaf hraðari. Nú eru þið hérna 2 strákar og mér og hvora hönd. Hvað þetta með lestrakennsluna og drenginn okkar? Ég veit það ekki, hreinlega, en bara það ekki símanir, þú veist, það nennir enginn að lesa. Þú fær svo mikið út úr símanum, bjartir litir, þú veist, mikið dópamin og svo framvegis.
mjög svona ertandi, þú veist, á móti bókum sem eru hægar, þú veist. Já, en nú fer lestrarkennsla fram í skólanum eða á heimilum. Hvað eru skólarnir til dæmis að gera öðruvísi heldur en þeir gerðu áður í lestrarkennslunni? Sko það er spurning sko hvort þeir séu ekki gera eitthvað öðruvísi og það sé rangt. En ég held að sé sko, sérstaklega þegar kemur að lestri, þá er sko tíminn heima við sem skiptir mjög miklu máli. Og ég held að það skipti mestum sköpum hvort að barn og nemandi hafi tækifæri heima við til þess að æfa sig í lestri. Og það er ekki bara vondir foreldrar sem láta ekki börnin lesa fyrir sig. Það geta foreldrar sem hafi ekki tækifæri á því af því að þau eru í 2-3 vinnum eða eitthvað sko. Það getur verið ýmsar ástæður en ég held að það sé allavega frekar stór partur og á þess að vera eitthvað að vera að skjóta á einhver alla foreldrar, þetta er allt foreldrum að kenna. Þetta kom svona úr mennta pínu heiminum sko. En þetta er það foreldrum að kenna ef ungu fólki líður ekki nógu vel og ef menntun ungra barna er að bregðast þá er það bara foreldrum að kenna, það er ekki börnunum að kenna. Og maður heyrir alltaf ægi, agavandamál. Í svona alþjóðlegum könnunum þá höfum við verið með sko svona frekar ofarlega þar sem kemur ánægju nemenda með skólan. Þeim líður að jafnaði vel í skólum þó að séu þetta einelti og alltaf vera að tækla það. Og svo við séum kannski að fá eitthvað lélegar enganir í PISA, þá erum við að standa okkur mikið betur en aðrir þegar kemur að því að börnum líði vel í skólanum. En við fáum líka oft gagnrýni sko, en það mætti vera oftar þögn í tíma svo ég geti unnið, af því að það er pínu ægin sko. Og það er spurning hvort að sko, eiga kennarar að vera alveg börnin og vera með strangan aga eða er þetta kannski eitthvað heima við, þetta er auðvitað allt samspil sko. Ég ætla að gera smá játningu hérna sko. Næst síðasta barnið mitt sem fættist 2010 það slapp ekki við snjallsímabyltinguna og það er eina barnið af þeim 5 sem ég vegnast sem við foreldrarnir áttum ekki þessar stundir með á kvöldin að búa til afþreyingar stundar sem við lesum fyrir stelpuna sko, úr bókum, ævintýri, ræðum fegur lífsins, dygðir, allt það, tökum ekki sérstaklega frá tíma, við mistum að þessu, hún mista þessu og við erum með samvinskupið. En þegar maður man tíman að tvenna, maður man það þegar maður kendi barninu sínu að lesa, kannski löngu áður en skólakerfið tók við því, eins og mjög margir foreldrar hafa alltaf gert og það var til þessi nánd og þessi samverustund sem núna er mörguleiti horfin, þá hlýtur það að koma mjög mikið niður á læsi í grunnskólanum. Er það ekki? Er það ekki bara, ég held þetta hljóti að vera eitt af mörgu? Þetta er eitt allan að held ég sko eitt púsluspill í þessu. Er það ekki? Eitt af mörgu? Ég man vel þegar ég var barn þá las mamma fyrir mig og bræður mína Hringadróttinssögu og okkur þótti það mjög skemmtilegt og svo var haldið að okkur sirpum og Andri Sandar sirpum og svona og ég hef verið mikill lestrarhestur í gegnum tíðina en samt verði ég að viðurkenna fyrir svona 4 árum og þá hætti ég bara alfarið að lesa bækur í texta nema háskólinn sé að neyða mig til þess ég hlusta einungis á bækur í dag og ég held að þetta sé bara eitthvað sem er að breytast Ansi hratt. Já, og það er bara erfitt að halda sig við texta þegar maður er vanur sko, þú veist, skrollinu á símanum og geta hlusta á hlaðvörp og bækur á meðan maður er að gera eitthvað annað svona eins og allir sé að fá smá ADHD. En rosalega er þetta áhugavert þema að þegar þú ert fyrst spurð hvernig ungu fólki líði þá fer að tala einelti og þú fer að tala neteinelti og snjallmiðlana og þegar þú ert spurður læsi þá byrjar þú strax að tala þessa tæknibreytingu. Að hve miklu leyti eru ógöngur ungra Íslendinga afleiðing af því að við leyfðum tækninni einhvern veginn hömlulaust að skella, að ríða yfir íslenskt samfélag eins og flóðbylgja og það þótti ekki flott að vera foreldrið sem sagði nei, þú fær bara 15 mínútur á dag. Þau voru til þau foreldri en þau voru ekki cool. Við héldum bara af því við erum svo vön þessum að tæknibreytingar gera alltaf samfélagið betra og betra. Við héldum bara að það væri okkar að bara segja ok og svo eru börnin komið með sína eigin síma niður í 4, 5, 6 ára gömul þegar ekki og jafnvel snjall síma og við erum bara í skrúinu með þetta allt saman. Heyrðu, ég ætla aðeins að
varpa einu upp hérna. Einhverju gleðilegu? Nei, ég veit ekki sko, en kannski þessi myndmálslestur sem núna að dálítið tröllriður heiminum, þú veist, stuttir myndbútar, meira myndmál, minni texti, kannski þetta bara ný tegund af lestri. Og ég held að til dæmis að margt ungt fólk taki inn orðið upplýsingar allt öðruvísi heldur en við sem lærðum bara bókina og við skulum heldur ekki gleyma því að það sem stendur í bókum mjög svona, það curated ef það eitthvað til íslenskt orðið við það. Það valið inn, það búið að ritstýra því, það búið að skera það niður, það búið að takmarka það einhverju leyti. Þetta kannski frjálsari heimur sem þau í, óritskoðari, opnari og þetta kannski bara mannkynið að þróast meira inn í myndlestur heldur en inn í að bara trúa öllu því sem stendur í bókum og þetta kannski bara eitthvað sem við þurfum að vinna með frekar en að líta bara á það sem ógnun og þess vegna velti ég fyrir mér þurfa skólarnir hugsanlega einhvern veginn að koma til móts við þetta. Vegna þess að við vitum það að það á ekki fyrir öllum að liggja að sitja við hið þrönga form sem bók, jafnvel láta bókin hafi einhvern tímann verið okkur allt, þá búum við bara í öðruvísi heimi og þá þurfum við kannski með þessum myndlestri að byrja að einhvern veginn að miðla efni betur áfram og við sjáum til dæmis sko krakkar sem horfa mikið á bíómyndir og TikTok og allt þetta sko, ég fór að hugsa daginn að því að sko tíminn bara það magn sem framleitt á hverjum degi í veröldinni það gerir það eiginlega verkum að tíminn virðist líða miklu hraðar heldur en þegar við vorum einhvern veginn miklu hægur það kom út einn bók og svo bara leið langa tíma svo kom út önnur bók skilur nú bara framleiðslan svo ör og það virðist vera einhvern veginn svona takturinn í jörðinni, bara einhvern veginn stanslaus endurnýjun og dálítil kaos. Kannski bara unga kynslóðin, mun hún einhvern veginn ná bara til sín efnin og allt annan hátt heldur en við gamla fólkið sem einhvern veginn svona föst á bókinni, ég veit það ekki. Sem væri allt í lagi, sko. Kannski þetta ekkert svona slæmt, kannski unga kynslóðin í þessum hraða og þessu augnablikstóti, kannski þetta ekkert bara búið til eitthvað ADHD og friðleysi, kannski þau bara fljótar að safna heldur en við. Það væri allt í lagi ef það virkist ekki sko kalla fram aukna vanlíðan. Já, en það ekki bara vegna að skólakerfið þolir ekki þennan hraða. Það ræður ekki við það. Það verður að njörfaðu niður við bókina, við borð, ég veit ekki. Það eitthvað í samspili menningar og tæknibreytingar sem ekki að ganga upp. Erum við ekki öll sammála það? Jú. Og þetta ekki plönuð þróun, það kannski líka mál og þá náttúrulega koma hlutir sem eru kannski jákvæðir á vissu leyti en það eru neikvæðar afleiðingar líka og þá þurfum við að skoða það og reyna að bregðast einhvern veginn við. Já, en þá af því að þeir eru svo heppin að þeir eru hérna með manni sem 60 og ólst upp í litlum sveitaskóla. Heppin í þeim skilningi að ég get sagt ykkur sögur úr fortíðinni. Aldnir hafa orðið. Nú hafa aldnir orðið. Deilum því. Ef einhver var lesblindur þegar ég var barn í Skútustaðaskóla í Mývatnssveit þá átti sá bara, hann gat átt von á miklu ofbeldi frá kennurum. Það var engin skilningur á því að það væri til eitthvað sem heiti lesblinda. Sá sem ekki gat leyst starffræðidæmi í menntaskólanum á Akureyri í upphafi 9. áratugarins, hann var rekinn burt frá töflunni, kallaður hortugur og jafnvel vísað út úr tíma. Og þetta af því að við erum að tala áskorunir í samtímanum, áskorunir ungra. Nú langar mig til að vera þið. Nú segi ég það miklu betra að vera ungur íslendingur í dag heldur en það var maður féll á milli skips og bryggju vegna lesblindu eða einhver slíks í fortíðinni. Já, vissulega. Þú tekur undir það ekki? Já, vissulega. Og þá langar mig til þess að spyrja ykkur, hvað svona, ég veit að þið hafið ekki verið þið hafið ekki lifað á árum áður, þið hafið engan samanburð. Þið eru með eitthvað eina líf eins og ég með mitt eina líf. En hvað finnst ykkur hafa tekist best í menntakerfinu og bara því að vera ungur íslendingur? Það aukin einstaklingshyggja, það alls konar breytingar sem hafa orðið. Hvað frábærast við að vera ungur íslendingur í dag? Mér finnst náttúrulega alveg dásamlegt tækninýjungunar hvað það varðar sko að geta einmitt eins og þú varst að nefna Steinuna ná í allar upplýsingar eiginlega heimsins liggja bara fyrir framæg í símanum. Já. Og þú getur, þú veist, fundið hvað sem eiginlega
hvað sem sko. Og ein dæmisaga sem þetta í hug úr bók sem ég las einhvern tímann einmitt Abraham Lincoln, að þegar hann var ungur og byrjaði að lesa og var mikill lestrarhestur og þyrsti í þekkingu sko. Og þar sem hann bjó, og þar voru bara 5 til 10 bækur sem hann var búinn að lesa í gegn mörgu sinnum, og svo beið hann spenntur eftir því að það kom ný bók úr póstinum og fór að hljópa móti póstmanninum, þú veist, og tekur bókina og fær loksins að lesa hana, en við erum með allar þessar upplýsingar fyrir framann okkur og getum nálgast þær ef við höldum fókus, og hljóðbækurnar eru gríðarlega góðar með þetta að gera, sérstaklega ef maður kannski á erfitt með athygli og getur verið í göngutúr á meðan, að það hjálpa mörgum. Heyrðu, þið eru báðir í takið þátt í pólitísku starfi og kannski bara fyrst að spyrja þig, hvers vegna hvernig fékkst þú áhuga á pólitík? Var þetta innræting heiman frá eða var þetta sjálfsprottið, var eitthvað í samfélaginu sem það fannst kalla á það að þið langaði að láta til þín taka, hvaðan kemur þetta hjá þér? Sko, það er mikið pólitík í fjölskyldunni, svona mikill áhugi á því að láta gott að sér leiða og foreldrar mínir hafa bæði verið mjög virki í alls konar félagsstarfi og þau voru samt ekkert að ýta mann í einhver sérstaka átt. En maður sér þetta þegar maður er barn og elst því að þetta er bara eðlilegt. Maður er á þriðjudagskvöldum, þá er alltaf bridge-klúbburinn eða þá er Bridge-klúbburinn? Já, þetta er ekki ég pabbi, en ég fæ ekki halda áfram arfleiðinni með það, en eða Lions-klúbburinn eða eitthvað, það er alltaf eitthvað félagsstarf og í mínum huga er pólitískt starf náttúrulega fyrst og fremst félagsstarf. Þú ert að reyna að láta eitthvað gott að leiða, kynnast fólki, hafa líka gaman og svona eðlilegast foreldrar mínir bæði í Framsókn, svona auðveldast að fara þar inn, en ég var líka alltaf með þetta, ok, ef ég fíla mikið þá fer ég eitthvað annað. Já, og þú hugsar það alveg að þú hafi fullt frelsi til þess að skipta flokkur svo bæri undir eða... Og ef eitthvað voru þið hissa þegar ég byrjaði að vera sína áhuga á pólitík og bara já, ok, þú elskar minn, þú ert ekkert að vera þessu og ég bara, jú, þarna er ég að fíla mig, sko. Já, en hvað með þig, Karl? Margt sem spilar inn í, en fjölskylda mín meðal annars fór frekar illa út úr hruninu, voru með ein af þeim fjölskyldum sem misti húsið án saka, þú veist að pabbi minn var sjómaður í langan tíma, hafði lent í hryllilegu slysi sem að gerði hann óvinnufæran og þá var hann byrjað að vinna sem ófaglærður málari, loksins kom með fyrirtæki sem hann stofnaði sjálfur og hann og móður mín búin að safna fyrir útborgunni íbúð sem þau sett inn og allt komið í gang og þá kemur hrunið og húsið fer og svona, þetta markað mig svolítið, hefur áhrif á mig mikil, sko, en svo bara gegnum lífið að kynna mér málin og skoða hvernig heimurinn er og sjá hvaða vegferðið erum á og hvaða möguleikar eru til staðar og þarna í hruninu eru 10.000 fjölskyldur sem að missa húsið án þess að þau beri beina ábyrgð á því, þú veist, þannig, sko, getur deilt um þetta, en já, ég sé það þannig og þetta kannski svona dæmisaga líka stærra samhengið í heiminum og samfélaginu, að þú ert með fólk sem að verður undir heimskerfinu inn í stjórnkerfi heima fyrir og jafnvel á heimsvísu einmitt, sko, eins og fólki á Gaza í dag. Að þetta svona herti mína afstöðu í því að reyna að beita mig fyrir það sem geti ekki beitt sér sjálf, að vera rödd fyrir þá röddlausu, af því að ég kem úr slíkum hóp að vissu leyti, en svo sér maður þegar maður kynnir sér málin og skoðar söguna að það þurfa að verða miklar breytingar í heiminum. Núverandi kerfið sem við höfum er ófullnægjandi og að stefna okkur í hættulegar áttir og við þurfum félagslega réttlæti á heimsvísu því núverandi kerfi heldur niðri meirihluta mannkynsins í fátækt og örbirgð. Þannig að þetta er svona, þú hefur fyrirmyndirnar í þínum foreldrum sem eru öflug í alls konar félagsstarfi en þú raunverulega upplifir ákveðið áfall í gegnum þína fjölskyldu sem að veku þig til umhugsunar það býttu ég bý ekki í tryggum heimi þannig að þetta er svona dálítið ólíkt hvernig ykkur ber að og hvað með þína vini voru þínir vinir voru þeir farnir að hugsa um pólitík á sama tíma þú? Nei, og ég hef nú verið kannski að svona íta því að þeim töluvert mikið í gegnum tíðina og með góðum undirtektum kannski að sumir tengi hér eins og Gunnar kannski að þeir verða stundu þreyttir á manni maður er svo upptekinn af þessu alltaf en það er þá kannski bara vegna þess að
ungt fólk vill oft fresta því að spá í pólitík fyrir en að skóinn kreppir. Er það ekki það? Og með margt annað einmitt, að tala um að fólk vakni ekki fyrir en að skaðin skeður, sem leiðilegt, en það er eitthvað sem við höfum séð gerast í mannkynssögunni aftur og aftur. Og hvernig eru viðtökurnar hjá þínum vinahóp? Nú ert þú svona róttækur og ferði í þetta fullum krafti. Hvernig... Þeir eru mjög ánægðir með mig og stoltir með mig svona almennt En hver er feimnin við að taka þátt í pólitík? Af hverju stafar feimnin heldur? Það er góð spurning, ég er ekki alveg með það á hreinu, en mig grunar að það sé eitthvað svona menningarleg bylgja sem búin að vera með einstaklingshyggjunni og svona að það er ótti við að taka skýra afstöðu, þú veist, að vera með skýra skoðanir og standa svolítið út með það að gera og svona mikil kaldhæðni skynja ég stundum einhvern veginn. Sem að snýst held ég það einmitt að ótti við að standa út og ótti við að standa á sínu og sinni samfæringu en þetta eru bara getgátur, ég veit það ekki. En Sóli, sko, þegar þú heyrir hérna sessunautu þína að ræða þetta, sér þú einhvern tilgang með því að láta til sín taka í jarðlífinu? Þú ert 17 ára, öll ævin er framundan hjá þér. Heldur það skipta einhverju máli hvort þú skrifar grein í blöðið á internetið eða Facebook-færslu eða setur eitthvað á Instagram óréttlæti eða réttlæti eða eitthvað svoleiðis? Hvar ert þú stefnd í svona þeim efnum? Ég meina, ég held að það skipti miklu máli bara út af tækninni, sko. Ef ég myndi skrifa í, mokkan eitthvað svona, það eru örugglega helmingi færri sem myndi sjá það heldur en og engin jafnaldrar þínir. Nei, en ég meina, já. En upplifir þú það að fólk á þínum aldrei sé eitthvað byrjið að spá í stjórnmál? Já, svona, nokkri vinir mínir, sko. Ég á svona sérstakann hópa af vinum, einhvern veginn svona ekki normi eins og í dag. Þetta svona úlingarnir eru svo skiptir í dag, það er hægt að flokka það bara niður, sko. Og svona minn vinahópi gæti ég sagt að svona við erum mjög mikið að pæla í hlutum eins og til dæmis okkar kynslóð. Við sitjum stundum saman og erum bara hvað er hægt að gera til þess að bjarga okkar kynslóð bara næstum Bjarga ykkur frá hverju það? Ég bara bjarga okkur frá tækninni. Við erum sjálfsög hrædd við þetta, þótt að við séum föst í þessu. Já, einmitt. En þið kunnið þá heldur ekki, en er ekki máli að setja sjálfum sér mörk þá? Jú, nákvæmlega. En voru það ekki við sem áttum að setja þeim mörk? Nei, nú eru þau að verða fullorðin. Þetta þarf maður líka, maður þarf líka að bera ábyrgð svolítið á sig sjálf. Þú ert búin að venja einhvern við, bara algjört frelsi og síðan einhverjar hömlur, þá er frekar erfitt að... En þú heyrir, þau sjálf eru að hugsa það, að hvernig þau eigi að svona losna undan þessu. Já, þetta minnir mig á eitt barni mitt segir að kynslóð þeirra sé svo ofdekraðasta frá upphafi en líka svo sem að hefur verið vanrækt mest. Jáhá. Það er eitthvað til að hugsa en ekki? Þetta er, ég held að vissu leyti þegar maður er elst upp á tíma Wild West internetsins þar sem maður gat farið inn á netið og bara séð myndband að manni vera affattaru bara drepinn reynilega. Maður gat séð þetta ef maður bara vildi og foreldrarnir náttúrulega vissi ekkert endilega hvernig þetta internet virkaði þannig að það var ekkert svona hömlur á því en ég myndi pínu sjá það að ungi foreldrar í dag sem eru af þessari kynslóð þau eru mikið strangari með sína fattari. Nei, við vitum við vitum hvað er að gerast þannig að þú fær bara þetta limited access og bara og það er engin mýta að allir sem eru efst í tech bransanum í dag í Silicon Valley, enginn þeirra leyfir börnunum þeirra að fá snjallsíma fyrir þeir eru 14 eða 16 eða eitthvað svoleiðis. Þeir bara vita þetta eyðileggur. Heilinn er það kallað svona plasticity í heilanum. Hann er alltaf að móta nýjar tengingar. Þegar við gerum eitthvað þá verður það sterkara sem við vorum að gera og ef þú geymir að gera eitthvað í langan tíma þá fer það að hverfa burt og eins með símann sérstaklega þegar fólk er svona ungt að bara þessi virkni svona vissa svona heilastarfsemi sem er í gangi þegar þú ert í þessum græjum að þetta bindur sig fastar og fastar sérstaklega þegar þú ert með svona ungt fólk þannig að það er klárlega auðvitað þannig að við verðum að taka ábyrgð á okkar eigin hegðun eins og við getum breyta rétt, reyna það en
svo á hinn bóginn þá einmitt ef að foreldræðinir bara og samfélagið setur þetta upp svona og þú bara sem lítið barn þá kemst ekki hjá því að verða bara háður þessum símum. En mér langar samt hérna ef ég má sko það kannski náðist ekki alveg að klára sko umræðuefnið hvað væri best við að vera til í dag sem ungur Íslendingur. Að hérna, þú varst aðeins búin að svara frá þínum sjónarhóli en til dæmis ef ég spyr þig, hvað er best við að vera ungur Íslendingur í dag? Sko ég held að sérstaklega það að vera ungur Íslendingur er bara að vera með ákveðin forréttindastöðu að búa í þessu landi og maður bara, að því maður tók nú smá svona félagsfræði söguna og sögu menntakerfisins í háskólanum bara árið 1900 þá voru við náttúrulega bara hvað með fátækustu þjóðum Evrópu og svo akkurat öld síðar þá voru komin í bara allt aðra stöðu og mesti ungbarnadauði í heimi hér öldum saman og ég veit ekki hvað og hvað, bara ekkert alls fyrir löngu, bara fyrir einu litlu korteri sko. Og ég meina, það er ekki marga sko, afi minn hefur fæðist bara í allt annan veruleika í fljótunum í Skagafirði þar sem var bara engar samgöngur en þú veist, ég get haldið fjarfundi með hverjum sem er og þú veist, við erum svo mikið meira svona náinn en samt fjarlæg líka af því að þetta svona, maður aldrei ein mann á í stórborg sko, sem maður segir þó að sé fullt af fólki í kringum en hvað hét hún fræga bókin Alone Together sem fjallar nú einna fyrst þetta vandamál en ég held líka sko, ef maður hugsa sko ég held að sjá hvernig leti í því að fæðast núna af því að maður hugsa sko hvernig fyrir 50 árum ég ætlaði að leita einhverjum upplýsingum ég get ekki bara að fara í síman og how to bla 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 eða hvernig er þetta, hvaða ár fæddist Júlíus Sesar og bara, þú veist, ég bara hugsa ég myndi ekki nenna því En ertu að segja að það sé kannski ákveðin hætta á maður hafi það of gott? Kannski, en ég meina maður náttúrulega hugsa hvað er það hindin fara þá fer náttúrulega allt í fjandans Mér finnst bara orðið svo erfitt að finna góðar upplýsingar mér finnst Google orðið bara svo mikið rusl leitavél sko að það er bara, þú veist, hún er ekki eins aðgengileg og góð og hún var, nú er þetta einhvern veginn bara lendir maður í hverri markaðs auglýsingagrifjunni og fætur annari sko, einhvern veginn. Já, það eru bara pólitískar meðvitaðar skekkjur. Ég var að reyna að fara að kaupa mér aftur Encyclopædiu Britannicu, öll 400 bindin og kannski gefur einhvern tíðan aftur þurfum að fara að fletta upp, en segðu mér, af því þið langar í pólitík, hvað svona brennur á þér? Algjörsokkar, það eru menntamálin það eru menntamálin, já en jú, bara byggðamálin maður svona, náttúrulega byggir allt út frá sinni reynslu sko já. Að vera frá Króknum og náttúrulega sko ég hef reynd að geta tekið kennarinn í fjarnámi á Króknum það er eitt af þessum fáu námum sem hægt er að vera í nokkurn veginn hvað sem er á landinu en ef þú vilt vera hagfræðingur þá þarftu að búa í Reykjavík eða nærliggjandi sko það er, ég held að það sé eina sko, þú vilt vera hagfræðingur, ekki bara eitthvað svona með þá þarftu að gera það í Háskóla Íslands og þar er bara staðnám, ég búið það af einhverjum ástæðum ég skil nú ekki alveg, ég kannski skil að þú vilt vera skurðlæknir og getur ekki gert það hvar sem er, en það má endilega einhver fræðum það hvað er svona merkilegt að hagfræðina og fleira sko og ákveðin jöfnuð, ég er með byggðamál alltaf mikið mínum heila, alltaf Þannig ef þú fengir pólitískan framgang þá væri það svona, þá væri þú okkar maður af landsbyggðinni. Já, kannski. Eins og svo margir kannski í mínu flokk, en kannski ekki skrítið að framsóknarmaðurinn hugsa landsbyggðina. En Sóley, nú þú, hvað er best við að vera ungur Íslendingur í dag? 17 ára Íslendingur, mér skilst að saga þín, þú sést nú bara eiginlega lítið kraftaverk. Já. Það er kannski hægt að segja það. Er það ekki? Jú. Viltu deila þig með okkur? Já, ég sem sagt fæddist í Tógó, Vógan, sem er eitthvað lítið þorpanna og í Vestur-Afríku. Vestur-Afríku og ég sem sagt fannst af einhverjum strákum sem voru að veiða, svona einhverjum úlingum 14-17 og ég er svona það sem ég heyrti að ég flýt niður með einhverju á í svona böggul og inn í sef og þetta er bara beint úr biblíunni já, nákvæmlega og ég var líka kölluð mósetta, skilst mér í einhvern tíma á einhverju barnaheimili og ég þá fundin og farið með á lögreglustöð
og það gerð skýrsla en enginn kannast við þetta barn sem hafi fundist og þann ég á sett á barnaheimili hjá Nunnum, ef ég man rétt. Síðan þar kona sem heitir Mirei og tekur með sér og hún hefði þá þekkt foreldra mína 2 árum áður sem að þá vissi að þeim langaði að ætla það. Mirei hringir þá og segir að það hefði fundist lítil stúlka sem að leita foreldra og svo bara mætt 9 mánuði seinna eitthvað svona. Þetta svo ótrúlega saga. Varstu bara þá dagsgömul þegar þú ert þarna borin út, getur maður sagt? Já, man það ekki. Það veit náttúrulega enginn. Nei, ég fætt sko á bilinu 30. mars til 3. apríl. Skilja það ekki vita einu sinni, en það var bara settur dagur 2. apríl. Já. Mér veist þú að bara halda upp á alla 4 daga. Ég held það líka. En þú kemur frá þessum heimshluta hingað. Já. Og hvað best við að vera þú í dag og vera 17 ára Íslendingur? Það mjög mikið. Já. Segð okkur örugglega meira bjarta í lífinu. Já, það örugglega meira en flesti gætu ímyndað sér sem eru fæddir hérna á Íslandi sko, því að ég hef alltaf bara sagt að ég sé Íslendingur sem að ég bara Sjálfsögðu. En samt sko það þegar maður horfir svo aftur eða þegar ég horfir svo aftur á mína einn sögu þá sko bara hugsanirnar sem koma bara stöðuna sem ég gæti verið í hefði ég ekki fengið að tækja eða skilur ég fengið að fá kominga. Það bara þessi forréttindi eru ótrúleg og ég held að sko bara fólk líka, ekki bara krakkar þurfa líka að fatta hversu ótrúlega heppin þau eru að fá að fæðast hér og bara í Evrópu og með þetta bara brilljant land sem þau bara fá hérna í hendunar, skilur það bara ótrúlegt. Einhvern veginn, bara að fá að fæðast í svona góðu landi og það svo krakkar líka þótt að, skilur þau kvarta endalaust, ólingar og svona, en sko það bara innbyggt. Já, en bara til dæmis að kvarta undan alltaf bara ég hata Ísland og ég þoli ekki þetta veður og bla bla bla, ég bara ímynda bara stöðuna sem þú ert bara ein heppnasta manneskja á jörðinni. Það alveg rétt. Þetta alveg rétt. Okkur, það ekki svona innprentað inn í mann að iðka þakklæti. Nei, ekki mikið. Nei. Kannski helst við sem höfum það sem best, að við kunnum minnst að meta. Það sláandir og skoða stundum sálfræði rannsóknir sem kom út og að mæla hamingju og svona. Það ekki endilega, þú veist, fólk í New York eða fólk í upstate Manhattan sem svona ágætlega efnað í Bandaríkjamenn sem hamingjusamast heldur kannski fátækt fólk í Asíu, þú veist, sem lifir ennþá í beinni tengslum við landið og þar leiðandi við samfélagið líka í kring. Þau ekki marga dollara en þau hafa hvert annað og þau lifa í náttúrunni og bara svona líður almennt betur sko. Já, ekki allar rannsóknir eins að þú þarft að hafa nóg, þú mátt ekki sko vera svöng, þú mátt ekki vera heimilislaus, þú getur ekki orðið hamingjusöm ef þú býrð við svona rosalegt óöryggi. Jú, þannig að ef þú ert með grunnþarfinnar þá ekki endilega neinn hamingjumunur á hennu ríkustu í heiminum og bara þeim sem eiga nóg. Nei, en ég velti líka fyrir mig þegar það verið að taka þessar hamingjurannsóknir, hvað verið að meta, að hverju verið að spyrja? Af því að ef að það sko, eða þetta eru hálfgerðar markaðsrannsóknir, ertu ánægð með húsnæði sem þú býrð í, áttu nógu flottan bíl, getur þú farið nógu oft í frí og svo framvegis. Þetta ekki aðalatrið í lífinu, skilurðu. Alls ekki. En ef það þá náttúrulega verður óánægjustuðull mjög hár. Í hverju hamingjan fólkin? Hún fólkin í því að eiga risa hús, geta, þú veist, keypt allt sem þú vilt? Sko heimurinn alltaf að segja okkur að hamingjan sé fólkin í því að við getum veitt okkur allt og átt allt og gert allt og verið allt og farið allt. Efnislegum gæðum. Í efnislegum gæðum. Það engin umræðum dygðir í grunnskólakerfinu lengur. Nei, en ég meina það engin andleg umræða í samfélagi. Nei, en ég meina fólki í ungu fólkinu öðru. Þú veist, ég held bara að ef við spyrðum bara alla manneskjur á jörðinni bara hvað vildu, þá væri það bara frið, húsnæði, mat, vini, fjölskyldu. Ég held að einn stæðsta svona rannsókn á hamingju sem hefur gerð var gerð frá Harvard háskóla yfir bara heilt æviskeið fólks, rosaleg rannsókn sem var unnin gríðarlega langan tíma, heila ævi.
og helstu niðurstöðunar voru einmitt þær að það er vináttan og það eru félagslegu tengslin, það er hvernig þér líður í samskiptum við þína nánustu sem að markaði helst hamingju hjá fólki og það sem ég var að vísa í að fólk sem lifir kannski í þessum svona gamaldags máta er kannski hamingjusamara en það er alls ekki, það eru svo aðrir, þú veist, þetta er eiginlega lífsmáti sem er bara að hverfa, þú veist, fólk í félagsauðurinn. Já, en fólk í undirokaða heiminum, svo kallað öðrum og þriðja heiminum, þú veist, það er að vinna kannski í námum núna við hræðileg skilyrði og svoleiðis. Og það er ekki hamingjusamt fólk. Við ættum kannski að vera að markaðsetja og hugsa meira hlutina í veröldinni sem eru ókeypis, sem við getum gert án þess að einhvern veginn að kosta miklu til eða berast mikið á við að gera, eða hvað? Já, algjörlega, en það er líka svolítið hættulegt sko, að þetta er akkurat það sem að rányrkju kapítalistarnir halda helst fram sko, þeir sem að eiga orðið 90% veraldarinnar og eru bara með hana í vinstri greip sér að þeir líka nota þetta verði ekkert að spája að hafi það rosalega vont að efnislega gæði ykkar séu lítil, bara hugsið allt þetta þannig að það er ekkert einfalt í þessu. Nei. En sko ég veit það ekki, ég held að því ég var að kasta því fram á hann með skólakerfið að það er ekki heimspeki, það er ekki umræðum dygðir, það er ekki trúarbragða kennsla lengur, eða fræðsla? Jú, það er trúarbragðafræðsla. Það er bara ekki kristinfræðsla, það er bara trúarbragð. Og hvað er hún mikill hluti af náminu? Ég man allan ekki eftir hún að vera eitthvað svakalega mikil, en bara það er náttúrulega margt sem þarf að fara yfir. Þetta er undir samfélagsfræðinni, það er svo margt sem var einhvern veginn svona svett undir hennar hatt samfélagsfræði þegar því var breytt 2000 og mann ekki einu sinni hvað. En ég held að það sé alveg góð punktur sko með heimspekina, að það mætti alveg taka hann þóldi fyrir og inn í hann er þetta að taka ýmislegt, en það er líka sko hvað á að kenna í grunnskólum og það er líka sko, við erum með allar upplýsingar í höndunum, við þurfum ekki að læra öll fjöll og allar ár eins og foreldrar mínir og þau skandalast alltaf við því þegar við erum eitthvað starf að gera. Nú notum við bara fjallaappið, grasaappið, blómaappið, sveppappið. Maður getur bara opnað sko Google Maps og sér já þetta er þessi bær og þetta og þú veist það er náttúrulega helstu upplýsingalæsi og miðlalæsi sem er önnur gerða læsi sem að sko, er alveg búið að aukast mikið finnst mér og ég held að þetta verði mest í náttúrulega fókusinn hingað til. Þetta er ekki bara að lesa orð á blaði, þetta er just að geta metið hvaða upplýsingar. En þeir eru líka alveg frábærir einstaklingar, þeir eru svo flinki í alls konar aðstæðum sem uppkoma sem að mín kynslóð rennur alltaf á rassinn gagnvart. Við erum náttúrulega bara hræddir, brotnir, ruddar, meir og minna, bara mín kynslóð. Og það þurfti svo mikla hörku, það þurfti svo óbúslega mikla vinnu, það þurfti svo oft að bíta á jaxlinn og bölva í hljóði og halda bara áfram og enginn til þess að ræða við nokkur vandamál, bara áfram og svo enda maður náttúrulega bara í þvílíku áfallastreitunni rétt fyrir 70 sko, að maður bara krassar og hvað var ég að gera allt mitt líf? Ég segi það nú ekki, en sem sagt það er rosalega margar æskilegar menningar og félagslega breytingar sem hafa orðið á ykkar aldurshópi. Er það ekki? Ertu ekki deilur ekki þeirri tilfinningu með mér? Jú, ég held að mér langaði svo að spyrja það því að til dæmis eins og þið í ungum sósíalistum, eru þið í samstarfi við aðra svona skylda flokka út í heimi? Út í heimi erum við í samskiptum, já. Hérna heima hefur við unnið með ungum Pírötum og þeim ungu í Framsókn og Samfylkingu og fleira mótmæla. Ég meina, nennið ekki að redda þessu, þið unga kynslóðin í pólitíkinni, ég menn í alvörunni. En það er eitt sem við kannski getum aðeins komið inn á er að þetta svona, hvað maður að segja, dygðir og andlega heilsu og svona við allan í ungum sósíalistum. Ég held að almennt ungt fólk sé svolítið upptekið aðeins í dag er andlega heilsan en því miður að þá er þessu oft beint í eitthvað svona farveg hjá þú veist, einhverjum net-influencerum sem eru að reyna að selja þér eitthvað endalaust, þú veist, þeir eru bara að selja þér eitthvað og eru ekki að bjóða þér uppskrift sem að er að fara raunverulega að veita, held ég allavega, svona góða andlega heilsu og það í raun byggir það samfélagslega, félagslega, þú gerir þetta ekki einn og þetta snýst ekki bara þig, þú veist, þín og þessir influencerar margir, sko, þú veist,
að tala hustle culture til dæmis, að það var bara, þú getur orðið milljarðamæringur og hættu að segja við sjálf að þú getur ekki orðið milljarðamæringur, þú veist, en raunin eru þetta, það, þú veist, í heimshagkerfinu eins og núna, þá bara eðli málsins samkvæmt verða bara örfáir sem verða það ríkir, þú veist, þannig að við erum svolítið upptekinn að þessu líka. Þeir verða líka ríkir á kostnað hinna, sem kannski verst. Það byggir á því að arðránið, sko, en við ungu sósíalistum, við reynum svolítið að hjálpa hvert öðru andlega líka, þú veist, við viljum byggja upp eitthvað svona öðruvísi menningu sem ekki bara eitthvað svona materialist, efnislega velgengni eða stöðu, en við erum að reyna að byggja samfélag sem byggir á samkennd, kærleika og samstarfi. Og hvernig nærir maður andan? Hvernig nærir þú andan? Ferðu út í náttúruna? Nei, ég held að sé bara samskipti annað fólk. Já. Og bara kíkja á pubin með félagunum, sko. Þá þurfi ekki alltaf að vera áfengi, sko. Ég held að myndi segja bara að ég geng á Tindastól. Já, við verðum kannski aðeins betra formið, þá væri það örugglega gott, En ertu trúaður? Ekkert sérstaklega, sko. Nei. En þú hafnar ekki trú, eða? Nei, ég bara dálítið svona, kannski dálítið mikil miðjumaður, bara svona leitandi, kannski. Mér er svo gott orðið að vera leitandi. Að vera leitandi. Nei, mér finnst ungt fólk vera svona mjög mikið að spá í andleg mál. Mér finnst það. Af því að það er mín teóría fyrir því er að af því að skólinn er ekki að næra þau. Nei, ég held að þau bara finni þetta hjá sig, ég held að það sé bara í öllu fólki að þurfa að finna einhverja andlega næringu og þau leita eftir því. Ég held að skólinn, ég man bara eftir kristinfræði í barnaskóla, mér fannst þetta ekki snúast neina andlega iðkun, þetta var bara eins og hver önnur ítróðsla með þessa biblíusögur og jú, það voru góða fyrir sinn hatt og ágæta dæmisögur og allt það, en þetta var ekki eins og maður sá allir ég og nú börn og líkur Reki og Sóley og sem voru til dæmis í leikskóla þar sem að þau voru látin hugleiða og verið í jóga og svona eitthvað svona til að finna frið með sjálfum sér, kyrra hugan og allt þetta og þetta má þetta gera með alls konar aðferðum. En mér finnst ungt fólk vera sko einmitt í hávaðanum og upplýsingóraðinu og öllum græjunum, finnst mér þau vera að finna það að þau vilja finna sér einhverja leið til þess að svona kjarna sig og granda sig. Sko. Leita skjóli, kannski? Já. Já, í öllum sem hafa það. Já, og bara rækta eitthvað sem að kostar ekkert. Einmitt. Skilurðu, mér finnst að hafa nef fyrir því, umfram til dæmis okkar. Ég er sammála Bjarna, það væri gaman að fá meira af svona heimspeki og úr ýmsum svona trúarbragða hefðum einhverjar iðkun inn í skólana. Við erum með svo mikið til að byggja á spekingar í gegnum tíðina og hefðir sem að lifa ennþá á góðri ástæðu því að það er mikil viska fólkin í þessu, Aristóteles, grísku gæjarnir og allir. Og já, mikið kallar, þú veist, þannig var fortíðin, þú veist, en þetta er samt hugmyndir sem að eiga við, konfúsjanismi frá austrinu, dáismi og svo þetta það sem kemur seinna meir og ýmislegt í kristninni sem er æðislegt og svo framvegis. Ég held nefnilega þetta haldist í hendur við það sem þú varst að segja áðan, að fólk, svona vinir þínir, fólk væri kannski rakt við að halda sig við einhver prinsip, þora að segja skoðanir sínar og standa eitt jafnvel í mótlæti, þetta skiptir náttúrulega rosalega miklu máli til þess að, ég meina, fyrir ykkur sem framtíðar pólitíkusa að geta haft einhverjar hugsjónir sem snúast ekki bara ykkur, heldur snúast allara því það er jú starf stjórnmálamanna að vinna fyrir fjöldan og ef að þú kemst á þing sem framsóknarmaður þá ertu samt að vinna fyrir alla þjóðan, þú ert ekki bara vinna fyrir framsóknarmenn eða þá sem hafa kosið það, skilurðu, þannig ætti að vera. Ég fyllist eitthvað svo mikil von, mér finnst að þið liðar hreyfingar þessara flokka, þið verði bara að redda þessu sko. Við náum betur saman en fullorðna fólki allavega held ég. Já, ég held mjög oft sko. Já, hvað segir þú með samstarfi aðra flokka, hvernig hefur það gengið? Sko, er það alþjóðlegt eða Nei, ég er að tala um bara hérna heima. Bara hérna heima, það er ýmsir vettvangi þar sem maður hefur komið saman og var nú bara síðast helgina að það var hérna á Gleðigangan, voru unglega hreyfingar stjórnmálaflokkana sem að labba alltaf saman í Gleðigöngunni og hérna, þú veist, gaman að geta komið öll saman. Svo erum við með sameiginlega vettvang eins og hérna hjá Landssambandi ungmennafélaga, þar sem við erum öll aðilar og þar getum við rætt. Máli reynir samt að hafa pólitíkina að fara út úr því, svona aðeins að taka það sem við erum öll sammála, berjast fyrir réttindum ungs fólks og hérna kosningaþátttöku og efla
ungdóminn, en svo einmitt kemur stundum eitthvað fyrir eins og einhver álíktanir sem svona, já, það fínt að taka breytina, eins og ég man við sátum nú í þessu húsi fyrir 2 árum, það var já, með blaðamenn. Kallaðir í yfirheyrslu á lögreglunni. Akkurat. Samherja málsins. Það voru fulltrúar frá, held ég, flestum unglingahreyfingum stjórnmálaflokka. En það eru ekki allir stjórnmálaflokkar með unglingahreyfingu. Sóley, vissir það væri til landssamband ungmennafélag? Nei. Það er pínu vandamáli okkar. Já, það er pínu vandamáli. Hvað, ef við ekki fá að vita hvað er að gerast í þessum ungmennafélagum? Jú. Hérna nú aldeilis ungmenni fyrir þið til að uppfræða. Það skal ég fyrst að segja að þetta er ekki sama ÖMFÍ. Það er íþróttirnar, landssamband ungmennafélaga, þar eru svo sagt aðildafélög sem eru rekin af ungu fólki og fyrir ungt fólk. Og þar er meðal annars stjórnmála, unglingahreyfingar stjórnmálaflokkarna. Þar eru SHÍ háskólinn, þá er stofnendum þess að ágæta svona landsambands. Ég veit ekkert hvað SHÍ er. Stúdentarnir í Háskóla Íslands. Ok, já. Og Samfés er þarna og framhaldsskóla, nemendafélag framhaldsskólana, þau eru með sína. Þannig þetta er allt sem að, ungt fólk er ekki bara, þetta er ekki eitthvað svona daycare fyrir börnin, þetta er ungt fólk með eitthvað fyrir ungt fólk. Það var æðislegt, fórum á, það var fundur hjá LUF fyrir þau í forsetakostningunum, kostningabaráttunni, og þá var búið að bjóða frambjóðendum að koma í pallborð og ræða saman og við unga fólki sem mættum að við byggum til spurningarnar saman áður en að frambjóðendum fóru á svið og það var mjög gaman. Þetta var, já. Og það hefði til miður ekki verið hægt að hafa, við vorum bara með heldur 4-5 efstu, en líka mjög stuttur tími í þessari kosningabaráttu, en þetta er mjög gott, þetta gefur ungt fólk, bein áhrif, viðbúndi spurningar, en það er ekki eitthvað misgáðulega spurningar, fannst mér hjá mörgum miðlum, fréttaveitum, og svona eitthvað kannski dálítið loft. Eins og hjá okkur Steinunni og Ólínu í dag, mjög misgáðulega spurningar. Já, mér er kannski lægi að spyrja misgáðulega spurningar, þá koma kannski. En þetta var ekki bara einhver uppáhaldsliturinn, þetta var hvað ætlað þú að gera fyrir ungt fólk? Og það var alveg harka, sko. En mér langar aðeins til þess að ég nefnilega, við ætluðum kannski að láta staðan í en mér finnst bara við þurfum að vera aðeins lengur. Er ykkur saman það? Að vera aðeins lengur saman? Bara endilega. Er það í lagi? Mér langar að halda þeim föngnum í allan dag. Það er bara svolítið þannig. En mér langar sem sagt til þess að ræða eitt, og það er það að á sama tíma og margt bendir til þess að við séum bara með bestu kynslóð, allra kynslóða hér inn í stúdíónu, og bara börn dags í dag og ungt fólk dags í dag sé betur heppnað heldur en nokkurt annað fólk í veröldinni. Það hefur fengið svo góða bjargir, mikla bjargir til þess að mennta sig, leita upplýsinga, það sé fordómalausara þrátt fyrir allt, á sama tíma og ég ger ekki lítið úr áskorunum sem þú varst að nefna, neteinelti og þessum samfélagsmiðla hryllingi líka með að segja og allt það. Á sama tíma og við erum með frábært fólk og erum við líka með svolítið uggvænlegri stöðu svona veraldlega fyrir, ef ég set mig ykkar spór, til dæmis það að eignast húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu er nánast óvinnandi vegur nema þið eigið moldríka foreldra sem gefið ykkur 50 eða 100 milljónir, allavega 10 eða 20, bara ok, gjör svo vel, og 20 milljónir, það getur kannski komið þér af stað. Það er líka meiri barátta lífsbjargirnar sem felst í atvinnumálum, að sko þegar ég kláraði minn stúdent 1985 þá gátu mamma og pabbi sagt við mig, farðu nú í háskólabjössum og þú mútt fá gott starf, og það var þannig. Ég bara fekk gott starf ef ég hefði nefnt í háskóla og ef ég hefði nefnt að klára háskóla. Ég fór einhver aðra leið. En núna er það ekki þannig. Og mér langar að ræða svona bara ykkar framtíðarsýn. Þið hafið aðgang að öllum heiminum. Ég held að mér dettur alveg í huga að þú ætlir að sækja þér menntun utan Íslands. Já. En á sama tíma þá er svona, þú veist, húsnæðismálin svolítið erfitt að sjá það fyrir sér að þú kaupir þér íbúð í Reykjavík og svona, já, bara ykkar sjónarhorn á þetta, ef við byrjum bara þér. Já, ég trúi að það sé rosalega erfitt að kaupa sér og leigja bara allt, mér bara allt er erfitt einhvern veginn í dag. Efnahagslega. Já.
alveg svakalega og ég sé það líka bara til dæmis á vinum mínum sem okkar ólust upp í fátækt og sum ekki og að sjá til dæmis hvað þau eru þakklátt fyrir í dag, það gríðarlegu munur sem eru sko þakklátt að fá ný föt, sem eru þakklátt að því að pabbi keypti Range Rover eða nýjan bíl, þetta er bara Þannig að stéttskiptingin er orðin mjög augljós, finnst þér? Rosalega. Meiri munur á milli hinna ríku og hinna. Svona aðstöðumunur. Já, og líka bara hjálpin sem fólk fær í dag, hún er svo mismunandi. Ég er alveg rosalega ódygru og ég er ekkert að fela það. Nei. Ég hef alltaf búið heima og ég held að bara þangað til ég fer í nám til Bandaríkjanna held ég mun alltaf bara búa heima með pappa eða mömmu og já, þannig líka að sjá hversu ofdygru við erum að fá að vera heima því að það voru ekkert allir sem að fengu að búa alltaf heima hjá sér og sem voru alltaf bara þú ert 18 og þá bara ertu farin, skilur en ég get alveg sagt að Já, eða börn borguðu heim eins og það var kallað í gamla daga þegar þú vart búin með ákveðin hluta námsins. Eftir 16 var það ekki? Eftir 16 þá byrjuðu margir að borga heim, sko. En helst vildu foreldrarnir bara losna við okkur. Já. Láttum bara vera sjálfstætt, 16 ára. En hvað segir þú um þetta? Sko, já, ég kemur út alltaf í forréttindastöðu, foreldrar mínir voru svona frekar í eldri kantinu, það regnast mig, ég er engabarn, þannig að við komumst ágætlega inn á húsnæðismarkaðinn hér, bara pínu, huggulega lítil íbúð, kaupum líka á góðum tíma, þannig að ég ger grein fyrir því að ég er í mjög mikilvæg forréttindastöðu. Þú sem býrði í föðurhúsum? Hæ? Þú býrði í föðurhúsum? Sko á Króknum, en svo keyptum við saman í Reykjavík þegar ég fór í námið, það er líka eitt, ef að þú ert utan á landi, vilt fara í nám, þá þarftu að koma þér einhvern veginn inn. Það er ekki ódýrasta leigan, ódýrasta kannski en hún er ekki ódýr leigan hjá stúdenta íbúðunum heldur, sko. Nei, en þú ert heppinn að eiga foreldra sem að gáta aðstoða þig. Þannig ég ger mig grein fyrir því og kannski, svona erfitt kannski að setja sér alltaf í sporin hjá öðru fólki, en Já, er það svo erfitt að Er ekki bara mjög auðvelt að setja sig í annara spór? Kannski, en ég vil alltaf ekki segja það sé auðvelt, því þá hljómar eins og ég sé, já, svo auðvelt. Nei, sko, vegna þess að ég held að það sé okkur eðlilegt að setja okkur í annara spór. Jafnvel að við höfum ekki lifað það, þá sjáum við það auðvitað þegar aðrir hafa það ekki eins gott og við. Ég held að sem mjög eðlilegt en kannski getur verið pínu erfitt. Svona maður kannski nær svo 90% en alltaf þessi svona fattar ekki alveg akkurat, það er svona, maður getur ekki alltaf 100% en svona kannski ef maður reynir nógu mikið þá alveg fattar maður svo velur maður, ætlar maður að sjá það eða ætlar maður ekki að sjá það, ég held að þar liggi valið sko, af því að aðstöðumunurinn er oft mjög greinilegur, ekki sagt. Já, algjörlega, en sko eru þínir jafnaldrar að tala um þessa ógn sem fasteignamarkaðurinn er núna, þessa klikkuðu vexti Seðlabankans bara, þetta er bara að verða einhver forréttindi að eignast húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Jú, þú veist, maður heyrir þetta alveg að fólki í kringum mann sérstaklega kannski sem er að byrja að stofna fjölskyldu og er þetta er kannski ekki alveg ekki alveg ideal að koma inn í þetta umhverfi. Og er það ekki tækifæri fyrir landsbyggðina kannski þar? Fyrir landsbyggðina, af því þú varst að nefna byggðamálin á það? Þegar ég ákveði að flytja hérna úr borginni, þá get ég selt mína litlu 50 fermetra íbúð og fengi bara mjög huggulegt einbýlishús sko. En það er enda líka mjög hækkandi fasteignaverðið út á landi. Já, en er þetta alltaf mikið bil? Er þetta byrjað? Er ungt fólk á ykkar aldrei byrjað að flytja út á land? Því að ég nefnilega hérna, ég hef verið að skrifa svolítið mikið um ungt fólk sem flytur til útlanda. Og sumt er að hrekst til útlanda en getur verið að ungt fólk sé líka bara að flytja út á land, bara á hérna íslensku landsbyggð? Ég held ekki að það, ég held sko það sem ég kalla stór höfuðborgarsvæði og þá tek ég það sko Akranes, Selfoss og Hveragerði og bara þetta eru stór. Risastór Reykjavíkursvæði. Risastór, það er náttúrulega höfuðborgarsvæði og svo bara hérna. En þú veist þar sem að fólk getur verið að vinna í borginni og margir sem er að vinna í borginni að búa á Akranesi eða Selfossi og maður sé miklu uppbyggingu þar, sérstaklega Selfoss og líka bara Reykjanes skæin sko í heild sinni.
og ég held að það sé bara svolítið shaky þessa dagana. Jú, reyndar, það er rétt. Maður er ekki alveg að fara að kaupa hús í Grindavík, ekki alveg núna. Nei, ekki núna. Það getur verið tækifæri í þessu fyrir Framsóknarflokkina því þið sækið nú yfirleitt meira fylgi til landsbyggðanna heldur en til höfuðborgarsvæðisins. Bara allir Reykvíkingar fluttir út á land, nauðungaflutningum af því þeir hafa ekki efnað í húsnæði höfuðborgarsvæðinu. Fleiri atkvæði á Framsóknarflokknum. Það var einhver með sólspeki sko að lausnin við húsnæðisvanda Reykjavíkurborgar væri að hætta að byggja og fólk þyrfti bara að flytja út á land. Já, ég meina það er náttúrulega En það þurfa náttúrulega að vera tækifæri þar og atvinna og þú veist, meira en bara það að vinna í sko landbúnaði, fiskvinnslu eða í þjónustu gera. Já, en við veitum það líka að nú munu tölvur leysa ýmis svona white collar störf á hólmi, bara mjög hratt og örugglega miklu hraðar en við gerum okkur grein fyrir. Og þá þarf að fara að hugsa hvað maður að fara að búa til, hvernig á maður þá að vinna fyrir sér, sko, verka fólk, það mun halda áfram að þurfa að þræla, en það kemur þarna örugglega svolítið stór hópur fólk sem að verður allt í einu óþarfur og hvað þarf þá að gera, þá þarf að fara að skapa eitthvað fyrir það fólk og kannski sittur uppi með nám sem að er allt í einu orðið óþarft. Það eru stórar áskoranir framöndan, sjálfvirknivæðingin að við erum bara í þessu kapítalíska kerfi að það verður bara í einhverja ógöngur sko. En svo á móti kemur að ef við myndum ná að greiða úr þessu betur að þá væntanlega ættu allir að geta unnið minna og fengi meira fyrirvinnuna og aukin hagsæld út frá því sko. En er þetta, eins og í þínum vinahóp og í kringum þig, hvernig er staðan á fólki? Er hún allavegana eða eru allir að reyna að kaupa? Nokkur komið með hús sem hafa verið að safna sér lengi og komist inn svona kannski rétt fyrir COVID og reyndar á ég enga vini sem er að flytja til landsbyggðarinnar en ég á nokkra vini sem að búa á landsbyggðinni og vilja koma hingað en geta það ekki af því að það er of dýrt en svo einmitt þó nokkuð fólk sem að kaupa sér á Hveragerði eða Akranesi einmitt líka. Já, svona í jaðrinum á vill hafa stutt í borgina og Ætti þetta ekki að vera baráttumál ungs stjórnmálafólks að leigu- og húsnæðismarkaðurinn sé ekki svona rosalega erfiður fyrir ungt fólk? Algjörlega. Ég meina, mér finnst að þið ætti að vera einhverjum svona sérsamningum, skilurðu, umfram alla aðra. Getið þið ekki verið sammála um það? Getið þið ekki fengið súsarana með ykkur í það? Að reyna að búa til Örugglega ekki, við þurfum óhagnaðardrifin leigufélög og byggingafélög hjá hinu opinbera að byggja upp ódýrt, byggja hratt, vel, örugglega og leigja út á kostnaðarverði. Það þarf ekki að flókið sko. Einu sinni held ég að hafi verið óskrifaður samfélagssáttmáli um þetta að fólk opnaði húsnæðið sitt fyrir námsfólki, lét að borga mjög litla leigu og gaf þeim að borða oft og eitthvað svoleiðis. Þetta er náttúrulega bara farið. Maður heyrir þetta pínu með svona, ef það er eitthvað fjölskylduvinur eða frændi eða eitthvað sem maður þekkir hérna í borginni og kemur út á landi, fær að vera hérna í aukaherberginu eða einhver íbúð sko. Já, það er ennþá sem en maður þarf að vera með einhverja tengingu algjörlega og þetta er ekki, maður þarf að vera heppinn. Í ömurlegu stjórnmálaástandi þurfum við þá kannski bara borgararnir að taka okkur saman og fara að búa til einhverja svona byltingu, tökum á móti stúdentum. Það er eina sem hefur nokkuð tíman virkað eins og Frederick Douglass sagði að valdið gefur ekkert eftir án kröfu og við verðum að ná því fram. Byltinga sinna Íslands númer 1 Já, eða bara láta eins og finna upp einhverja leið til þess að komast hjá þessu eða vinna gegn þessu á einhvern annan hátt. Eins og staðan er núna ef alltaf hægt að stofna samvinnufélög eða óhagnaðardrifin byggingafélög eins og Bjargfæstendafélag óhagnaðardrifið að reyna að fá lóðir, það fær ekki lóðirnar eru allar látna ganga á svona markaðsverði þegar þú gætir veitt lóðir bara sveitafélög og ríki nánast frítt til óhagnaðardrifna félaga. Það var frábært. En ég held að þetta sé að breytast. Ég held við séum komin yfir það versta í því sem ég kalla rányrkju kapítalisma. Og ég held við séum aftur á leiðin inn í samhygðina og inn í félagsíkjuna. Og ég held að þið, unga fólki, þið munið meðal annars taka nóts af því að í bók sem er ekki komin út, kemur út eftir nokkra vikur, það er til dæmis Kolbeinn Stefánsson, sonur Stefáns Ólafssonar, hagfræðings, að lýsa því hvernig gagnagreining sýnir að ungt fólk 25 til 34 ára að þar hafi orðið mjög neikvæð þróun
árin 2002 til 2020 lágtekju hlutfall þessa hóps hafi hækkað mikið. Þetta þýðir á mannamáli að ungt fólk að dragast hratt aftur úr. Þetta sá veruleiki sem blasir við ykkur og þið viljið gera eitthvað í því. En á sama tíma þá ert þú, ef ég skil þig rétt, þú ert á leiðinni í mögulega sérhæft tónlistanám út í heimi. Já. Þar sem að þú færir stærsta draum þinn uppfylltan. Já. Það er einmitt, það er samtíminn. Hann þessi þversögn, hann þessi paradox að þið eru bæði með öll tækifæri en svo líka með svo skert tækifæri með okkur sem vorum undan ykkur. Er það ekki? Jú, maður þarf nú samt alveg að berjast fyrir sínu ennþá í dag þótt að maður fá allt upp í hendunar líka á sama tíma. Heldur betur. Það má ekki held ég missa sig á mikið í einmitt svona samanburði, við erum bara að hugsa á Íslandi hvað þurfum að gera, hvað best að gera, fyrir okkur sem þjóð og samfélag og svona heiminum líka. Ekki endilega bera mikið saman við fortíðina og eitthvað svoleiðis, heldur bara að hugsa hvað þurfum að gera núna. En söguskilningur lykillinn að ákveðinni þekkingu. Algjörlega. Mér hlakkar til að heyri Stefán Ólafssyni að tala munin á milli kynslóðana Kolbeinn Stefánsson, sonur sem í Ísland. En þú varst að tala forréttindin sem að felast í því að hafa fengið að alast hérna upp en svo hefur líka reynt að vera svona krækibir í helvíti í hinnum stóra heimi. Já. Og hvernig var það? Ég veit að þú varst í Bandaríkjunum í sumar og þarna ertu allt í einu komin í ringið með kannski afburða krökkum allstaðar úr heiminum. Já, það er ótrúlegt hvað við erum einangruð hérna. Það er bara scary að fara til Bandaríkja. Þetta er eins og önnur jörð fyrir mér. Ég hef alltaf verið hérna, 17 árum, að fara bara einhvert annað, að sjá bara menninguna, skilur annars staðar, að sjá skilur fleira fólk, að sjá bara fjölbreytileikan. Það er bara á flugvellinu þegar ég lendi. Það var bara, þetta var alveg furðulegt. Ég bara... En fannst þið svona til smæðarðinnar kannski öðruvísi heldur það hefur nokkuð tíma fundið áður? Eða leiðin eins og þú væri komin heim? Þetta ég var mjög róleg. Mér fannst þetta ekki óþægilegt? Nei, og þetta var heldur ekki yfirþyrmandi. Þetta var alltaf í lagi. Og það er eitthvað sem ég held að fólk þarf að fatta hérna á Íslandi, að það er í lagi að sjá fjölbreytileika og það er í lagi að við skemmumst ekkert við það. Nei, nema síður sé. Já, það er eitthvað sem að þarf að negla inn í hausinn á rosalega mörgum og sérstaklega úlingum, þar sem eins og skilur það er bara endalausi fordómar í úlingum og líka gagnvart útlendingar. Já, það sé ég bara, þau fela þetta einu sinni ekki, sko. Það er bara, þau segja bara það sem ég finnst og það er bara, það er ógeðslegt það er svo leiðilegt að sjá þetta en sko, maður þarf ekki að vera hræddur við þetta er líka fólk og þótt að við séum eitthvað einangrað einhverju eyju þá þýðir ekki að við séum betri en aðrir. Skilur, allir voru brosandi, allir voru hjálpsamir þarna úti. Já. Það er ekkert að þessu. Er ekki fordómar og hatur alltaf bara hræðsla í grunninn? Jú, alltaf. Já. Bara Sögurskoðun Íslands sýnir að allar okkar helstu umbætur þær komað utan. Það var fólk, það voru útlendingar sem komu hingað og komu auga á tækifærin. Hvort sem við erum að tala síldina norður fyrir Siglufirði eða hvað við erum að ræða, alltaf verður þetta útlendingar. Og stort Íslendingar sem fóru út og komu svo tilbaka. Og Íslendingar sem fara út og komu þekkingu tilbaka. Það er svo merkileg sem þú segir. Er þetta ennþá þannig að jafnvel 17 ára fólk trúi því að Ísland sé með lausnir sem útlöndin séu ekki með og hér sé bara betra að vera en í öðrum löndum og við erum að miða allt við Ísland. Er þetta að segja það? Það er svona, já, svona meira og minna. Þetta er, ég veit það, þetta er furðulegt að... Og í allri hnattvæðingunni og tæknibreytingunni. Sko, sem að úlinga, ég hef lent í samræðum sem eru bara eitthvað svona að Jesús, erum við bara að hleypa öllum inn í þetta land, eitthvað svona. Og ég er bara, býtu, hvað er að? Þetta er, skilja, ætlar að loka landamærunum eða, skilja, af hverju er þessi, ég bara vil komast að því af hverju fólk er svona hrætt.
Því að það ekkert annað sem að kemur í veg fyrir þetta. Þetta bara hræðsla. Skilur, fordómar eru hræðsla. Þetta allt hræðsla. Og skortur á upplýsingu líka. Líka það, alveg 100%. Skrítin og óunarleg þróun. The Economist greindi frá þessu rannsókn sem sýnir nokkur ríki svona af hinum iðnvættari ríkjum að ungt fólk, að stelpur og strákar að þróast mjög ólíkar áttir pólitískt. Strákarnir að fara mun meira til hægri og stelpurnar til vinstri. Og í Suður Kóreu þetta hvergi dramatískara en þar, sko. Hvað skýrir þetta? Það góð spurning, ég bara veit það hreinlega ekki alveg, sko. Það eitthvað. Ég held að snúist mikið einmitt einangrun. Að ungir strákar kannski sem bara hafa ekki kynnst fjölbreytileikanum og svo verið að ala á ótta í ýmsar fylkingar í samfélaginu, valda stéttir vilja ala á ótta gagnvart innflytjendum, gagnvart útlendingum múslimum sérstaklega núna búið að vera lengi og þau þekki ekki múslima kannski, þau þekki ekki ég meina, þú veist, það verið að leika sér með mannkynið, með hræðsluáróði og egna samfélagshópum saman, það náttúrulega bara alveg augljóst. Mér langar svo að spyrja ykkur að rosastóri spurningu. Já. Ef þú fengir það verkefni að leysa ýmsa vanda veraldar, á hverju myndir þú byrja? Á hverju myndi ég byrja? Og þú fengir að segja okkur hinnum fyrir verkum. Hvað væri brýnast? Góð spurning. Þetta mjög stór spurning. Hún ekki lítil. Nei, alls ekki lítil. Og það ekki tilneitt rétt eða rangt, þau bara að leika okkur. Á hverju ættum við að byrja? Sko, ég held að svona aðeins áfram með þetta, sko. Ég held að sé bara það að skilja fólk, sko. Sína skilning. Ég held að ef þetta eru náunga kærleikurinn sem finnst nú í öllum trúarbrögðum af því að það eitthvað til í þessu, sko. Og það hefur pínu vandamáli eins og nefnir, sko, hvernig kynin að fara. Ég held að þetta sé pínu, sko, eins og netið og frábært. Þá líka þarna eins og Andrew Tate og eitthvað svona incel kultúr, sko, það sem bara, konur, þetta nú bara eitthvað annað, sko. Og ungir kallar sem veit ekki hvernig alveg karlmennska lítur út af því alveg karlmennska bara að vera bara líða vel í sínu skilni og geta elska náungan hreinlega á þau, sko. Hver með skilgreiningavaldið? Hver með skilgreiningavaldið, sko. Ég segi það, sko. Og bara ef allir einhvern veginn myndu sína meiri skilning til hvers annars taka, ekki alltaf vera nei, heyrðu, þessi, hann nú örugglega svona af því að hann það þá hlýtur hann að B. Manneskjan svo flókin, sko. Vinur minn sagði daginn, sko, stóra verkefni í lífinu, það bara að leyfa öðru fólki að vera eins og það er. Já, dálítið eins og Tim Walz. Ekki reyna að breyta því. En núna, fyrir ekki, að segja, var að fórseta efni Kamala Harris, sko. Guðin var nú akkurat þetta kóti út mér, sko. Já, svona cirka bát, mind your own goddamn business, sko. Það hans hugmyndafræði. Nákvæmlega, getum við hægt að pæla svona mikið í öðru. Já, ok, ef eins og í Bandaríkjum, þú vilt ekki fara í fóstureyðingu, þá það þitt mál. En ekki, þú veist, ef nágræðin ætlar að gera það, þá það þeirra mál. Mér finnst bara svo galið, þessi hugmyndi, við hugsum það, að mannréttindi séu yfirleitt í höndum stjórnvalda. Mannréttindi bara mannréttindi, bara manneskjan fæðist, punktur. Hún hefur bara rétt á því að vera bara hver sem hún er. Svo alltaf stjórnvöld að taka af mann, skerða mannréttindi, veita þau, þetta er bara hugsunarvilla. Það þarf bara að afnema þetta. En þú? Ég með þrennt einmitt, bara til að taka undir þetta. Fyrsta eitthvað svona held ég andlegt. Það að einhvern veginn að rækta tengsla milli okkar. Það þú veist, við þurfum að geta tengsla milli kynslóða. Milli kynslóða, milli heimshluta og svo framvegis. Og svo annað að afnema neitunarvaldið úr öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Og þriðja að útskýrðu það af hverju? Svo að þjóðir heimsins geti á lýðræðislegum vettvangi í gegnum öryggisráðið, kosiðinn fulltrúa þar eða það verður einhvern veginn ráðstafað og svo taka á stórum málum. Ætti þá bara að vera einfaldur meirihluti sem að Já, eða 2/3 eða það eru ýmsar útfærslur á þessu, það eru hugmyndir það er ekki að flytja Sameinuðu þjóðirnar frá Bandaríkjunum eitthvað annað. Það væri gott líka. Hefur ekki að stofna bara nýjar Sameinuðu þjóðir hér? En það raunar kannski bara að gerast einmitt að það að verða til nýjar svona alþjóðlegar stofnanir. Við tölum Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, sko. En í raun, þú veist, þegar þú hlustar á þjóðirnar eins og í Suður-Afríku, Rússland og Kína, að þau segja, þú veist, að við þurfum okkar eigin banka og þau eru núna að stofna sin eigin alþjóðabanka. Þannig að það þessi þrjú atriði einhvern veginn þurfa að rækta
tengslan milli hvers annars, við þurfum að brjóta einokunarvald á öryggisvæðinu svo að þetta komi í veg fyrir stóra styrjaldir og svo þurfum við að stuðla að sameiginlegri efnaðislegri framþróun alls heimsins, ekki einokun vestræns kapítals hreinlega sem búin að vera. Kína og Bandaríkin að taka höndum saman í því verkefni? Það verði það besta í heimi. Já, var ekki Kína að biðja heiminum að fara ekki að stefna allir í óefni og heimstyrjaldir, ekki Kína að ganga fram með friðarbóðskap núna? Jú. Þau tala alltaf þannig mjög skynsamlega. Já, og þá rís upp fólk og segir Kínverjar, hvað veit að þeir frið? Nei, ég meina... Og ekkert stórveldi fullkomið, höfum það alveg á. Nei, nákvæmlega, það enginn að segja það. En Kína hefur ekki farið í stríð í 40 ár og í sínum skilaboðum á alþjóða vettvangi þá eru þau alltaf mjög skýr. Man er ekki rétt að Kína gat tekið heiminn fyrir 1500 ára og þeir sá ekki pointið með því. Jú, það sagt einmitt að þeir höfðu rísum leggja allan heiminn undir sig en þeir voru bara á það þroskuðum stað Þeir hefði getað tekið Filippseyjar og Indonésiu og eitthvað en gerðu það ekki. En það kannski líka bara tengt kínverskri menningu að þetta er miðkonungsríkið sem bara Kína, þannig að þau fara ekkert víðar. Og ég er aftur með svona einhverja draumóra því að mannkynið, þetta er svo ótrúlegu fjöldi, miðað við svo ráðamenn veraldarinnar. Og ef að alþjóðastofnanir ef það funkar ekki, ef það eru ekki lengur að sinna manneskjunum á jörðinni, þá við manneskjuna bara reka þessi alþjóða fyrirtæki, við verðum þá bara að stofna ný samtök þar sem við viljum vinna einhvern veginn öðruvísi, láta bara eins og þau sé ekki til að byrja með og bara einhvern veginn treysta böndin. Í staðan fyrir að treysta í einhverju blindni á það að þetta muni einhvern tíma virka, þegar við sjáum að margt er alls ekki að virka. Og við vitum að það er ekki að gera betur. Já, viltu ekki stofna nýjar Sameinuðu þjóðir? Ég hef bara hugsað að hún hefur nú áður verið reynd að stofna Sameinuðu þjóðir hérna eftir fyrri heimsstyrjöldina og það gekk svona ljómandi vel að það man enginn hvað það hét lengur. League of Nations. Akkurat, ok, við man allavega einhver hvað hét. Takk fyrir að vera vikið í hópnum hérna núna. En þú veist, það við séum með Sameinuðu þjóðirnar er bara ákveðið afrek þó svo að það sé hægt að gagnrýna þær mikið hversu affektívar þær eru og hvort það sé nú kannski bara einhver sirkus en við erum allavega með smáfattaru er ekki það komið grunnur sem er þá frekar hægt að byggja á heldur en að fara næstu lóðu hliðina og reyna að byggja upp á nýtt. Það er eins með Sameinuðu þjóðirnar eins og bara eiginlega allar aðrar stofnanir mannkyns nú stundir að þær glíma við ýmsa bresti, erfiðleika og þverrandi traust og það er að góðri ástæðu. En hver myndið þú vilja breyta helst? Bara það er mjög margt. Já, ég er bara að geta skafa skilninga milli allra og hætta þessum ótta að skilur þessi þarna sé hættulegur að því hann lítur svona út eða hugsa svona og skilur það er einhvern veginn finnst mér vera main road af vandamálinu að dæma fólk hvort sem það hugsa svona eða lítið svona út bara að dæma mér finnst við bara þurfum að hætta það því að þá einhvern veginn ég held að þá við getum bara sest niður og talað í sameiningu ef ég bara myndi hætta að vera hrædd við þig af því að þú skilur með stutt hár og þú sýtt eitthvað ég veit það ekki bara að þurrka þessa ímynd úr haustnum á okkur væri bara örugglega besta sem geti bara komið fyrir heiminn og kannski það við þurfum ekki alltaf að vera alveg sammála. Nei, það alls ekki. Það væri, það er eins og að taka út persónuleika. Allir þurfa að hafa einhvern persónuleika. Einmitt. Það er heldur ekki að hafa það nútra. Það að hafa persónuleika. Já, vera hverju þið eru. En Steinunn Ólína, höfum við rétt til þess að móðga hvert annað? Mér finnst bara, það er bara hluti að því að vera til að geta tekið við móðgunum. Og þetta snýst líka það hver maður er skilurðu, fólk getur kallað mig öllum illum nöfnum viðbragði kannski ego, ekki svona sárnar kannski aðeins svona til að byrja með ef þetta er eitthvað bara eitthvað ljótt orð eða eitthvað svona þá get ég nú bara hrista að mig ef ég er höfð fyrir rangri sök þá er það öðruvísi þá kemur tilhneiging til þess að maður vilji
einhvern veginn standa fyrir máli sínu, fá að verja sig. En já, við verðum að geta gert grín hvort öðru, við verðum að geta móðga hvert annað stundum á þess að það maður sæti útskúfun fyrir sko. Sérstaklega sko, er hægt að móðga einhvern? Er það ekki bara þú getur móðgast? Er það ekki frekar það? Jú, nákvæmlega. Þú leyfir öðrum að móðga þig. Það er bara eins og þegar maður reiðist við einhvern, þá hefur maður látið hegðun einhvers annars gera það að verkum að maður verður brjálaður. Þetta er nefnilega líka einhver spurning sjálfsábyrgð. Þú veist, þú hittir manneski sem að öskrar á þig eitthvað, eða bara búin til eitthvað dæmi, þá ræður þú náttúrulega hvort þú ætlar að svara í sömu mynd eða bara leyfa þessari mannesku að blása og sitja bara í þessum blæstri sjálf og þú veist, þú ræður hvað þú ætlar að láta þetta hafa mikil áhrif á þig. En svona eins og, ég get alveg sagt það eins og unglingar þegar að öll kynslóðin minni tekin, ég man ekki, ég held þetta sé Gen Z, er það ekki, 1997 til 2012, já. Og þá er til dæmis sagt, skilur, þið kunni ekki að lesa. Og ég, skilur, ég var alveg móðgast þegar einhver segir, skilur, vá hvað þið standið ykkur illa í þessu og þessu og þessu. En þá ert að segja þetta við mig og kannski ég er búin að vera að æfa mig og ég er búin að taka mig á persónulega. Og þá er einhvern veginn verið að segja eins og öll kynslóðin mér sé glötu. En skilur, það eru samt alveg vissir einstaklingar sem er að þá þú bara lítið, þetta er bara fordóma fullt gamalt fólki. Men þetta var líka sagt fyrir okkur, að þessi unga, sjá þetta unga fólk og sjá þessa ungu kynslóð. Þetta er bara eitthvað mars í gömlu fólki. Það skiptir engu máli. Nei, já. Ofta tíma getur segið blöðum frá 1850, þú veist, það var verið að kvarta yfir unga fólkinu og bara þetta var aldrei aftur gott. Svona var þetta ekki mína tíð, við gerðum ekki svona eins og þið. Já, ég get alveg kvarta undir, sko. Þessar alhæfingar eru náttúrulega hluti af þessu flokkunarkerfi sem við notumst alltaf við til þess að reyna að geta talað alveg ofboðslega flókin fyrirbrigði þannig að það nálgist einhvern skilning. Allt sem við höfum sagt hér í dag er ekki sannleikurinn. Það er 1/1000 af flækjustiginu sem við erum að reyna að ræða. En hérna, það sem er þó kannski skiljanlegt við alhæfingarnar, eins og þegar við erum að tala einhvern ákveðin aldur, unga fólki, gamla fólkið, er að við erum að reyna að flokka þennan hóp, bera hann sama við annan. Já, þetta er náttúrulega líka bara stjórnunar, þetta er bara einhver svona rosalegu vilji til þess að stjórna, vera að segja ungu fólki að hvernig það sé, að það eigi að vera einhvern öðru sig, að það hefur verið eitthvað betra í gamla daga. Þetta er einhver svona vilji til þess að vilji til að hafa áhrif. Var einhver að spyrja mig hvað mér finnst ungt fólk? Nei, á ég ekki bara að halda þig fyrir mig hvað mér finnst? Ok, en þegar þú segir þetta... Verður ekki bara að leyfa öllum að gangi gegnum sína karmísku leið með sínum villum og öllu því, sko. Og það kannski tengist það líka smá að svona ungt fólk fær fyrirmyndir og það er ekkert hægt að stjórna því hverjar þær fyrirmyndir verða. Það er bara eitthvað sem kemur frá unga fólkinu og það unga fólki hlusta kannski mun frekar á fyrirmyndirnar en að hlusta bara á einhvern tuðandi gamlan kall. En það er nú ansi bratt hjá foreldrunum að ætla að tala niður til barnanna sinna á þessum tímum. Vegna þess að harði diskurinn hjá 10 ára barni, það er búið að hlaða meira inn á hann heldur en hjá nýræðum bárdelingi fyrir tíma internetsins. Meira upplýsingum. Þannig að það eru mjög góðan líka. Fullri virðingu fyrir nýræðum bárdelingum. Fullri virðingu fyrir bárdelingum, frændum mínum Suðurþingeyingum og nágrönnum mínum í Mývatnssveitinni, að þetta eru svo ofboðslega margt sem ungt fólk veit, sem við sem eldri erum vitum ekki. Ég ber mjög mikla virðingu fyrir visku ungs fólks, en á sama tíma ber ég líka virðingu fyrir því að við leitum aftur í tíman að söguskilningi og séum endalaust að taka brotaði besta frá öllum tímum. Þetta er held ég frekar bara sorgleg þróun er að við einhvern gamla fólkið og yngra fólkið þau eru ekki eins mikið í tengslum og var áður að því að í gamla fólkið er með reynsluna og unga fólkið er með nýju fersku heilana, sko. En er þetta spjall ekki til þess að breyta því? Eldri borgarar hér að ræða við 17 ára gamalt fólk að allar kynslóðir komnar. Ég er nú ekki eldri borgar. Mér finnst það reyndar alveg svona, ég fer til dæmis í bíltúra með yngri frænda mínu með eitthvað svona og hann líka rosa mikið skjá og eitthvað svona og ég líka. En sko, svona, munurinn á okkur, ég get alveg sagt, já, Skógarfoss, skilur, hann bara svona, eitthvað svona, ég veit ekki. Þá er ég bara svona, eru þau hægt að, var mér kennt þetta, sagði pabbi mér þetta eða var ég alveg í skólanum? Skilur, þetta er svona,
Mér finnst þetta líka vera svona pínu. Og segir þú þá við litla frændaðinn, veist ekki að þetta Skógarfoss-drengur? Það bara, ég segi það auðvitað, skamman pínu fyrir að vita ekki og svo en svo fer ég að hugsa, þetta eitthvað sem að ég las, skilur, að því ég hafði, skilur, gaman eða að því ég hafði, mér fannst þetta fróðlegt eða var þetta eitthvað sem var tróðið onni mér sem barn og ég bara man. Eða ég, skilur. Það hlæja fólki líka þegar það að spyrja og það er svona, veistu þetta ekki? Þú veist, nei, hann veit ekki. Mér finnst verra að vita hvað fossar heita. Og mér finnst verra að vita hvað hlutirnir heita. Af því að þegar það er komið eitthvað heiti á það, þá er það svona, já, þetta er Skógafoss og þá er eins og ég gefið því engan gaum. Þá er eins og það sé búið að taka frá mér sko undrunina, gagnvart fjallinu, fossinum eða hverju því sem það er. Þannig að ég er alls ekki góð í svona, en og mér finnst að auka á getu mína til þess að njóta hluta í umhverfinu og rífast við með þetta yfirli. Ert þú manneskjan sem að ef þú labbar upp á fjall og þú fer gönguslóða, ert þú manneskjan sem að leggur meira upp úr því að fara einhverja óvissu leið tilbaka sem er ekki alveg víst að þú komist? Nei, eða stikaða gönguleið? Já, nei, ég er ekkert fyrir það að feta hættuslóðir. Nei, ok. En mér finnst bara það að vera út í náttúrunni, mér finnst bara gaman að sjá eftir hverju tek ég. Já. Hvað er það sem fangar huga minn? Þetta er bara einhvers konar hugleiðsla líka. Ég er nefnilega búin að eyðileggja margar gönguferðir fyrir mér og konunni minni þegar mig fyrir langað til þess að fara út í óvissuna. Út af þessu undri sem þú varst að nefna og í sambandi við nafngiftir. Að sko, hið ófyrirsjáanlega er svo mikið undur. Og það uppgötar sjálfur, sko. Já, og kannski finnst manni að með ungt fólk í dag að við séum ekki alveg nógu dugleg til þess að koma þeim í aðstæður þar sem allir upplifa undrið að vera til. Vá, ég held að séu með þetta bara allt í fingrunum á sér, sko. Þau eru alltaf, ég meina, krakkarnir mínir, jafnaldra þínir, þau eru alltaf að benda á mér eitthvað alveg gaggala góð sem að mér hefði aldrei dottið í huga að skoða, sko. Já, ég hef ekki svona miklar áhyggjur að þessari tölvu og símanótkun. Já, það er svona mér finnst ungt fólk vera á eðlilegri hraða með að við hraða heimsins. Grímur Atlason með Geðhjálp, hann segir að þetta sé bara langmesta böl samtímans. Já. Það þarf að bregðast við en þetta þarf ekki að vera allslæmt, það eru jákvæðar hliðar á þessu. Þetta er ekki svona kostir við þetta líka. En ég sé til dæmis að mínir krakkar þau líka hvíla sig á þessu, sko. Og svona, og það er bara svona sjálfsbrottið, sko. Mér finnst líka bara mjög áhugavert sem kom fram hjá þér, var það ekki, að yngri foreldrar, þeir eru farin að skammta minnisskjálfti. Við munum læra á þetta. Já, samfélagslega getur við tekið á því þannig bara að besta leiðin kannski. Að fólk bara tilengi sér það að börni ekkert að vera með snjallsíma fyrir 15 ára, 16, þú veist, allavega. Já, og nú ungt fólk líka farið að sjá þessar upplýsingar að rata til þeirra sjálfra. Þetta er kannski ekki gott fyrir heilan í mér að vera að gera þetta. Nei, svona því meira sem þú ert í skjánum, því meira fattar þú hversu þetta illa fyrir mann, skilu, og sest niður klukkan 12 og stendur upp klukkan 3. Það er ekki gott. Þú okkar við bara nánast. Og þá skilur, þá leggur maður síma frá sér og hugsa, byrju, hvað er ég búin að vera að gera við helminginn af deginum mínum? Ég hef alveg lent í því oft, sko, og þá bara skilur síman eftir heima og labba alla ægi síðan eitthvað. Og eitt vandamál er að þetta er hannað til þess að gera það. Það eru það sem þau hámarka og reyna að gera sem mest. Við gætum hannað þetta á annan hátt. En þetta er bara líka, sko, að eins og, skilur, 10 ára krakkar í dag geti ekki hort á heila bíómynd af því að þau eru til dæmis með TikTok sem er bara 15 sekúndur og bara skróla á næsta, þú ert ekki með athyglisbann í 15 sekúndur. Það er ekki að vera hort á barnamyndir nútímans, þær eru náttúrulega svo ömulega lélegar. Já, þú getur líka að láta hana Harry Potter eða eitthvað. Það er ekki bara verið að búið til nógu gott efni. Er það vegna þess að það má ekki... Nei, þú getur líka hort á hvað sem er. Er það vegna þess að sko viðburðirnir sem voru skrifaðir inn í handritin hérna áður fyrr, þeir flokkast núna undir eitthvað sem er orðið bara no, þú verður að fletja allt út? Ég veit ekki, mér finnst þá sjaldan sem ég sé barnaefni nú orðið sem að kemur nú reynda fyrir, þá finnst mér svona, hvað ég að segja, það er orðið svona mjög politically correct, dálítið útvatnað, lítil átök, miklu minna drama og það er einmitt, krakkar hafa mjög gaman að því að þenja tilfinningarnar sínar yfir
yfir alls konar dramatískum hlutum, sko. Einmitt, og 100 manns búin að lesa yfir og segja nei, það getur engin hópur samfélagsins móðgast yfir þessu handriti. Þetta móðgunarlegur bíómynd og þá jafnframt hún líka orðin þrautleiðileg. Einmitt. Það ekki gott. Það svona allir reyna að vera hressandi, þetta hressandi greining. En verður ekki að fara að hætta þessu þótt þessi búið að vera gaman? Sko, það er svo gaman að tala við ykkur. Já. Frábært, sko. Og sömuleiðis, það skemmtilegt spjall. Já. Gaman að koma. Og ég held að við eigum að vera með meiri bara svona umræðu líka. Já. Þar sem við leyfum okkur að hugsa hlutina á þess að vera alltaf með rétt eða röng svör. Það bara samtalið skiptir svo miklu máli, sko. En af því að þú komst svona með titilinn á þetta sem við höfum verið að reyna að gera í dag, að ungir hafa orðið, ef ekki að hafa þau ekkert komið í staði? Er ég búin að bladra allan tíma? Þetta fara að segja mér það. Sumir kynna nú að segja að við höfum verið full frek til fjörsins sjálf. Okay. Ég veit það ekki, en það er nú bara eitthvað í okkar eðli. Það þykir mér ekki allavega. Okay. Það er gott að heyra. En af því að sko, mér fannst þetta fara vel að stað, eigum þá ekki bara að halda þessu áfram og ef ekki að skoða aðstæður bara ungra Íslendinga í fleiri innslugum núna á næstu dögum? Jú, ég held að við eigum að tala minna þau og meira við þau. Já. Ég held að það sé algjörlega málið, sko. Og margar spurningar. Þess að ég treyst ekki öllum þessum könnunum. Ég vil bara best að hlusta á það úr kjafti ljónsins, þó það sé 17 ára. Eða 20 ára, eða 30 ára. Já, það er svona eins og, fólk treysti ekki alveg krökkum að þeir eru krakkar. Nei. Það er svona eins og ég var að tala, ég fór einhvern tímann í eitthvað viðtal með Katrínu Jak rasisma. Og þá var svona, já, við erum með nefndir og þá veit ég veit alveg að þetta eru 50 ára gamlir hvítir kallar að tala rasisma, skiljur, það er ekki örugglega ein litur manneskja við borðið. Fullt af það bara meikar ekki sens. Já, 50 hvítum kettlingum. Já. Það eru ekkert skárri heldur en Nei, þú skilja að ætlar að tækla rasisma, getur ekki haft hvíta Íslendinga við borðið sem að get ekki einu sinni sett í spor, skiljur. Þannig er ég ósammálaður, Sóley. Ég er ósammálaður því að fólk get ekki sett sig í spor. En þeir með ekki vera einir að ræða þessa hluti. Já. Það verður að tala við fólk sem þekkir hlutina á eigin skynja, eigin raun. En þetta að við manneskjurnar getum ekki sett okkur í annara spor, það er bara bull. Hún tekur alltaf þessa ræði í hverju þættinu. Þetta er mjög mikilvægt. Við megum ekki útiloka bara velvilja fólk frá borðinu. Af því það er fullt af fólki sem er bara opið og tilbúið að læra og tilbúið að þú veist, uppfræðast hluti sem það kannski bara þekkir ekki persónulega sjálf. Það er bara eins og við getum sett okkur í spor fólks í bíómyndum, í skáldsögum og svo framvegis, skilurðu. Þannig að það þarf að kalla alla borðinu. Já, ég flokka alltaf svona skilning og setja sér í spor annara sem tvennt ólíkt. Þannig ég geti sagt, sko, já, ég hef skilning á því sem þú ert að segja, en ég get ekki sett mér í spor. Skilur þú? Já, ég er ósammála. Þú getur sett þig í mín spor. Er það ekki rétt? Þú getur það. Ég er alveg viss en þú minnst samt ekki alveg, þú getur ekki svona, þú getur ekki, við tökum bara íkdæmi eins og að þú værir að vinna í kóbaltnámi í Kongó, skilur. Þú getur sett í þessi spor, þú getur lesið hvernig þetta er, þú veist, en þú veist ekki hvernig það er ár eftir ár að vera föst í þessum sporum. Þú nærði ekki alveg, sko. Það er verra en þú heldur. Nei, en þú veist samt sem áður að þetta er viðbjóðslega hroðaleg líkamleg vinna. Og þú átt engan frítíma, þú átt ekkert frelsi, þú ferði ekkert að borða, þú getur skilið það að þarna er manneskja sem er beitt hræðilegu óréttlæti. Og með því að fara inn í það og skilja það, það á þér ekkert að vera sama, þér er ekkert sama. Klárlega ekki, nei. Það annað er ómannlegt í raun. Eða þá ert þú búin að íta þessu fólki í einhvern hóp sem að má ómannesku veða. Já. Það mannlega er að tengja á mannkyni verður að standa saman núna og það gerum við með því að hlusta hvert á annað og ekki útiloka hvert annað frá umræðinni. Ef að ég segi eitthvað sem varðar þann þjóðfélagshóp sem þú tilheyrir og ég hef rangt fyrir mér, ef þú ætlar að segja bara útiloka þig frá umræðinu, þú mátt ekkert koma hérna inn, þá förum við ekki neitt, skilurðu. Þú getur eins og sagt við mig, veistu Steina, þetta er ekki alveg svona. Og þá verð ég bara að segja, ok, segðu mig hvernig þetta er og þá get ég skilið þig. Og þá get ég skilið og hægt að tala með raskatinu og ég hef verið að gera það alla morgunin í þessum leikþætti sem við erum að tala hérna á milli okkar, skilurðu. En þetta er aðalatriði núna, að finnst mér að við
útilokum ekki samtalið og segja bara þessi hópur verður að ræða þetta og þessi hópur að ræða þetta. Við verðum að sameinast að skilja hvert annað og ég held að við höfum það, af því við erum dýrið sem hefur ímyndunaraflið. En það ekki einmitt Sóley þegar þú einhver nefnd á að vinna gegn rasisma og kortleggja rasismanna og svo eru bara eiginlega engin með dekkri heyrund en við flest hérna inni sem að sitja í þeirri nefnd, það ekki svolítið, einmitt, það ekki gott? Þetta já. Og auðvitað á að kalla inn, ekki bara fólki sem eru sérfræðingir, það á að kalla inn börn, fullorðna, fólk á öllum aldri sem að lifir í þessu samfélaginu okkar Bárdalenga? Já, þú veist, þetta kannski spurningum að sérfræðingarnir ekki hafa enga rétt á því að skilgreina samfélagið okkar heldur fólkið sjálft Já, heldur betur. Nú er ég búin að kjafta alltaf mikið, ég byrðist innilegra afsökur fyrir hönd, bárdælinga Nei. Þetta málana, bara gaman. Ég átti að fá símtöl. Það var ekki góð símtöl frá bárdælingum. Má ég samt segja, eru þið ekki sammála mér að sérfræðingar sé að drepa allt, sérfræðingarsamfélagið? Þarf ekki samtalið að vera opnari fyrir fleiri en bara sérfræðingar? Ég finna svona hugtæki svona mentuð fíbl, educated fools, þú veist, það er fólk sem þú komst aðeins inn á dagann, Gunnar, þú getur verið í kenningunni og í svona þjóríinu endalaust, en svo þegar það kemur að því að vera á framlínunni, þú veist, sem stuðningsfulltrúi eða sem hitta þetta, að þá er raunin kannski aðeins önnur og oft er fólk, þessi sérfræðingar, með mikla þekkingu og svona nördadót en þeir hafa ekki mikla reynslu um þetta að klástu hlutina beint. Þið kannski eiga eftir að fara í fótspor annara, að það komast þér í tengist þetta en haldið ekki að stjórnmálin hefðu gott að því í staðin fyrir að það séu nefndir með hvítum köllum eða hvítum kellingum að þau kölluðu inn dálítið þessa þjóðfélagshópa sem þeir þykjast vera berjast fyrir. Já, algjörlega, ég held líka að þetta sé alveg gert af þessu leyti en það er líka að það fyrir átt eftir hvort sérfræðingarnir hafa áhuga á því að þú veist bæta sig sem manneskja apparatur að lifa í þessu samfélagi og heyra ólíka skoðanir eða hvort þeir eru bara tilbúin til að vera í einhverjum þægilegum sófa. Þetta skiptir miklu máli að þau koma með hroka og halda þér vita allt betur en þau. Þetta er bara hugafæri hjá sérfræðingum held ég sem skiptir máli og það er ég ætla alls ekki að segja að þetta er sérfræðingar séu vondir. Nei, ég vann hjá svona sérfræðistofnun fyrir nokkrum árum og þar gekk allt og margt út á formið. Og þar gekk einmitt allt og margt út af það að þessi vann í sínu horni og annar var í öðru horni og þau 2 orð sem að mér finnst að við ættum að reyna að setja á dagskrá í íslensku samfélagi frá morgni til kvölds, alla daga ársins, líka hlaupár. Það eru inntak og samhengi. Orðin inntak og samhengi. Hvar er inntakið? Hvert er samhengið? Og þannig náum við að líma saman samfélagið okkar aftur upp á nýtt sem við höfum klofið í milljón parta með meðal annars þessu sérfræðingaveldi þar sem að hver og einn býr yfir mikilli þekkingu en hún er þröng og einskisverð ef hún er ekki sett í samhengi við aðra þekkingu önnur sjónarmið og aðra fleti mannlífsins. Þannig að þú sem kennaranemi ég er mjög þakklátur að þau myndi setja inntak og samhengi á dagskrá inn í skólastofana í framtíðinni. Ég held að þetta sé mikið til í þessu En frábært að hitta ykkur Sóley og þú ert ekki að fara að læra eitthvað tónlistar hljómsveitarstjórnun. Þið langar að stjórna sinfóníu hljómsveit. Já. Er hægt að bara hugsa neitt? Er hægt að hugsa eitthvað sem er meira spennandi en það, segi ég. Það veit ég ekki. Ég er ekki með annað áhugamál. Mér finnst það geggjað. Mér finnst þetta svo flott. Ég hef séð Sóleyju stjórna í Hörpu. Já. Frábærlega. En það ekki? Já, það var algjörlega magnað. Þetta er stórkostlegt. Þetta er stórkostlegt. Og þarna voru fleiri ungir hljómsveitarstjórar. Já. Og þetta er náttúrulega magnað starf að hafa heila hljómsveit og valdi sér sem að þarf að geta hljómað þó að séu margar raddir eins og ein rödd og mér finnst þetta bara alveg geggjað og náttúrulega
Ég fyrir hönd íslensku þjóðarinnar bind rosalega vonir við þig af því að þú hefur allt sem til þarf að bera og bara óskaðir góðs gengis. Ertu að fara út næsta vetur? Ég veit það ekki. Ég svona í ferlinn á því að drífa mig til Bandaríkjanna. Já, og þið langar að vera þar? Já, en mér langar, svona draumaskólinn Sibeliusar Akademían í Finnlandi. Aha. Og hvernig erfitt að komast þar inn? Hann erfiðasti bara í heiminum, Sibeliusar Akademían. Já, þú ert ekkert að ráðast á garðinn þar sem hann lægstur. Nei. En hvað með kostnað? Það sko... Þetta dýrt líka? Þetta er verulega dýrt nám. En ef þú lærðir í Finnlandi, hvernig verður það þá? Það öðruvísi því að þetta í Evrópu. Bandaríkin eru með aðra svona einhverja stefnu. En ég meina sko svona byrjunarskrefin, ég mjög sátt ef ég myndi fara út. Líka því ég frekar ung, þá byrja ég á góðum tíma bara. Og ég held að University of Michigan sé góður byrjunarpunktur til þess að efla mig upp í það að geta farið til Finnlands. Þegar ég var 17 ára sko, þá var það menningarsjokk fyrir mig að keyra frá Mývatnssveit til Húsavíkur. En hvað eru teknir margir í hljómsveitarstjórn í Sibeliusar skólan? Ég hef ekki kynnt mér það, en það ekki margir. Og í Michigan, ég held að það bara verið 7. Já. Það mjög, þá hefur verið að peka út svona hinn á þessa eiginleika hvort þú hafið það. Og verður það þá meira spennandi af því það er svo erfitt að komast þar inn? Já, þetta drífur í huga, eða skilur, þetta setur pressu, en þetta samt góð pressa því þetta eitthvað sem þið langar að gera og þá hefur verið metnað og þá ætlar að drífa toppinn. Það ekkert annað. Þú ætlar ekki að fara 89%, þú fer bara 100%. Getur listin breytt heiminum? Já, ég held það. Já, á hvaða hátt? Ég trúi í þótt að það sé sko myndlist eða tónlist, bara ég held að það nái til flest allra einhvers staðar í heilanum. Þú sért að hlusta á þetta. Þá snertir þetta einhvers staðar og hvort þú sért að horfa á málverk í hljóði, bara einn inn í einhvern sal, þá svo ertu samt inn í myndina á einhvern hátt. Þannig ég held að já, þetta geti hjálpað mörgum og breytt miklu. Nærir hið andlega líf. Og ég skýrsaði að fegurð muni bjarga heiminum. Jú. Ég svolítið sammála. Og listin sko, af því þið hafið öll rætt mikilvægi þess að við reynum að skilja hvert annað. Kannski eru fá vopn mikilvægir en listin í að við skiljum hvert annað betur. Ekki listin, hún segir sögur og sögur hvernig við lærum annað fólk sko. Og listin kennir okkur líka á tilfinningarnar okkar. Segir það sko. Já. Það er alltaf eitthvað bak við listina. Og tónlistin sko, náttúrulega, ég veit ekki með ykkur, en tónlistin bara hefur svo óbúslega sterk áhrif á heilan og sálarlíf manns og bara hugmyndum manns heiminn. Fyrir mér þá er tónlistin svona sterkasta listformið. Hún skapar mestu tilfinningarnar hjá mér. Auðvitað leiðin inn, sko, einhvern veginn. Já, einmitt. Já. En ekki að koma að leikslokum hjá? Jú. Forréttindi að vera með ykkur. Kæra þakkir. Já, alveg ótrúlega gaman að hitta ykkur Karl Gunnars. Og svo við afkynum ykkur fyrir til dæmis útvarpshlustendur sem eru stór hluti af okkar fólki. Þá hafa hér spjallaði okkur Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur Gunnar Ásgrímsson, 24 ára ritari Landssambands ungmennafélaga og kennaranemi. Karl Héðinn Kristjánsson sem er 29 ára gamall og Sóley Gunnarsdóttir 17 ára listakona, tónlistarkona. Sóley Lóa Smáradóttir. Sóley Lóa, fyrirgeðu, ertu Smáradóttir? Já. Já, ég þá líka upp að þáttarins. Sóley Smáradóttir, já, afsakaðu. Nei, margir halda því að pabbi Gunnar Smári, en ég fekk Smáradóttir. Já, einmitt. Já, þú vilt frekar nota Smáradóttir. Takk fyrir. Já, ég heiti Smáradóttir. Takk fyrir að leiðrétta það. Ekki mál. Ég vona að pabbiðin reki mig ekki. Nei, hún þarf að passa þig núna. Fyrir að hafa klúðrað þessu sem veipist á. Ég sé ef hann gerir það, þá bara það. Já, þá. Sóbí. Mitt ganga á hjartanu. Sera. En frábært að vera með ykkur, öllum kæri þakki fyrir komuna og við Steinun Ólína þökkum fyrir okkur í bili hér í þessum kafla en eins og Gunnar Smári Títnendur segir sjálfur þá er komið að næsta kafla, hann er hér eftir andartak.
gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, en þá er komið að fréttu frá Palestínu, Radio Gaza. Magastína. Já. Það er stór árás á skóla á laugardaginn. Já. Al-Tabin. Já. Það var 8. árásin á skóla bara í ágústmánuði. Og það er 12. ágúst í dag. Það er 12. ágúst, já. Þannig að... Það var 10. ágúst þegar það var 8. árásin. Já. Og þetta, það sem sagt, þeir varpuðu sprengjum á skóla þannig að þeir sprengtu 100 manns í dætlur. Og þetta var svona mjög, já, þetta telst svona til stærri árása. Og það var sko sérstaklega erfitt að safna sko líkamspörtunum saman í þetta skiptið. Heilbrigðisstarfsfólk átti í miklum vandræðum með að raða líkamspörtunum saman sko. Þannig að og þetta hefur þessi árás hefur verið fordæmt af hinum þessum aðilum en svona sko fólk er ekki almennt sammála sko raunverulegar ástæður fordæmingarinnar. Það svona tengist allt sko en sannarlega er gott að árás á skólabyggingu þar sem að flóttamenn hafast við skuli vera fordæmt. Já, við skulum vera með fordæmingu Kamilu Harris sem er forsetaframbjóði demókrata í Bandaríkjunum. Já, og bara heyra hana. Já. Next week. Far too many civilians who've been killed. I mean, Israel has a right to go after the terrorists that are Hamas. But as I have said many, many times, they also have, I believe, an important responsibility to avoid civilian casualties. Madam Vice President, you've been saying that since October 7th, and that has been the administration's policy for many, many months now. As tens of thousands of civilians have been killed, I mean, there are people who are asking for limitations on arms to Israel, any kind of change. What do you say to those folks who are looking for more than we should look out for civilians? Well, look, first and foremost, and the President and I have been working on this around the clock, we need to get the hostages out. We need a hostage deal and we need a ceasefire. And I can't stress that strongly enough. It needs to get done, the deal needs to get done, and it needs to get done now. Þetta var Kamala Harris að fordæma árás á skóla. Hvað er hún að segja í þessari fordæmingu? Er hún að... Já, hún segir að eins og fólk sá að þá segir að er þetta kannski ekki svona fordæming í eiginlegri merkingu, heldur finnst henni leiðinlegt hvað almenni borgarar hafi orðið sko mikið fyrir fyrir hafa tapað lífi sínu. Já, hafa tapað lífi sínu. Í nauðsynlegum hernaðaraðgerðum. En hún er svona frekar ósannfærandi sko, þú veist að því að það er kannski það sem að er í raun og veru sko liggur á bakvið þetta eins og að fréttamaðurinn spyr hana er sko
þú veist, það bara nokkri dagar síðan að 3,5 billjón dollarar voru sendir til Ísrael, sko, beinlínis til þess að, í formi vopna, sko. Og og það sé skrítið að kvarta yfir því að þau vopn leiði til þess að fólk degi. Já, og þú veist að í raun og veru einu sem hún segir að þú veist að hafa allt og margir almenni borgarar verið drepnir, en hún sko leggur höfuð áherslu á að Ísrael hafi sannarlega rétt á að fara eftir terroristum eða hryðjuverkamönnum sem eru Hamas. Hún segir það þarna því að þeir hafa verið skilgreind, þó að Hamas séu stjórnmálasamtök, að þá skilgreinir Bandaríkjastjórn þá sem hryðjuverkasamtök. Og og hún segist hafa sagt mörgum sinnum að Ísrael verði svona að minna sig á það að þeir beri mikilvæga ábyrgð á því og eigi að reyna að forðast mannfall almennra borgara. Og þetta svona hljómar svona dálítið svona eins og í tómri tunnu vegna þess að nú erum við að tala sko 40-50.000 mann, sko, þú veist að svona þessar opinberu tölur eru 40.000 núna, þú veist, og svo náttúrulega er það alltaf miklu meira, sko. Eins og þú nefndir daginn að ef það tekið mati sem að byrti því í Lancet, þá er þetta margfalt meira. Já. Og hún tala líka það, þú veist, að í þessu innskoti sem í raun og veru bara, hún spurð þetta bara þegar hún á svona ferðum Bandaríkjanna til þess að kynna sig, sko, sem forsetaframbjóðandi. Þetta ekki mál sem hún að leggja á dagskrá? Nei, alls ekki, sko. Og neyðist til þess að tjá sig þetta og gera það með þessum hætti? Já, akkurat. Og í raun og veru inntakið, sko, við verðum að ná gíslunum út, sko, og það eru þá gíslar, ísraelski gíslar sem eru í haldi Hamas, sem hún að tala og það sé algjörlega þunga vigtin í þessu máli, sko, og það sem að hún og Biden séu, sko, 24 tíma sólarhring, sko, að vinna að það verði gerði samningar að ná gíslunum heim, sko. Og já, þetta, sem sagt, og Hvíta húsið gáði einhverja yfirlýsingu það að þeir hefðu töluverðar áhyggjur að þessar árás. Og þeir væru í sambandi við sína tengiliði í Ísrael. Þú hefur nú heyrt svona eitthvað bara eiginlega frá upphafi. Já. Og Ísrael, sko, sem þetta fengið til þess að rannsaka sjálfa sig. Já. Að það væri betra ef þetta þjóðarmorð myndi vinda fram án þess að við fengjum svona fréttir. Það þyrftum að vera að horfa á það í... Já. Og ég þyrfti hér sem stjórnmálamaður Vesturlöndum að vera að svara fyrir þetta. Það væri betra ef að Ísraels myndi haga þessu með ykkur þeim hætti að þetta var ekki alveg svona augljóst. Já. En hins vegar ætla ég á engan hátt að sko fordæma aðgerðir í Ísrael þeir hafa ekki bara rétt til þess að bregðast við hryðjuverkum Hamas, heldur beðum skylda til þess og auðvitað það vont mál ef að Hamas-leiðandir alltaf að fela sig á baku börn og inn í sjúkrahúsum og skólum. Sem hefur svona, þú veist, notabeina aldrei verið færð að neina sannanir á, sko, og hefur ekki... Það sem verður að sætta okkur við dauðsföll óbreyttra borgara og eins leiðilegt og það en það verður óskandi að vísasmönnum tækist einhvern veginn að gera minna þessu. Já, þetta svona cirka svona sem að sko, heimurinn talar. Sko. Ekki heimurinn, þetta stjórnvöld á Vesturlöndum. Já, stjórnvöld á Vesturlöndum, ég myndi akkurat. En sko, já, þetta sem sagt, já, og það, sko, ef maður hugsaður sko, kannski raunveruleikan, þú veist að því það kannski gleymist oft í svona daglegri, sko, svona fréttaumræðu, þú veist, þó hún eigi sér kannski ekki í stað, sko, nema bara svona annars lagið, að þú veist, það ástand sem ríkir í raun og veru á Gaza og hvað Gaza þú veist, hvaða umfangur við að tala þú veist, hvað þetta mikið af fólki, þetta, jú, við veitum að þetta eru sko rúmlega 2 milljónir manna. Voru þau upp að, kannski orðnar, já, Margir hafa dáið og margir eru særðir og sumir hafa flúið. Já. Og þetta eru, þú veist, verstu hörmungar sem vitnast hefur sko, það eru margar hörmungar í heiminum en þetta eru svona, það er hryllilegustu manngerðu hörmungar sem að vitnast hefur nokkuð tíman. Sko. Margir sem hafa unnið á ýmsum hörmungarsvæðum í gegnum langan tíma, fólk með mikla reynslu sem að segir einmitt þetta. Já, læknar bara hrópa þetta daglega orðið, sko, í hvaða viðtölum, sko, þeir hafa aldrei á samanlöðu ferli sín séð nokkuð tíman annað eins eða upplifa annað eins. Og
það líka svona, þú veist, ef við erum að reyna að ímynda okkur þetta, sko, í okkar svona, ofvendaði heimi hér, að þá Gaza svona, ég held að það sé 72 kilometrar lengd, eitthvað svolítið, sko. Og það alveg hægt að bera þetta saman við það að það séu, sko, 1,9 milljón manna núna á, sko, í Garðabænum. Það sem að, þú veist, 72% af þessum 40-50 þúsund sem drepin hafa verið eru börn og konur og svo afgangurinn menn, en þú veist, engum sögum fyrir að því hvort það sé Hamas-liðar og yfirleitt fer ekki miklum sögum. Það er aðalega, sko, einmitt eins og þetta morð á fyrrverandi leiðtoga Hamas daginn. Það komst í fréttir og þeir hafa verið svona rannsóknardögum. Það er yfirleitt, sko. Já, það er annars staðar, sko, ég gerði það í Íran náttúrulega. Íran og þau voru með árásir í Líbanon og þau voru með árásir hér og þar. Akkurat, já. Og þú veist, það eru 92.000 manns, sko, sem að munu að öllum líkindum deyja, sko, af sárum sínum. Þannig að þú veist, það er engin flötur á því að koma þeim til hjálpar. Þú veist, það eru 1300 börn sem að verða ævilangt án útlima, þú veist, að einhverju leyti. Sem hafa mist útlimi og sko, og svo framvegis, sko. Þú veist, það var 880.000 tonnum af sprengiefni verið varpað á Garðabæ, á Gaza. 880.000 tonn. Það jafnmikill sprengikraftur, 4 sinnum meiri sprengikraftur, las ég, og var í hvorum kjarnaodda fyrir sig sem varpa var á Hiroshima og Nagasaki. Sem að fólk var að minnast núna einmitt á sama degi. Akkurat. Já, það var samdægur. Það voru... Já, og þú veist, og það eru 40 milljón tonn af steypu sem að, sko, liggja líka ofan á, sko, öllu. Og þú veist, það eru íbúðarhús sem hafa verið jafnu við jörðu. Búið að rústa Garðabænum og búið að hrekja fólki frá Vífilsstaðalandinu og Flötunum og fleira, þannig nú allir samankomnir þarna út á Álftanesi. Jú. Og þar rignir sprengjunum áfram. Það rignir sprengjunum áfram og brátt verður regin aftur af Flötunum og aftur af Álftanes, aftur af Flötunum og aftur af Álftanes og þetta sko, þú veist, það alltaf við getum á engan hátt ímyndað okkur, sko, hver raunveruleg líðan þessa fólks en sko þetta hryllingur, þú veist, þetta hryllingur, þú veist, og þetta bara í samræmi við, sko, afstöðu og yfirlýsta, sko, aðgerðaáætlun Ísrael. Það einmitt að gera þetta. Það að gera Gaza, Garðabæ, óbyggilegan með öllu og ég veit ekki betur en að tengda svona Trump ætla að byggja svo hótel ofan á fjöldagrófunum. Það eru engir skólar, þú veist, það eru þú veist, 80% allra skóla hafa verið sprengdir. Allir háskólar, 12 háskólar hafa verið sprengdir. Það algjört menningarmorð, bókasöfn, þú veist, þetta allt faraldur, sko, það veit ég, sko, frá fyrstu hendi, það börn á Gaza núna, hvert einasta barn þjáist þannig að útbrotum, eksemum, vírussjúkdómum að, sko, þau eru í, sko, ólýsanlegri þjáningu, börnin sem að þó lifa þar. Út af því að heilbrigðiskerfið og bara hreinlætis og lagnakerfið, það allt farið? Það allt farið, það búið að taka sko, rafmagnskerfi, fráveitukerfi, vatnsveitukerfi, samskiptakerfi, matinn, vatnið, það ekki hreint vatn. Sko, þú veist, og svona get ég halda áfram að telja, en þetta raunveruleiki. Þetta raunveruleiki sem að kannski væri verðt þó var ekki einum að gefa sér alltaf tíma til þess að svona hugsa át í hvernig En það sem að stjórnvöld Vesturlöndum segja þvert ofan í það sem Alþjóðadómstóllinn segir og fleira að markmiðið að ganga milli bols og höfuð og Hamas að það heilagt og þetta eru bara afleiðingar af því þannig að ef að þið viljið að þessu linni að þá verður bara Hamas að stíga fram og leggja niður vopn.
Já, Hamas hefur samþykkt núna undanfarið hefur skoða verið Hamas sem að samþykkir allar tillögur alþjóðasamfélagsins vopnahlés viðræður. Það sem sagt Ísraels stjórn sem að eyðileggur það, hvort sem það með því að myrða samningsaðilann eða bara neita öllu því sem að lagt á borð. Og skiptir ekki máli þótt að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sé að samþykkja einhver ályktanir sem að gætu hljómað eins og væri krafa skilyrðislaust vopnahlé. Já, og ég meina og það bara ekkert á dagskrá og það vita það allir sem að eitthvað vilja vita. Að það ekki, þú veist, það Netanyahu mun aldrei nokkuð tíman ganga samningaborði. Og það kannski það sem svona pínlítið athyglisvert að fólk veit, að því hann ekkert óhreinskilinn. Fólk veit hvað hann vill, hver hans fyrirætlan og hans galant og allar þessara ríkisstjórnar. Þeir fara ekki til neina grafgötur með það en aftur á móti það þannig að falsheitin kannski koma best í ljós kannski hjá einmitt heiminum Bandaríkjastjórn og þar sem að hann náði valla 5 mínútna bút í sinni eigin ræðu, það var svo mikið fagnaðarlæti í bandaríska þinginu. Það var eitthvað sem taldi það, ég held að það hafi verið 60 sinnum sem hafi verið rofið ræðan til þess að klappa fyrir hún. Já, þannig að fólk hrifið. Þetta maður sem alþjóðadómstóllinn að sömuleyti að segja að sé líklegur verið ákærður fyrir þjóðarmorð. Já, og þá náttúrulega eru Bandaríkin auðvitað sjálfkrafa samsök. Sem við erum náttúrulega. Já, þau eru það. Og þannig að við kannski erum við komin á þann stað við vitum öll að við lifum í einhverjum skonar 2-feldum eða jafnvel 7-feldum veruleika og erum farin að samþykja kannski postmóderníska samræður um veruleikan í þessu máli. Þetta að barnamorða hetjuskap, vegna þess að hann að stoppa hið illa í heiminum. Já. Þannig að þetta já, þessu linnir ekki og ég meina síðast bara undanfæri sólarhring voru 25 drepnir. Þannig að þetta og það hefur ekki orðið neitt hlé. Þú veist, það kannski bara, já, ég veit ekki, ég hef ekki reiknað út hver svona sólarhrings fjöldi drepina á Gaza en þetta svona og það sem hefur náttúrulega komið í ljós og kannski þykir mörgum dálítið sorglegt og að, þú veist, alþjóðastofnanir hafa enga meiningu, þú veist, mannúðarsamtök, það alveg sama, það gengur maður undir mannshönd við að fordæma það hjá allum svona mannúðarsamtökum, heilbrigðisstofnunum, hvað sem en það nægir ekki og það, Það ekki hlustað á það. Það ekki hlustað. Og svolítið orðið svona algengara, allir það minnst að vera að breyta útlendingalögum á Íslandi. Já. Þá koma svona umsagnir frá öllum mannúðarsamtökum landsins sem andmæla breytingunum. Akkurat. En það ekki hlustað á það vegna þess að við höfum bara æðri markmið heldur en mannúð. Já, við hefum sérsagt, dómsmálaráðherra og ríkisstjórn Íslands ætlaru ennþá frekar að herða álögunum og af því að einmitt út af þessu að það í raun og veru ekki þetta hefur ekkert með almenningsvilja að gera lengur. Nei, ég er með stjórnum trú að því að það sé eitthvað verkefni sem við erum að sinna hér sem bara mikilvægara heldur en mannúð. Já. Og ef maður fyrir aftur til Gaza þá það þannig að markmiðið að ganga milli bols og höfuðs á Hamas þó svo öllu sér ljóst að Hamas hefur aldrei verið sterkara heldur en eftir þetta, þannig að það ekki að gerast, að þá það að við fremjum mannfórnir í nafni þess að við séum að ganga milli bols og höfuð og Hamas sem að mun ekki veikjast við það. Akkurat. Að það verkefni mikilvægara heldur en það að geti gengið upp, það sé lógist og mikilvægara heldur en líf allra sem við erum að leggja í rúst og drepa. Já, og svo hefum við þetta svona í smekkari mynd og maður velti, það verður kannski áhugavert að spyrja dómsmálaráðherra til dæmis hvaða æðra markmið hún hefur í huga þegar hún ætlar að herða útlendingalög. Hvað svo mikilvægt að fjölskyldusameining við getum fórnað því að fólk geti verið með sína nánustu.
að þá er það eitthvað sem heilagra heldur en tengsl okkar við okkar nánasta fólk. Akkúrat. Og það er bara erfitt að vita hvað það er. Já, það er kannski bara verðt að spyrja. Í hverju er andmóðin? Við verðum kannski að finna eitthvað svona andmannúðar sinna til þess að spjalla við. Já. Ég veit ekki hvort að gera það. Handan heima. Já. Herðu, Magga-Stína, takk fyrir að koma hérna með fréttir frá Palestínu. Takk. Og kemur svo aftur síðar í vikunni. Já. Takkilega. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðið að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, heyrðu, við ætlum að tala einmannaleika, við höfum svolítið verið að gera það. Má eiginlega segja að það hafi verið svona þráður í Rauðaborðinu að ræða svona vanlíðan fólks, barna og aldraðra og bara okkar allra. Við höfum komið fram í mörgum ytrum hérna. Þetta er náttúrulega svona einkenni á okkar tíma. Það fólki líður verr, fólk frekar einmanna og kannski er þetta einhver svona félagsleg farsótt, ég veit ekki. Aðalbjörg Stefánía Helgadóttir er hjúkrunarfræðingur og fræðakona og þú gafst út seint í vetur, síðasta vetur, bókina Einmana. Þetta er náttúrulega, það sem ég langar til þess að gera er bara að ræða svona almennt þetta. Og þá kannski byrjum við á því hvað er einmannaleiki? Er það eitthvað sem maður getur fengið lifið, losna við? Nei, það er ekki mitt álit allavega. Einmannaleiki er bara mjög djúpstæð tilfinning sko skort á innihaldsríkum tengslum við annað hvort sjálfan sig eða aðra og upplifa sig ekki tilheyra. Við sjálfa sig getur maður verið, ef maður á ríkt innra líf eins og settir. Sko ef maður skortir ríkt innra líf, þá verður maður líka einmanna. En ef maður á gott innra líf, þá dugur það samt ekki, ef maður verið ekki hópdýr. Ég hef stundum verið að segja hér að stundum kannski má segja að okkur líði illa í hópdýrin í okkur, þá við kannski egóð okkar, það vantar nú ekkert meira strókur sko. Akkurat, það er náttúrulega við þurfum á félagslegum tengslum að halda. Það er bara við þurfum á öðru fólki að halda og því að upplifa okkur tilheyra einhverju eða einhverjum, bara rétt eins og við þurfum að borða mat. Þú veist, þannig að og einmannaleiki er líka svona svolítið að segja okkur á okkur skorti tengsl. Og alveg svo þegar við erum svöng, þá fáum við okkur að borða. Ef að blóðsykurinn lækkar, þá fáum við okkur að borða. En aftur á móti, ef við erum einmanna, að þá er besta leiðin til þess að í rauninni að bregðast við, er að byrja á því að hlúa tengslum við sjálfan sig. Af því að ef maður er í góðum tengslum við sjálfan sig, að þá á maður auðveldara með að tengjast öðrum. Það er einhvern veginn, að því að oft er það þannig að fólk sem er einmanna og kannski byrjar ekki á því að svona horfa svolítið inn á við, að það kannski fer að leita að tengslum á stöðum kannski sem eru ekki alveg mjög hjálpleg. Fer svolítið að leita eftir viðurkenningu sem að gera verkum að það verður missir enn frekar tengslum við sjálfan sig. Skilur, það fer svona að reyna að vera eins og það heldur að samfélagið eða annað fólk álítur að við eigum að vera. Þannig þegar þú reynir að ganga út úr einmannaleikunum að þá þyrftur að vita það svona eftir hverju verður umverulega að sækjast. Já, og sko... Ekki bara til að slökkva hungrið, eins og svo sem er svangur. Ekki bara hlaupa í næsta nammibar og gúffa. Nei, og það er líka af því að sko í samfélaginu okkar í dag að þá má eiginlega segja, og allavega mín skilgreining eftir að hafa unnið þessari bók í 5 ár, og mín svona það sem ég er búin að komast að er að sko það er einhver ástæða fyrir því að við verðum einmanna. Og við þurfum svolítið að horfa í það. Af hverju er ég einmanna? Er ég einmanna af því að ég er alin upp við fátækt? Er ég einmanna af því að ég upplifði tengslaróf í æsku? Er ég einmanna af því ég var fyrir áfalli, missi eða jafnvel einhvers konar ofbeldi? Þannig að við þurfum svolítið að horfa og viðurkenna hvað það var sem að gerðist sem orsakaði það að ég var einmanna. Og ég kallaði þetta einvægi, ég bjó til það orð sem sagt. Þannig að þá í rauninni getur maður verið liðið vel og upplifa tilgang með lífinu þráttur að vera einmanna. Af því maður er búin að svona ofta að sjá því af hverju, þú veist, af hverju er ég einmanna. Af því að svo margir sem að halda að þeir séu einmann út af því að það sé eitthvað að þeim. En þetta að segja að maður geti einmanna
kendin, eða tilfinningin, að hún geti líka verið bara svona sókn í samskipti sem að maður þarf kannski bara ekki að halda, þannig að ef maður sæi í gegnum það, þá getur maður bara verið einn og liðið vel. Eða losnum við aldrei við það að við erum hópdýr og við getum ekki orðið sko fullburða einstaklingar nema með því að rækta hvað allir forfeður okkar hafa verið kannski 20-25 í hóp. Já, þetta er alveg upp í 150 reyndar. 150, já. Já, og það eru náttúrulega líka forfeður okkar voru þannig ef að þú varst ekki í þessum hópa þá varstu dauðadæmdur. Þannig að þá var til þessi ótti og þessi ótti við það að vera ein eða eitt. Þannig að þú veist... Kraftverk mannsins hópurinn og það sem hann náði í gegnum að gera í hópnum og þar alveg eru við svona dýrategund sem getur ekki lifað ein eða gat ekki. Nei. Og við erum félagslegar verur, við erum félagsverur. Við þurfum hvort öðru að halda. Ég meina, ég veit ekki marga sem að geta bara búið algjörlega aleinir án þess að þurfa á nokkur í annari manneskju að halda. Við erum bara, þú veist, en auðvitað þurfum við á miklum tengslum að halda. Mjög félagslynd, Já, einmitt, ég segi það. Þannig að, ég meina, ég til dæmis bara get tekið dæmi sem mig og manni minn. Ég mjög, svona, frekar mikil einfari og meðan hann mjög út á við. Og ég hef miklu minni þörf fyrir félagsleg tengsl en hann. Þannig að, og það líka bara allt í góðu leið. Hann verður svangur bara fyrir að vera að líða á daginn. Já, það ekki. Þú verður kannski bara fyrir að vera líða á mánuðinn. Já. Ok, en sá sem einmana, hvað og finnur ekki leið út, hvað verður slíka manneskju? Sko, einmanaleiki sársaukafull tilfinning og af því að þegar ég var að skrifa bókina þá óskaði ég eftir bauð fólki að senda mér svona sína upplifun af einmanaleika og það sem að ég fékk tilbaka voru bara svona sárar upplifanir og mikil skömm sem fylgir þessu. Fólk upplifði að það væri eitthvað að þeim og þess vegna vildi enginn vera með þeim. Já, það ekki svona höfnun að þessu hópurinn sé að hafna þér? Jú, þú bara ert ekki með, þú veist, þú bara ferð ekki að vera með, þú ert ekki nógu góður eða góðskilur, þannig að og þessu fylgir mikil skömm sem að leiðir til þess að fólk fer að einangra sig ennþá frekar. Og ég ef ég leiði mér að vera aðeins persónuleg að þá átti pappa sem að lést 2005. Hann gekk í gegnum mikla þrengingar í sínu lífi. Hann kom út úr skápnum og þau skildu í kjölfarið, móður mín og hann. Og hann eignaðist kærasta sem var dásamlegt, nema hann í rauninni, þetta var svona mikið skipbrot fyrir hann. Og hann upplifði mikla skömm, fannst hann hafa brugðist okkur, fjölskyldunni sinni, með því að gera þetta, með því að vera trúr sjálfum sér. Og það í rauninni endaði með því að hann svipti sér lífi. Og ég álít að gera það sé svona svolítið hámark hjá mörgum einmanaleikans. Það bara ekki pláss fyrir mig í þessari veröld. Þannig að þetta grafalvarlegt mál. Auk þess, sem maður má ekki gleyma því heldur, að því ég er nú hjúkrunarfræðingur eins og minntist áðan, að það að vera einmana, það virkjar í okkur streitukerfið. Þannig að það virkjar það að við erum næmari fyrir sjúkdómum, við fáum bólgur í líkamann, við fáum blóðþrýsting, að því að líkaminn okkar, hann fullur af þeirri vissu að við þurfum að flýja eða berjast eða geðjast eða frjósa til þess að lifa af. Og við erum bara í því ástandi í langan tíma. Og það ástæðan fyrir því að það búið að sýna fram á það að það eru miklu meiri líkur á því að þú látist vegna einmanaleika heldur en til dæmis vegna ofdrykkju, ofþyngdar eða búa við loftmengun. Einmanaleiki drepur. Einmanaleiki drepur. Þetta standa á pakkanum ef þetta verið selt. Já, þannig að þú veist, þetta getur verið, þetta svona eins og ég var að segja frá pappa mínum, þá getur þetta verið, það getur verið ástæðan fyrir að fólk deyr, sérst í rauninni bara fólk upplifir að það sé ekki pláss fyrir þau. Ég meina, hann var ekki fullur af streitu en honum leið náttúrulega ákaflega illa. Eða þá bara fólk svo mikil streitu að það getur bara fengið hreinlega hjartaáfall, skiluru, að því að bara hjarta hefur ekki við að halda uppi kerfinu. En þetta ekki skrifað á dánavottorðið, einmanaleiki? Nei, það ekki skrifað á dánavottorðið og það heldur ekki skrifað, ég meina, jú, það heldur ekki skrifað í hvernig félagstengslum var þessi manneskja, skiluru, eða hvert var hennar bakland eða eitthvað slíkt. Þannig að það stendur hvergi. Þannig einmanaleiki ekki hægt að segja,
ef maður fer svona og kafar á dýftin og fyrir að skoða kannski sögu fólks, þá kannski kemst maður að því að þau voru einmanna á þessna dói þau, skilur. Við höfum heyrt manneskjur sem að kannski liggja látnar heima í marga daga og eins og nokkur vitið þeirra. Ég meina, sumar vilja ekkert af öðru fólki vita og vilja bara loka, og ég meina eins og kona sem ég rakst á, eða umfjöllunum konu sem ég rakst á sem að var búin að plokka sko nafni sitt af dyrasímanum að því hún vildi ekki að neitt myndi vita af tilvist hennar. En þá spyr maður sig, af hverju er þessi kona eða var hún á þessum stað? Og af hverju réttu við ekki út hendina og bjóðum þessari mannesku bara hvernig hefur það eða heilsum eða, það er það sem við getum gert. Og hún getur verið dæmi hvernig öðru fólki líður þótt hún sé ekki dæmigerð. Já. Það er kannski ekki margir sem að fara svona langt. Nei. En ok, við finnum til einmanaleika ef að við njótum ekki félagsskapar og það bara innbyggt í okkur. Við erum hópdýr og kannski mun okkur takast að á svona 100-200 kynslóðum að losna við þessa tilfinningu og verða bara algjörlega ein og geta lífa án samfélags. Guð má vita það kemur okkur alltaf ekki við erum dauð þegar það allir kemur. Þetta er alvarleg mál og getur drepið fólk. Og valdið í gríðarlegum lífsgæða skerðingu að þetta getur litið alla daga þannig að allir dagar verða gráir og daufir og þetta svona sem að þetta er galdur lífsins sem að þeir eru verið lífsglöð og njótu þess að fólk fær það ekki. En síðan kemur hugmynd sem að er svolítið sterk í okkar samtíma að við sérstaklega í okkar heimsluta séum að verða meira einmanna og vaxandi vanlíðan sem að það sé eitthvað að bara í kúltúrum okkar, í menningunni, hvernig samfélagið er að þróast sem að veldur því að okkur líður illa. Þetta þjónar ekki mannlegum þörfum okkar, samfélagið. Já, það náttúrulega hafa líka átt sér stað miklar samfélagsbreytingar á undanförnum svona 4 áratugum cirka, sérstaklega hér á Vesturlöndum. Og enda hafa rannsóknir sýnt að það eru manneskjur sem eru mest einmanna í heiminum. Það eru ungir karlmenn sem alast upp í samfélagi sem einkennist af einstaklingshyggju. Og það er til dæmis... Það er bara okkar samfélag. Og þannig að við búum færri í stærri húsum. Við sækjum í meiri, eins og einstaklingshyggjan er þannig gerð að hún snýst að hámarka auðmagn hvers einstaklings. Ekki að hámarka auðmagn samfélagsins, heldur að hver manneskja geti orðið svona besta útgáfan af sjálfri sér og hún eigi bara að gera það alveg sama hvað það kostar. Þessi lone wolf sem fór út úr hjörðinni í gamla dag, það er eins og við ætlum að byggja framtíðinu upp á honum. Akkurat. Gera hans sem sterkastan, ekki samfélagið. Akkurat. Og það er að leiðandi bara einhvern veginn, það sem að gerist er það þá að við skiljum hina eftir. Þannig að við til dæmis þurfum ekki annað en að opna bara fjölmiðla og sjá til dæmis hvaða manneskjum í okkar samfélagi er hampað þar. Og af hverju erum við að hampa einstaklingum? Af hverju horfum við ekki frekar til þess sem er gert fyrir samfélagið okkar? Þannig að ég meina eins og unga fólkið okkar í dag, það hefur, einmannleiki meðal þeirra hefur aukist gríðarlega og það er áhyggjuefni. Hann hefur til dæmis farið frá því eins og PISA-rannsóknin til dæmis mælir auðvitað lesskilning og þannig, en hún mælir líka einmannaleika eða spyr börnunum einmannaleika og það til dæmis kemur í ljós að á Íslandi, hér á landi, í kringum aldamót eða svona 2003 eitthvað svo leis, að þá sögust svona milli 7-9% ungmennana 15-16 ára vera einmanna. Í dag er þetta komið yfir 30%. Og það, það þarf enginn að segja okkur að það sé eitthvað, þetta er ekki bara hjá þeim, það er eitthvað að í samfélaginu okkar. Og við erum líka, svo má ekki gleyma heldur, samfélagsmiðlum. Það er stöðu áreiti og það er þessi, en það sem ég held að sé samt svona stærsti hlut, eða gerandinn í þessu, er þessi áhersla á einstaklingshyggju. En nú veit ég ekki hvort það séu svona bú bjöllur sem að hringja bara hjá þeim sem að fara með völd í samfélaginu að bregðast við þessu. Einhver leyti er það. En samt grunar mann að aðgerðina séu það, við þekkjum náttúrulega aukna geðlyfjanotkun, þannig að ef þú ert döpur þá er það ekkert að samfélaginu, það er bara eitthvað að boða þetta búskapnum í heilanum á þér og við þurfum að laga það. Þannig að þú þarft að aðlaga þig að köldu samfélagi.
Við getum settið á sjálfstyrkinganámskeið til þess að efla þig sem einstakling þannig að þú fungerir betur í samfélaginu og þú kannast við þetta. Þetta bara, við getum talið upp allan listan sko, og við komum aldrei að aðgerðum sem eru sko, til þess að bæta félagslega umhverfið eða samfélagið sem við lifum í. Akkurat. Við erum svolítið alltaf að horfa á þetta þér að kenna. Það er eitthvað að þér. Þess ertu einmana. Það er ekkert að samfélaginu. Það er ekkert að samfélaginu. En það er náttúrulega, þetta er náttúrulega þetta er annars við að það, eins og ég sagði áðan, að það er eitthvað sem kom fyrir okkur þess vegna erum við einmana. En það er líka eitthvað að í samfélaginu þannig að einmannleikin viðhelst. Það á náttúrulega að vera samfélag þannig ef að þú verður fyrir ykkur áfalli og hefur tilhneigingu til þess að vera einmanna að þá endir þú ekki sem svona lone wolf út úr hjörðinni. Hjörðin verður að vera það þroskuð hún geti gripið. Ég meina fólk sem er orðið fyrir lífinu skára að vera það. Já, en það er líka bara alveg svo með áfallahjálp til dæmis þegar fólk upplifir slys eða eitthvað slíkt. Ég meina áfallahjálp snýst aðalega nærveru. Að vera til staðar fyrir fólk, að hlusta, að hafa eyru sem að hlusta. Og þannig að í rauninni má segja að við erum svolítið að horfa frá því í rauninni hvað þetta er einfalt að bregðast við einmanaleika. Það snýst að vera góð við hvert annað, að hlusta á hvert annað, að vera til staðar fyrir hvert annað. Það snýst ekki að gefa fólki töflu og segja farðu heim og bara láttu þér batna. Alls ekki. Þetta snýst að við séum svona, látum okkur hvort annað varða. Þú nefndir áfallahjálp. Þá sko, það er eitthvað í hugmyndum samfélagsins er svo að þegar fólk lendi í áföllum hér á árum áður að þá var ekkert brugðist við því. Nei. Og bara fyrir kynslóðu bara kunnu það ekki. En núna erum vitum við það og þá verður þetta svona tæknilegt teymi að það er að öllum sem að lendu í nærslýsinu í flugvélinni var boðið upp á áfallahjálp þess að það sé svona formlegt kerfi sem á að gera það. En einhver leyti hljómar það eins og þú setur að tala að við, þessi ykkur verðmæti sem eiga bara líki í samfélaginu sjálfu, í samskiptum okkar sem manneskja í samfélaginu, sem er mikilvægasta og að svona einhver formleg áfallas hjálpar teymi og þú veist sem eru nauðsynleg, að þau er ekki kannski vandinn út af einmannleika, vandinn er sá að svona áfalla hjálp samfélagsins sjálfs, hún er eiginlega ekki til. Þannig erum við líka komið þessa framfara trú sem tengist líka þessari uppöfni einstaklingshyggju okkar tíma sem er svona hugmyndum að allt sé betra núna heldur en að hafi verið áður. Ertu að segja það að við getum fundið eitthvað í samfélaginu sem að var áður sem að gæti sko bætta? Bara ekki spurning. Ég held að líka hluta af þessari einstaklingshyggju er það að því að fólki sem á auðvitað hámarka sitt eigið auðmagn, það þarf náttúrulega að fá tíma til þess. Þannig að við erum alltaf að útvista öllum mögulegum hlutum og við erum líka farin að útvista bara elskusemi og góðmennsku og áfallahjálp. Ég meina fólk sækist, sálfræðingar hafa aldrei haft eins mikið að gera en kannski þurfa kannski mikið af þessu fólki sem að fer til sálfræðing sem að ég er algjörlega hlynnt og gera það sjálf. En kannski þurfa við bara meira á því að halda að eiga vini sem að láta þessi varða eða góða fjölskyldu sem að gefa sér tíma til að borða saman á kvöldin. En við erum að fara eins og ég segja, útvista bara alveg ótrúlegustu hlutum og segja bara já, kerfið er að bregðast eða samfélagið er að bregðast. Þú veist að því að það er ekki einhvern veginn að grípa það sem að kannski í rauninni, það á ekkert að vera að grípa. Við eigum bara svolítið að svona hlúa betur hvert að öðru. Og mjög margar fjölskyldur gera þetta og það eru fullt af líka verkefnum í samfélaginu sem eru að hlúa þessu. Ég meina Rauði krossinn til dæmis með öll sín frábæru vinaverkefni og annað. En það er að sumuleyti svona formleg tilraun til þess að fylla upp eitthvað sem að samfélagi ætti að vera svona lífrænt, heilbrigt samfélagi ætti að fullnægja með einhverjum hætti. Já. Og það sé aldrei alveg alltaf auðvitað verður að eitthvað staðar. Já, algjörlega sko. Og ég held bara, þú veist, bara það til dæmis að bara svona þættir eins og voru áður fyrir þegar fólk droppaði inn í kaffi. Ég held að það sé bara orðið ákaflega sjaldgæft. Þú veist, að heimsækja fólk og fara í kaffi. Við fylgjumst bara með lífum annarra á Facebook eða Instagram eða einhverjum þannig miðlum. Já, eða því sem að fólk vil sýna okkur þar. Já, einmitt og það er auðvitað aldrei í rauninni alvöru manneskjan. Það er alltaf bara ákveðin svona mynd af okkur sem við viljum að aðri sjái.
Þessi PR-ráðgjafinn innra með okkur sittur. Já, og alltaf að, er þetta nógu gott, get ég sett þetta inn og eitthvað svona sko. En þannig að ég held að já, við þurfum að horfa í rauninni svolítið, af því að það var auðvitað alls ekkert allt slæmt í fortíðinni, svo fjarri því. Og ég meina, ég held að eitt af því sem var einmitt mjög gott, það var þessi samheldni fjölskyldna og svona mannamót og annað slíkt sem að kannski hefur svolítið sko látið undan einhvern veginn. Og fólk náttúrulega farið að leita líka í, ég meina það til dæmis eins og í dag varla mannamót á þess að sé til dæmis boðið upp á áfengi. Þú veist, og það allt í lagi. Það var nú líka í minni æsku sko. Ég man í minni æsku þá var held ég að Sigurbjörn biskup hafi verið að berjast fyrir því að ýta áfenginu út frá jólunum og fermingarveislunum. Já. Og hvernig tókst það til? Það tókst. En ég held að það koma aftur hins vegar. Ég held ekki eftir því að sko áfengi að koma aftur inn í fermingarveislunar og inn í svona jólin sko. Það var þannig að fólk bara neitaði sér um þetta að hátíð barnanna. En núna einhvern veginn að það ekki hægt að borða góða mat nema að hafa rauðvín og maður bara veit að margar fjölskyldur eru þannig að það bara fengir sér aðeins svo mörg glös og þannig það bara. Og þannig það bara, já. En það má líka ekki gleyma því að það var mjög góður pistil sem hún Elisabeth Jökulsdóttir flutti á RÚV fyrir nokkrum árum. Það sem hún talar einmitt um það að alkohólismi sé sjúkdómur einmanaleikans og ég held að þetta er ekki ný tíðindi og það var einmitt eina mínu viðmælendum sem að sagði það að hún sjálf leitaði í flöskuna þegar hún var mest einmana en eina sem að það gerði var það að eins og hún sagði sálargatið sem hafa komið það stækkaði bara. Áfengi er svolítið þannig það lyf sem að yfirleitt svíkur fólk á endan þar sem að þú ert að sækjast eftir að leysa með því. Getur verið ung manneskja sem að er bara að fara inn á fullorðinsárin og þarf að draga aðeins úr kvíðanum og öðru slíku og það virkar frábælega vel en svo kannski 10 árum setna þetta farið að verða helsta megin viðkomandi. Akkurat. Þannig að ég held að við erum svo ofta að leita sko eftir því sem okkur skortir kannski á ekki alveg réttum stöðum og þannig að sko að því þetta er eins og ég segi oft kannski einfaldar en það lítur út fyrir og nú náttúrulega komið síðsumar og reyndar ákaflega gott veður hérna í Reykjavík núna sem bara... Það er gott á haustinu í Reykjavík, ég held því fram. Já, ég held það reyndar líka. Það er á haustinu. Já, og sjálf er ég búin að vera eins að ferðast á húsbíl í sumar og bara það að við erum svo auðug af fallegri náttúru hérna á Íslandi og bara til dæmis það að fara út í náttúruna, það svona veitir held ég flestum svona ákveðna fullnægju eða svona ekki endilega kemur ekki staðinn fyrir félagsleg tengsl en það svona við tökum út öll áreitin, öll skilaboðun það að við séum ekki nógu góð, öll skilaboðun það að við þurfum að hampa þessari mannesku svo hún hámarki sitt auðmagn, heldur bara förum við í náttúrun og áttum okkur á því að við erum bara lítil peð í þessum heimi en má hvað þetta er fallegt hérna eða ég fór í sjósund við Svalbarðseyri til dæmis í vikunni og bara það að lappa á steinunum og vera næstu í dottinn hérna í fjöruborðinu en þú veist bara allt þetta, þessi litlu atriði sem eru það sem að í rauninni og njóta þess að tilheyra. Njóta þess að vera til. Að tilheyra, það er náttúrulega kannski... Já, og líka njóta þess að vera til, af því að þú veist við erum alltaf að, við horfum svo mikið á í símónum okkar og skilabóðum sem við fáum eru ekkit endilega mjög jákvæð í þess átt. Þannig við þurfum svolítið að líka, sem er líka kannski frekar einfalt, við þurfum bara einmitt að horfa inn á við og reyna að einfalda lífið okkar líka. En ef að fólk ætlar að koma sér í betra líkamlegt horf, að þá hefur það ýmsa kosti, getum það bara að fara að labba á fjöll og hjóla og svona, en maður ekki fara bara í voldklass og fara bara í ræktina og hlaupa þar á einhverju bretti. Ef að við ætlum að laga í okkur einmannaleikan og við ætlum að fara, ég er einmanna og ég þarf bara að fara í ræktina af einmannaræktina, hvað er hún? Já, þá kemur til þetta sem að þetta sem ég kalla einuvægi sem er að upplifa tilgang með lífinu þráttur að vera einmanna og þá byrjar maður á því átt að sjá því reyna svona horfa stjögu við það hvað var til þess að ég er einmanna svo iðkar maður samkennd í eigin garð sem að í rauninni snýst það að iðka núvitund sem að er náttúrulega bara það að vera hér og nú fylgjast með lífinu sínu á þess að dæma það af því að við búum í samfélagi sem er þannig gert að það er alltaf verið að krefja okkur að taka afstöðu til alls mögulegs en það er svona meira þá að bara halla okkur aftur, kannski loka augunum í 2-3 mínútur og bara hvernig líður mér núna
Er ég glöð? Get ég gert eitthvað í því? Eða er ég sorgmænt og get gert eitthvað í því? Vera mildari svolítið gagnvart sjálfum sér. Já, vera mildari gagnvart sjálfum sér og átt okkur líka á því að því að það eru svo margir sem töluðu við mig þegar ég var að skrifa bókina sem að upplifðu sig vera eina með þessa tilfinningu. En málið það að einmanaleiki bara rík tilfinning í mannlegri tilvist eins og að vera glöð eða sorgmætt. Þannig að við upplifum þetta öll eitthvað tíman. Þetta með dæma sjálf að segja því að við erum líka með innbyggt í okkur sem að Martin Luther, gamli siðabóðamaður, kallaði hinn reiða Guð. Við höfum getu til þess að dæma okkur og ætla okkur að gera eitthvað sem við getum aldrei staðið undir af því við erum breyskar maðurur. Þannig að við erum með innbyggt inn í sálin okkar svolítið harðan dómara. Já, en góða punktur. Þannig að við þurfum að, og já, því að fyrst ég nefni hann, að hann sagði líka einhvern tímann að djöfullin kemst ekki að manni sem er með góðan mat í maganum og vín í glasi og í góðum félagskap að segja góða sögu. Það sem hann er að tala hið góða líf. Hvað það er nauðsynlegt fyrir okkur að vera í samvistum við annað fólk og hafa samkynnt með öðru fólki og sjálfum sér. En eitt, að þau eru að tala um samfélagsbreytingar. Annað er bara að það eru svona þegar ég var alast upp var ég yngstur 4 bræðra og svona minni kynslóð þá er það sé ekki systkinahópurinn eitthvað slags 4, 5 flest eru svona 2 af okkar bræðrum eða svona 2, 3 börn og svo koma einbindin. Já, einmitt. Ég var lengi og giftu konu þar sem við komum með sitt gott einbindið og svo eignustu við 1 barn saman og þá komum við alltaf 3 einbindni. Já. Þannig að það er breyting og líka þegar að vera að tala að svo krakkar eigi að vera meira út að leika og eitthvað svona, þá er bara allt annað raunveruleiki. Þegar ég var sendur út að leika, þá gekk ég inn þar sem var næstu 3/4 af íbúum Reykjavíkur voru börn. Þannig ég gekk inn í bara barnaveröld þar sem voru alls konar leynifélög og bara heilt samfélag barna. Ef barn er sendt út núna 6 ára gamalt að fara út að leika, það bara finnur ekki neitt samfélag sem tekur á móti því. Þannig að það eru líka þessar og við sjáum það núna líka í tölum að fæðingatíðni hefur fallið, þannig að svona hugmyndin bara börn er einhvern veginn breytt, þannig að það eru líka svona bara þetta er bara svo mikla breytingar fyrir utan svona hugmyndalega breytingar. Já. Sem að það má vera þessar breytingar svo afleiðingar hugmyndalega breytingunum, ég veit það ekki. Þetta hangi ekki allt saman. Já, það eru færri börn. Sjálf var ég nú 5 og maður minn átti 1, þannig að það eru samtal 6. Þannig að við erum ekki alveg inn í þessari tölfræði. Þið njótið þess. Við njótum þess. Þú myndir ekki vilja að fækka neitt. Nei, alls ekki. En ég held að já, það hefur líka bara breyst til dæmis eins og róluvellir voru út alla borg. Það er ekki lengur. Börn eru minna úti að leika sér. En mér finnst ákaflega gaman það einmitt hvað heitir hann nú svona trampólín í garðinum í ráðhúsinu við hliðina á okkur og það var einmitt mikið af krökkum þar í gærkvöldi að leika og mér þótti svo vænt þetta að heyra í þeim af því maður heyrir svo sjaldan í börnum úti að leika sér. Þau eru bara, þau eru á leikskólanum bara leið og þau komast þangað inn í, ég veit ekki 8 tíma á dag. Þau eru í skólanum jafn lengi og fara svo í vistun í skólanum. Svo eru þau í einhverjum tómstundum en þau eru svo lítið, allavega held ég að það hefði breyst að þau eru svo miklu minna í frjálsum leik heldur en var og frjálsi tíminn er orðin miklu minni, þess vegna er ég að tala um þetta með að útvista alls konar verkefnum, við erum kannski líka farin að útvista leiktíma barnan okkar, skilurðu. Þannig að það er svona það er allt svolítið svona Atli Harðarsson hefur verið að fjalla um þetta bara nýlega svona skipulöða leik, hann er bara ósk eftir því að einn óskipulöði leikur sem er eiginlega það tæki sem við höfum til þess að þroskast mest í félagslegum samskiptum, að við verðum bara búið til rými fyrir hann. Við verðum að gera það, en við verðum líka sem foreldrar og fullorðið fólk að taka ábyrgð á því. Við þurfum líka að vera ákveðna fyrirmyndir. Við þurfum líka að eiga okkar frítíma. Ég held að svona hinn almenna manneskja í íslensku samfélagi. Má maður ekki vera alltaf í vinnunni? Ekki alltaf í vinnunni, einmitt. Við erum örugglega bæði alveg þannig upp að dugnaðri dyggð og bara hinn æðsta. En það kemur niður á okkur. Ég meina, hér eru við í landi þar sem að ótrúlega hátt hlutfall, ég er nú ekki með það á takteinum hve hátt, brennur út. Og það er bara ungt fólk líka.
og ég meina við erum með virk sem frábært úrræði, sem starfsendurhæfing, en sem snýst það að koma fólki aftur út á vinnumarkaðin, en hvað var til þess að þau duttu af vinnumarkaðinum í byrjun? Eru það kröfurnar? Eru það að vinna svo mikið? Þú veist, það engin laus tími að deginum. Þú veist, það sem þú ert bara að gera ekki neitt, skilurðu. Það ekki mikið það. Það vilt allt planað. En var þetta samfélagsbreytingarnar eitt yfirbót? Því ég var að tala að við verið 4 bræður og svo bættist 50 við. Mamma var, ég held að það verið 9 sem komust til fullorðinsára. Þannig og hennar kynslóð átti svona 4 börn, þannig að 9 sinnum 4 eitthvað svona. En svo ertu komin með það sem eru bara 2 systkini kannski og 1 systkini og þau bara 1 eða 2 börn og þegar stórfjölskylda kemur saman, þá annars var með svona stórfjölskyldu sem að ég fættist inn í og svo ertu bara með svona. Og að því að við erum líka að tala svolítið að við erum það sem að við erum félagsdýr og við komum með það innan úr bara 1000 kynslóða undan okkur. En menningin okkar líka eitthvað sem við svona erfum og göngum að sem vísu og einhvern veginn var til stórfjölskylda sem gat verið félagslegt skjól, þorpi sem að þurfti til salubann. En nú það orðið bara svona lítið. En kröfunar eru kannski það sama og þá það kannski, spurningin kannski, getur kjarnafjölskyldan eins og við sjáum hana, eins og þannig svona Facebook og svona, þá ertu ofta að sjá hvernig fólk að standa sig í því að vera hjón með kannski 2 börn og getur hún staðið undir öllu því sem að stórfjölskyldan áður gat sinnt eða svona óformlega tengslanett okkar. Það stundum finnst manni eins og þú veist þess að vera að leggja allar þessar kröfur á kannski kjarnafjölskyldan sem bara getur ekki staðið undir þessu. Hún getur ekki orðið fullnætt félagslegum þörfum barnanna og fullorðnanna og þar náttúrulega. Getur ekki verið bara, við erum bara að finna upp á ef við ætlum að hafa þetta svona, að vera svona litlar einingar, þá verðum við bara að finna upp bara nýja tegundar samfélagi. Já, sem að kannski einkennist það meira af svona sterkum vinahópum og eitthvað slíku, það að meina? Já, það bara eitthvað verður að gera. Já, en það líka náttúrulega með félagsleg tengsl að magn ekki að samu gæði. Þannig að til dæmis ef þú átt litla kjarnafjölskyldu, en það ríkir mikið traust og virðing og umhyggja, að þá allt í lagi þó að það séu bara 3 í þeirri fjölskyldu, skilur, að því það þitt örugg og skjól. Þú getur líka verið í 30 manna stórfjölskyldu og upplifa þig bara ekki eiga heima þarna. En það aftur á móti það sem við erum að sjá að gerast að það orðnað svo mikla kröfur á nánustu tengslin, bara milli maka, sambúðarfólks og annað slíkt. Það eiginlega það sem ég var að lýsa. Þú tekur eiginlega allt sem að stórfjölskyldan gat sinnt og allt í einu þú sem móðir og hann sem faðir eiga að sinna þessu öllu. Og það bara, það meikar eitthvað sens því að þá verður þið bara að hætta að vera annað heldur en bara móðir og faðir og ef þið hætta að vera annað en móðir og faðir þá verður þið alveg ömurlega móðir og faðir ef að þið lifið ekki fjölbreytilegra lífi. Já, því það líka auk þess að eiga að vera móður og faðir og þá átti líka að vera, að uppfylla þarfir hins aðilans þörf fyrir kynlíf, félagsþörf, bara að sjá til þess að fólk eigi mat á borðinu, skiluru. Og leikfélagi barnanna. Leikfélagi barn, allt saman. Uppalandi og kennari, mentor. Já, undan hefur maður heyrt fólk sem alltaf flytur erlendis í námi eitthvað slíkt, svo eignast það börn og það flytur til Íslands að því að hér er baklandið þeirra, að því hér eru amma og afi. Þannig að við þurfum á öðru fólki að halda. Og það er eitthvað sem við sem samfélag getum ekki bara lokað augunum við og sagt bara já, þetta bara breyst, punktur. Það ekki þannig, Þannig að við þurfum svolítið kannski hvert og eitt okkar eins og horfa inn á við og hugsa bara hvernig mitt nánasta umhverfi? Hvernig get ég ræktað minn garð? Hvernig get ég hlúðað mínum nánustu tengslum? Og hvernig ger ég það sem best? Á hverju ber ég ábyrgð sem foreldri til dæmis eða sem fullorðin manneskja inn í ákveðinni fjölskyldu? Þú veist, hvernig get ég gert þetta betur? Hvað vil ég til dæmis skila til minna afkomenda? Hverju vil ég skila til þeirra? Vill ég að þau bara einhvern veginn spýtist í sitt hvora áttina og eigi ekki neinum tengslum þegar að mér genginni? Eða vil ég hlúa að fjölskyldunni minni sem leiði til þess að þeirra tengsl verða sterk, hvort sem að ég á 1 barn eða 2 eða skiluru. Þannig að, og það mun svo halda áfram kynslóð eftir kynslóð. Það oft talað að
við þurfum sko minnstur að því við erfum auðvitað reynslu forfeðran okkar. Þannig ef að við viljum til dæmis ef að þar reynsla sem er ekki hagstæð eða gagnleg fyrir okkur, kannski bara þvert á móti, þá þurfum við líka að hafa svolítið fyrir því að brjóta þetta mynstur. Og það kannski svolítið verkefni sem að við þurfum hvert og eitt aðeins að horfast í augu við líka. Og taka út úr fjölskyldu svo okkar það sem að gott og lækna hitt, þannig að við svo við tann og ég svo nýfrjálsíkjumaður skilum fjölskyldunni upp í betra ástandi heldur en við tókum við henni. Já, ég meina það ekkert allt, ég meina, já, en það, að því að það líka bara sko, á hverju berum við ábyrgð? Við berum náttúrulega fyrst og fremst ábyrgð á okkur sjálfum. Ég ber ekki ábyrgð á öðru fullorðnu fólki sem að bara myndugt fólk, en ég ber ábyrgð á börnunum mínum. Og eins og ég segi ofta svona mitt kannski flóknasta verkefni sem uppalandi að kenna þeim að bera ábyrgð á sér. En það rosa auðvelt að vera bara alltaf að gera hlutina fyrir þau. Þú veist, ég miklu fljótar að reyma skóna þeirra heldur en að kenna þeim að reyma, skilur við. En þetta með hópinn, að sömuleyti svona góðsaga síðustu áratugu hjá okkur einstaklingur sem brýtur af sér hópinn. Og ég stundu tekið dæmi um það í svona umræðu Billy Elliot því að margir. þar sem að hann í hertu samfélagi og brýtur það af sér og springur út sem svanur í lokin, sko, þetta er alveg stórkostleg hetjusaga. Og maður hugsaði að það vantar eiginlega seinni kaflan, sko, þegar hann er orðin einmanna ballettdansari orðið 36 ára, því að það er ekki hægt að nota það, það er svo fljótt að klára starfsfélagið sinn og er einmanna í London einn. Og kannski þá horfir hann tilbaka og saknar samfélagsins í námubænum. En þetta er svolítið ríkt í okkar kultúr, að einstaklingur sé að brjóta sig lausan, og það er svona hugmyndur það er alltaf spurt sko hvað er best fyrir einstaklingin og það verður að svara kröfum einstaklingsins, en það er lítið spurt svona hvernig svörum við kröfum hópsins. Já. En kannski svona hetjur eins og Billy Elliot, þetta er frábær saga, að það er kannski líka leiða eitthvað gott af sér fyrir samfélagi sem það kom úr. Við sjáum það heldur ekki í myndinni. Það var náttúrulega ballettdansarinn, sko, sem ætti kannski að vera hetjan í sögunni, sem kemur, konan, alveg gegn vilja allra og sem við þekkjum svo sem dæmu þetta út allt samfélag, kannski eins og hvernig ákveðnir innflytjendur glæddu tónlistarlíf í þessum furðulega bæ sem við búum í Reykjavík og bara innkoma Dítur Rót í myndlistina og Þóra á Seyðisfirði með fjarfuglaheimili sitt, hvernig hún eiginlega breytt sko bæjar móralnu þar sko. Þannig kannski ættum við að vera meira vakandi fyrir þessum svona félagslega galdri. Já, og kannski bara meira vakandi fyrir því að við erum öll einstaklingar, við erum öll manneskjur, við eigum það sameiginlegt og við eigum það sameiginlegt að upplifa alls konar tilfinningar. En við erum líka hvert og eitt okkar einstök og við þurfum kannski líka að skapa samfélagi þar sem við fáum að njóta þess að vera einstök. Nú gleðigangan nýliðin sem að einmitt snýst svolítið að upphefja þetta, að fá að njóta þess að vera svo manneskja sem að við erum. Að þurfum ekki að biðjast afsökunar á okkur eða réttlæta hvernig okkur líður eða á hverju við erum áhuga eða í hverju við erum góð. Það er allir góðir í einhverju og enginn góður í öllu. Þannig að ég held að það sé líka liður í þessu. Þannig að ég held að ef við leyfum svolítið fjölbreytileikanum að blómstra, þá verður náttúrulega samfélagið okkar miklu auðugra og takt eftir samfélagið, ekki einstaklingurinn sjálfur, heldur samfélagið, alveg eins og þetta lýsa þarna á Seyðisfirði. Oft þarf eina manneskju til þess að virka kannski þetta einstaka í einhverjum 10 sem hafa reynt að kæfa það innra með sér, skilur við. Það er galdur við lífin, það er svona sísköpun og það kveiknar eitthvað nýtt af engu og það er svo stórkostlegt. En kannski þá að við ætlum að taka kosti borgarinnar sem geta vendað réttindi þeirra sem eru öðruvísi, sem þrönga samfélagið stundu gerir ekki. En við þurfum að taka sko kostina og nálæðina og samkendina úr þrönga samfélaginu. Við þurfum að ná kostum beggja. Hættan er kannski svo að við séum að taka sko talningum þegar við komum með Facebook sem að virkar eins og sko litla þorpi sem sífellt að fylgjast með þér, að við séum komin í ástand þess að við erum að taka sko ágalla fjarlæðina úr borgunum og hnýstnina úr smásamfélagi. Já, allir það ekki. Ég nú sjálf alveg upp í litlu samfélagi út á landi sko, en ég þekki það mjög vel. En ég þekki það líka að það hefur líka ríka á kosti að búa í þannig samfélagi og hér í Reykjavík eru náttúrulega mörg hverfi sem eru bara svona eins og lítið samfélag. Það sem að fólk mjög meðvitað hvort annað og lætur sig hvort annað varða. En ég held við þurfum líka bara eins og horfa til sko,
bara hver býr við hliðina á mér, hver býr á stegaganginu mínum, hef ég eitthvað hitt þessa mannesku? Já, það kannski það sem við langar að koma síðast að því ég nefndi áðan félagslegan galdur og það er hugtak sem Viðar Halldórsson notar stundum félagslegan sem er skemmtilegt hugtak og ég talaði við hann fyrst þetta þá vildi svo til að ég var á heilsuhelginni í Hveragerði þegar það var lockdown eða bara allir lokaði bara inn á heimilu sínum í borginni og COVID kom ekki inn á heilsuhelgið þannig að ég var bara í samskiptum við fólk og svona kvöldmatnum þá labbaði ég bara á milli borða og lét fólk segja mér ævisögu sína og þannig að ég var alveg bara í svona þessum casual samskiptum við ókunnugt fólk getum að orða það eða þú veist að þetta er ekki minn nánasti kjarni þannig að ég var alveg rosalega æfingu þar svo kom ég í bæinn og ég get svarið að ég fann það á fólki að það var bara það var einhvern veginn eins og að vera slegið einhvern veginn á því að hafa raunverulega því að það var samskipti við sína nánustu en það hefur verið bara rænt svona eðlulegum samskipti við þann sem að afgreiddi fólki brauðið út í bakari og svo þessi svona tilvílanakendu litlu samskipti að þú tekur það af fólki að það hefur líka áhrif á fólk. Akkurat og við erum alltaf að gera það, sjálfsafgreiðslukassar í búðum en já, ég hef nú einmitt unnið á heilsustofnun þannig að ég þekki þetta umhverfi vel og það er einmitt ótal margir sem að þangað koma til þess að efla sína líkamlegu heilsu en á daginn kemur síðan að það er rauninni félagslega heilsan sem eflist kannski mest og það er það sem að fólk saknar oft mest. Það er að þessi félagslegu tengsl og að þú nefnir Viðar og við vorum að tala algengi einmanaleika hér til dæmis á Íslandi af því það er 36% í heildina fólk sem að segist stundum oft eða alltaf vera einmana á meðan að það er 30% heimsmeðaltalið þannig að við erum 6% yfir en Viðar einmitt segir, ég las einmitt grein eftir hann sem að segir að sem byggir reyndar á grein eftir félagsfræðing bandarískan að er rannsóknum að ef að vandi í samfélagi er fátíður til dæmis ef það eru 5% af manneskjum sem eru þunglynd til dæmis þá í rauninni vandinn vegna einstaklingsins sjálfs eitthvað sem hann þarf að gera en ef að vandinn er mjög algengur eins og einmanaleiki til dæmis í íslensku samfélagi þá er eitthvað að samfélaginu það er ekki eitthvað að manneskjunni Félagslegu faraldur. Já, þannig að þetta er eiginlega félagslegur faraldur og eins og ég segi, við getum gert ýmislegt eins og ég tala að viðurkenna sem kom fyrir og samkenndina og svo að hlúa þessum 4 stoðum að passa að hreyfa okkur, passa að hvíla okkur, passa hvað við borðum. Verða besta útgáðan á sjálfum okkur. Já, eða bara passa upp á þessu hluta því að þegar fólk er einmana þá oft missir matalistin og það er ekkert gaman að borða alltaf einn og þú veist, akkur ætti ég að fara út að hreyfa mig til hvers og eitthvað svona. Þannig að við þurfum svolítið að beita okkur sjálfsaga og að hlúa tengslum sem eru auðvitað ótrúlega mikil áskorun eða úr einmana en þá getur við byrja á því að hlúa tengslum við sjálfan þig, við æðri mátt eins og þú skilgreinir hann fyrir þig, við náttúruna, við gæludýr. Ég meina við eignuðumst hund fyrir 3 árum síðan og bara líf mitt auðgaðist ég veit ekki hvað mörg númer þrátt fyrir að ég eigi stóra fjölskyldu, skilurðu. Þannig. Já, svo er það, ef þú vilt kynnast fólki þá er gott að eiga hund. Akkurat, já. Það er næstu jafn gott og eins og við lítið barn. Það kemst líka þú eftir að labba með barn í vagni að þá dregur þú til því fólk og þú kynnist því. En ef þú ferð með hund út að labba, smátt og smátt verður bara að kynnast öllum hundaeigundum í hverfinu. Í hverfinu, Þannig að þegar þú ætti að segja þetta með að maður verður sjálfur að taka skrefið, að það er eitthvað staðar í einhverjum félagskap sagt þú getur þetta ekki einn, þú getur ekki losnað við einmannleikan einn, en þú einn getur það, þannig að þú verður stíga fyrsta skrið. Já. Herðu, Aðalbjörg, frábært að fá þig og til hamingju með bókina þína. Takk fyrir. Og við munum líklega reyna að halda áfram að tala einmannleika og vanlíðan í samfélaginu. Sjálfum sér ættum við raunverulega ekki að ræða neitt annað, en það verður samt eitthvað annað á dagskrá eftir örstutli. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, í vor og sumar þá fjöllum við svolítið ríkisútvarpi og niðurstaðan var eiginlega svo að við ættum að fjalla ríkisútvarpi svona kannski ekki eins mikið og heilbrigðiskerfið eða skólakerfið en þetta væri svona stofnun og fyrirbrigði í samfélaginu sem væri mikilvægt
og þess vegna tók ég nokkur viðtöl Ríkisútvarpið við svona gagnrýnendur og fyrirverandi starfsfólk og líka starfsfólk. Þannig Birna Jónsdóttir kom hingað sem er dagskrárstjóri Rásar 1 og nú komin annar starfsmaður, Guðni Tómasson, sem er menningar ritstjóri Ríkisútvarpsins. Jú, það er hansi virðulegu titill. Já, og nýr. Já. Þetta er rauninni smá tilraunaverkefni að reyna að fá svona eitthvað yfirsýn. Og velur þú þá bíómyndirnar á föstudags- og laugardagskvöldum? Verð ég? Velur þú bíómyndirnar? Nei, það fer ekki alveg svo langt. En það er ýmislegt sem að snýra menningamálum sem að á öllum sem menningarumfjöllun þá? Menningarumfjöllun, já. Ég nefndi þetta með bíómyndina þegar ég er svo gamall, sko. Þegar ég var alveg upp að þá var manni boðið upp á stórkostlega myndir þessu tíma. Ég held að ég hef bara verið í 9 ára og þá var ég búinn að sjá BBC uppfærslur á öllum helstu leikritum Shakespeare og ég var bara ágætlega að mér í rússneskri kvikmyndagerð og það var meiri sér sýnt þarna myndin eftir hann Eisenstein þar sem var bara geymt 10. hver rammi. Það var sýnt í Ríkisútvarpinu bara á laugardagskvöldi. Bara verið að tróða alveg efni á hann í fólk. Já, og maður býr á þessu. Ríkisútvarpið á að vera menningarstofnun og það. Og þegar maður fylgist með Ríkisútvarpinu, þá ætti það að vera ígildi háskólagráðu. Einhvern veginn þetta sagt fjölmiðl, ég held að það verið Times í London sem þetta var sagt það var skvöld á því að það er eins og að vera þetta er alveginn og að sömuleyti í þessu samtunni sem ég átti, ég veit ekki hvað þú hefur hlustað á þetta. Jú. Að þá er svona verið að horfa á Ríkisútvarpið svolítið frá þessu sjónarhorni. Þarna komu náttúrulega að rauðaborðinu það gott fólk sem að ég kannast vel við, fólk sem að ól mig upp þegar ég byrjaði að starfa þarna upp úr aldamótum. 2001 held ég að ég hef komið fyrst sem sumarstarfsmaður og þá inn í Víðsjá og það var Ragnhildur G. Jónsdóttir sem mitt kom til þínum daginn sem að fekk mig í þann starfa út af sagnfræði áhuga og ég hafði þá lokið B.A.gráði í sögu í Háskóla Íslands og var líka svona tónlistarnörd smá. Þannig að ég þótti smetla vel inn í þátt sem að heitir Víðsjá og ég hef verið mikið í gegnum tíðina sem að þú og Ævar töluðu líka og Ævar var náttúrulega andlegu leiðtogi okkar á sínum tíma, Ævar Kjartansson. Og hélt svolítið utan svona Víðsjá þegar hún var að taka þegar hún tók af stað. Sem var einhvern tímann á 10. áratunum. Já, þátturinn byrjaði 96. Þegar þú varst drengur. Já, ég kom svo að hann 2001 segi ég. Svo tímabili lengdist hann og var 2 tíma útgáfa og svo hann núna klukkutími 4 sinni í viku á Rás 1 og svo annar menningarþáttur á móti sem heitir Lestin sem er kannski meiri svona popkultúr. Það mætti eiginlega segja kannski að Víðsjá hafi klofnað. Já, að einhverju leyti. Ég var nú ekkit alltaf rosalega hrifin af þessari hugmynd vegna þess að þetta var nú kannski tímum að sem svona postmodernismin óð uppi og það er rauninni aldrei postmodernism. Klofningurinn? Já. Ég myndi segja Víðsjá var það að því að í gegnum Víðsjá var farið að hleypa inn einhverju meira sem var ekki kannski augljóslega þetta flokka sem menningarumræðu. Akkurat. En síðan þegar þetta klofið aftur að þá verður til eitthvað svona höfum við fínulistunar í Víðsjá og svo hefur við svona popular culture í Lestinni. Og ég er ekki sérstaklega sammála því. Ég hef aldrei verið hrifinn af þessar blöndur Í blöðunum í Kanada þá bara vildi ég aldrei þessar blöndur Það eru sammála, held ég. Nei, þá vildi ég þessar blöndur að hafa þetta saman, já, hafa það saman. Lesandinn hefði ekki hugmyndum hvort hann væri að fara að lesa Shakespeare uppfærslu eða bara eitthvað sem að fólk að tala sem að séð á einhverju sjónvarseríu. Einmitt. Það er nú kannski galdurum við Ríkisútvarpið sem að því að ég fer nú sjálfur ungur að hlusta eða svona bara unglingsaldri verið að hlusta svona alvarlega á útvarpið að þá það svo margt sem að maður verður fyrir í góðu útvarpi. Maður allt í einu rekst á eitthvað það sem verið að fjalla eitthvað af áhuga og þekkingu að þá sperrir maður eyrun það sem maður kunni ekki að biðja og maður leiðist áfram í menningarneyslu sinni og það er það sem er svo mikil galdur við þetta. Maður hefur alltaf áhyggjur af þessu núna þegar frambúður eru svo rosalegt á til dæmis hlaðvarpi frá öllum heiminum. Þú getur verið með, ég veit ekki hvað ég með mörg hlaðvörp í símanum mínum í vasanum. Að maður fari
alltaf að hlusta á þá sem maður sammála, það sem maður búin að finna og maður einhvern veginn þrengist alltaf í nálgun sinna út þar. Sá sem hefur óendilegt val hættir oft til þess að velja alltaf það sama. Nákvæmlega. Við kallum þetta piparsveina samloku. Það er að piparsveinir hefur alltaf hverju matinn, en flesti piparsveinir borða alltaf sem samlokuna. Þannig það getur verið þannig hlaðvarsnotkun. Akkurat. Þess vegna en kannski þetta bara vettvangur sem ekki í boði lengur, eins og ég var að lýsa þarna þegar ég ungu drengur og bara, ég bara mataður að einhverju sem ég var ekki að biðja sko, en reyndist mér vel. En það það sem að svona línuleg dagskrá getur boðið upp á, það sem að allir sitja í sófanum og bíða eftir hvar á dagskrá og þá verður spennandi bara, komdu mér bara óvart, raunverulega segir áhorfandinn, en ef þú ert í svona vöru úrvalsframbóði, að þá ræður alltaf hvað kúnninn biður og endanum alltaf bara að biðja sömu true crime þættina sem horfir út í eitt. Já, svo líka verðum við að horfa til þess að þú veist, alls þar í kringum okkur í Evrópu og ekki síst á Norðurlöndum, þá þetta alltaf þróast yfir það að stafræna frambóðið kemur, það meiri áhersla á það fyrst, svo hlutinni tíndir inn í dagskrána. Hér á Íslandi höfum við kannski ekki gengið alla leið í þessu, vegna bara einfallega við höfum ekki alveg burðina til þess að snúa þessu við 1, 2 og 3, þannig að þetta hægfara þróun. Þú ert í podcastþætti sem vill svo til streymaður. Já, í sjónvarpi líka, það ekki? Já. Bara hvað sem fólk hittir það, við erum eitthvað skoðanir og dreifikerfum. Við erum bara að búa til eitthvað efni og svo bara dreifið því eitthvað. Akkurat. En það sem að Ríkisútvarpið og Rás 1 hefur þurft að gera, það ekki mikið, sko, og það oft talað það hvort að Ríkisútvarpið sé að fara inn á hlaðvarpsmarkað og þar fram eftir göttunum. Ég lít fyrst og fremst á þetta sem dreifileið, að Ríkisútvarpið gerir gott efni en það bara í hlutarins eðli að það þarf að nýta það inn í línulegu dagskrána líka og það stefna, allavega Rásin rekin. Það á við sumt sem til dæmis á dagskrá Rásar 1 að það bara þið fínasta podcastefni eða hlaðvarsefni, en það kannski, var ekki fólk að finna að svona það sem svona eftirtal, svona spjall í ég manna að það var eitthvað kringum eitthvað svona handboltamót og svona sem oft verður sem svona ekta svona chit-chat podcast. Já, það hefur reyndar verið gert með ýmsum hætti. Sem að þú myndir aldrei geta sett inn í dagskrániðina því þetta bara of léttvægt efni til þess að hafa í línulegri dagskrá. Já, en það samt hefur verið gert með ýmsum hætti. Það má til dæmis nefna það að voru nú að klárast Ólympíuleika núna og það voru gerð hlaðvarpsþáttasería sem hét Ólympíusögur, utan við það bara íslenskir afreksmenn sem nú sögur þeirra í gegnum tíðina, mjög merkilegt gott efni sem því var stemt inn í dagskrá Rásar 2 líka, en var til aðalega sem sagt hlaðvarp. Og já, ég held að fyrst og fremst hugsum við þetta sem dreifileið, það að segja hlaðvarpið sko, og það náttúrulega. Já, við höfum kannski ekki burði í að framleiða með flóknum hætti hluti sem eru bara inn í þessu stafræna umhverfi, heldur faraði líka inn í dagskrána. Ég held að það sé gott mál. Það er engin ástæð fyrir annað seldur en að dreifa því með þeim hætti til þeirra sem að nota þá dreifileið. Akkurat. Það var ljóta sérviskan ef maður ætlar að stjórna því hvar fólk sækir efni sitt. Nákvæmlega. Herðu, sko, í fyrstu viðtölunum, þegar ég talaði við svona reynda starfsmenn og gagnrýnendur, þá þetta sjónarhorn að Ríkisútvarpið standi ekki undir svona menningarhlutverki, að það gæti gert miklu betur, að þetta sé að þynna svolítið út megnið að þáttunum orðið eitthvað bara svipað og við erum hér í fátækt okkar á samstöðunni, þar sem ég get talað útvarp og bara kallaði á því, það lítil vinna á bakvið þetta, að hún sé að verða minni. Já, það eru fram eftir degi svona grunnþættir á Rás 1 sem eru í þessu formati, gestur og kannski 2 dagskrárgerðarmenn sem að fá hann í heimsókn. Það hins vegar, ég nú ekki á því að það svo fyndið með Ríkisútvarpið að fólk svo oft einhvern veginn að tala einhverja gamla hugmynd hvernig það var einhvern tíman. Mér fannst ég aðeins finna fyrir því þessu. Já, því að ég heyrði það frá starfsmönnum Ríkisútvarpsins að þeir eru auðvelt með að gagnrýna tal sem eitthvað innan úr forneskjunni. En ég upplýði ekki alveg þannig. Ég upplýði að Ríkisútvarpið bæði það sem það og líka það sem það vill verða.
eða myndi vilja verða. Að sömuleyti þá tók ég að fólk var að tala það, þú veist, þetta er svona óuppfyllt krafa eða þörf eða þorsti eða eitthvað. Og þannig fólk að velta fyrir sig, sko, er ríkisútvarpið gott í þessu, sko? Er ríkisútvarpið, sko, vakandi fyrir því að endurvarpa, sko, breytingum okkar í sko, listum og eitthvað slúið. Er ríkisútvarpið gott ríkisútvarp? Ef ég tala út frá því sviði sem ég þekki best, þar segja menningamálunum, þá myndi ég segja að munurinn á ríkisútvarpinu 2024 og 2001 þegar ég kom sé ansi mikill. Að við séum mun opnari fyrir fjölbreyttum menningarströmmum í samfélaginu en voru þar. Þá voru við kannski meira með eyrun við það sem er að gerast inn í háskólanum og hugvísindunum og slíku. Það hefur kannski aðeins látið undan, en á móti þá líka menningavettvangurinn miklu fjölbreyttari. Bara tökum dæmi. Við höfum núna listamenn í Hrönnum, eiginlega sama hvert við horfum, hvort sem við horfum á rithöfunda gengið okkar sem er sko á kannski stærri markaði söður í Evrópu heldur en hér á Íslandi. Við áttum bara 3 í sko opnunin á Bærúð. Einmitt. Núna daginn. Sem ef þetta var íþróttir þá hefði þetta bara verið sko ítt til. Það hefði verið ítt til fréttatífunum bara til þess að segja frá þessu. Við höfum heimspíanista til dæmis sem við getum verið að flytja. Sem er að lenda inn á listum við sko bestu píanuleikara allra tíma. Við getum verið að flytja fréttir af Víkingi bara sko 3 viku. Það fært fréttinar til þess að koma í að. Þannig að þú veist, menningavettvangurinn er miklu fjölbreyttari, hann er miklu meiri gróska líka en var bara í kringum aldamót og við sinnum þeirri grósku mun betur, held ég, núna í dag, heldur en við gerðum þá. Og það sem kannski skortir upp á, það sem hefur kannski verið talað ansi lengi þegar kemur á svona menningar hlutverki útvarpsins, er að það sé virkari gerandi, þar sé að það teymi til samstarfs við sig listamenn í meira mæli en hefur og það er svona það sem að við höfum gert tilraunir til en það hefur kannski aldrei náðust almennilega fundamentur. Þá er til dæmis með það að fá meira listamenn inn í hús til þess að spila tónlist, til þess að það er bara svo dýrt. Já, einmitt, og það hefur nefnilega staðið okkur fyrir tryggðum. Það er eins vegar, það er að byrta til í þessum efnum. Það voru að nást samningar til dæmis við Félag íslenskra hljómlistamanna daginn bara svona virkari aðkomu að dagskráni og það ætti að vera hægt að fá þá meira til samstarfs. Það hafi verið gerað tilraunir til dæmis sem má nefna það að Rás 1 var á sín tíma með samtíma tónlistarhátíð og fékk tónskáld til nýsköpunar á 3-4 sinnum held ég að það hafi verið gert. Svo endist mönnum ekki erindið. Á sínum tíma var til dæmis tónvakakeppnin sem ég man eftir á 10. áratugnum held ég að það hafi verið. Það var tónlistar flytjandakeppni sem líka var haldið út í nokkur ár. Þannig að það er svona ýmislegt sem hefur verið reynt að svona breyta upp með að fá tónlistafólk til dæmis og listafólk til samstarfs. Ríkisútvarpið verði þá svona eins og menningarstofnun og sé svona þáttakandi í menningunni en sé ekki kannski bara að vera eitthvað svona fjölmiðl sem er bara kerið eitthvað dagskrá og reynt að lifa af daginn. En varðandi þetta með að miðla menningunni og tala við listamenn, þá held ég að við séum og svona láta fólk vita hvað listamenn er að gera. Þá held ég að við séum sko með opnara, hvað maður segja, gjallarhorn fyrir listamenn á Íslandi en við vorum með fyrir 25 árum segjum. Ég held að við fylgjumst betur með og að hópurinn sem komist að hjá okkur sé fjölbreyttari og líka má kannski nefna það að samfélagið fjölbreyttara. Já, og líka held ég með sama hætti að má heldur ekki gleyma því vegna þess að það hefur verið heilmikið rætt hér á þessum vettvangi sko svona flóknari dagskrárgerð í útvarpi. Það hefur verið talað með þessu samtölum að hún hafi sko þurft að víkja vegna þess að hún er bara kostnaðarsamari. Já, en hún hefur samt sko ekkert, kannski við komumst minni hana sjálf, en hins vegar í gegnum hugmyndadaga til dæmis sem var að haldnir ansi oft núna, ég veit ekki hvað, sé ekki 8 sinnum eða svo, 8-10 sinnum, sem hafa verið haldnir hugmyndadagar sem fólk kemur inn á götunni með hugmyndir í bæði útvarp og sjónvarp, að þá höfum við tekið inn fullt af röddum
og unnið með þeim á mjög spennandi og skemmtilegan hátt, þá hefum við reynt að hafa þannig að það sé innanhúsmanneskja sem sé einhvers konar pródusent eða framleiðandi að þáttum sem að hugmyndum sem að verða til út í bæ og þetta líka partur af lýðræðisvæðingu útvarpsins að þarna fólk að komast inn með sín hugðarefni og að ná að framleiða það með fagfólki innanhús. Það kannski munurinn því að það var þannig að það var einhver leið fyrir fólk að koma með efnin í Ríkisútvarpið. En það sem nýjungin að þú og fleiri sem að er fagfólk og frábært í útvarpi, aðstór fólk við að gera þetta með betri hætti. Ég held ég að nefnt það hérna að einhvern tímann leysti ég af að vera með svona matreiðslusþátt og kom inn í Ríkisútvarpið. Það bara að skrifa mitt handrit og svona og reiknaði með að ég myndi hitta eitthvað annan en tæknimann sem ítti bara að playa upptökunni. Þannig að það kom mér óvart og ég sagði hvers konar ritstjórn þetta? Þetta við að reyna að koma við fyrir. Nú hittum við fólk, förum með því gegnum hugmyndina. Ég var frekurreitar, ég fór bara ganginn og hitti Magnús Einarsson og suðaði út úr honum að velja músík með þessu og þannig ég reyndi að nota þekkinguna sem að var þarna. En manni kom það mjög óvart að það skildi ekki vera einhver farvegur sem að var til þess að búa til. Hann er kominn. Og líka það að við erum líka að taka það margt inn í þessu að til dæmis það að í dag bara slattafólki sem menntað í svona miðlun. Það er verið að bjóða upp til dæmis í Háskóla Íslands menningarmiðlun sem námslínu þar og þar inni útvarpsþáttagerð og mikið af þeim þáttum koma á endanum uppbyttið til okkar. Þannig að það er gríðarlegur áhugi á útvarpi. Það er nú kannski það finna við að þetta hefur snúist við að krísan í fjölmiðlum í ljósvakamiðlun í dag er kannski frekar í sjónvarpi, þessu línulega sjónvarpi en í útvarpinu. Þannig að það er ofboðslega mikill áhugi og svo eru þetta líka sem að tæknilausnirnar bara af því að maður er svona gamall í hettunni ég kem þarna upp úr aldamótum og að taka upp viðtöl fyrir út í bæ og tek viðtöl upp á það var svona mínidisktæki sem að ég síðan þurfti að setja inn merki inn í til þess að þau skipuðu yfir og klippti í rauninni með því svona eins og viðtal og svo var þetta sett á band på gamlamóðin og þannig var þátturinn búið til og sendur út. Þannig að núna sett bara niður við tölvuna, ég var einmitt eða tekur upp síma og setur kannski lítið mikrofón á endan á símanum og í góðum hljómi og getur jafnvel klippt á síman og sent efnið sitt inn Þannig að þróuninni þessu hefur verið svo rosalega mikil og Ríkisútvarpið má svona eiga það eða það er stundum dálítið olíuskip til dæmis þessi stafræna tækni væðing vinnunar hjá okkur hún gekk á sínum tíma dálítið hægt, innleiðingin var ekki góð á kerfinu sem að svona stóru útvarpskerfi sem að keypt var á sínum tíma, þetta var á fyrsta áratug, 20. og 1. aldar. Þannig að það er einhvern veginn svona, möguleikarnir í þessari svona stafrænu vinnslu eru bara síðan að koma á síðustu árum svona almennilega upp í starfinu Þannig að þetta helst líka allt í hendur við það hvert hlutverk tæknimannsins hvað það að vera útvarpsmaður einhvern veginn. Náttúrulega hjá BBC eða danska útvarpinu eða eitthvað. Þá kannski þáttur eins og Víðsjá með einhverjum sem að rannsakar, skrifa spurningarnar, leggur þar í hendurnar á umsjónarmanni, hann spyr þeirra, hann vinnur aldrei úr efninu sínu, heldur bara fær tæknimaður það til þess að klippa saman, það kannski 5 manna teymi kringum eitt svona þátt Í staðinn þá erum við Íslendingar alltaf vöni að gera allt sjálf svo þú þekkir, en það gerir það verkum að maður þekkir fleiri hliðar starfsins og það er líka mikið dýnamískara. Ég myndi ekki nenni að vera að gera útvarpsþátt og einhvers annars manns taka bara verfnin hans og klippa það bara Það er bara röddið í nótuð en ekki heilin og hjartað. Akkurat, maður vil setja bæði í það. Þannig er nú bara að búa til fjölmiðla á Íslandi að við gerum eins vel og við getum á því tíma sem við höfum sem ekki oft mikill og ég man að þegar ég var ungu blaðamaður þá reknaði einhvern tímann hversu marga mánuð það tók mig að skrifa svona Njálu
Með allt efni sem maður framleiti. Gáðstu lengi því maður? Já, ég held að það hefur verið bara eitthvað 4,5 mánuður, þá var ég búin að skrifa njála. Já. Svo bara tók næsta njála við. Skrifar. Já. En það bara var svo mikil framleiðslu grafa. En það að sumarleiti þá kemur eitthvað á móti sem jákvætt, það bæði það að fá að vasast í mörgu og að henta sumum vel. Og kannski þeim sem ílengjast í þessu starfi hendar það. Það er algjört lykilatriði varðandi menningarumfjöllun að ég sem dagskrárgerðarmaður hafi áhuga á efninu sem að ég að kanna og ef ég að taka viðtal við einhverja listamenn út í bæ að ég sýni þeim áhuga og það smitist í gegnum mig og mína rödd hvað mér finnist og einhvern veginn upplifunum með það fólki finnst til dæmis skrítið að fara mikið á myndlistasýningar í útvarpi en ég segi það gríðarlega gott efni í rauninni vegna þess að það er svo margt í hugmyndalegs eðlis í myndlist samtímans sem hægt að leiða fram á rólegan hátt í samtali miklu frekar en þú ert með myndirnar ofan á í sjónvarpi líka og það er taka athygliðina einhvern veginn. Það er þessu sem er bókmyndaþáttur í sjónvarpinu en kvikmyndaþáttur í útvarpinu. Já, þetta gamla sem það var ekki byggið sem senda það. Ríkisútvarpinu fyrir. Birgir Andersson nefndi þetta einhvern veginn. Herðu en aðeins að því að þú ert að með ástarjátningar til útvarpsins af hverju dó útvarpið ekki? Af hverju er þessi endurlífgun þess? Já, mjög góð spurning. Ég held að sé tæknin, ég held að séu símarnir, ég held að séu hljóðeinangrandi heyrnartólin sem að fólk getur nýtt sér. Ég get rosalega illa hlustað á útvarpsefni sem er ekki með góðu hljóði og ekki vel unnið. Það er ekki þannig að útvarpsefni hafi sem er betur unnið í dag og almennt séu hljóðgæðin betri heldur var 1980? Sumt. Og margt og meiri segja en ekki til þess að geta skilgreint þetta meiri segja svona tækni maður er stanslaust að fylgjast með svona þáttum eins og við erum í núna 2 menn að tala saman ég tek til dæmis podcast sem ég hlusta mikið á Restis Politics þeir eru alltaf í sikura heimsálunni en það hljómar alltaf eins og þau séu í nákvæmlega sama herbyggi þetta er eiginlega alveg magnað hvað þetta getur verið orðið flotta græðir í dag það er kannski tengist sjónvarpinu það komið mér alveg óendanlega óvart hvað ríkissjónvarpið getur ekki nýtt þessa tækni að geta verið bara í fréttunum með fólk sem er bara statt á Dalvík og Dubai og öllu þessu tregða að einhvern veginn alltaf að vinna þetta því raunverulega opnar þetta möguleikin á að gera þetta bara on the fly einhvern veginn. Það er aðeins að létta á þessari áherslu. Þetta þurftu að vera miklar hátjélinsur og stórar vélar á öxlunum, þungar vélar sem eðluðu axlirnar hjá tökumönnum ansi lengi. Það er aðeins að breyta. Og verður þessi sviðsetning á fréttum og sviðsetning á efni þar sem að við komum saman inn í einhverju svona þungu stúdíu að ræða sem er svolítið annað en að geta reynilega gert þetta bara eins og við værum að hittast við dúklagaborð og í eldhús í Sveitabæ í Afskjötundal. Útvarp er frjálsara undan þessari áferð einhvern veginn. Sjónvarp er fastara í einhverjum hvað maður segja, einhverju svona matreitu, einhverju sem er búið að ákveða hvað er sjónvarp, svona gerum við þú veist, þess vegna er maður svo skemmtilegt þegar maður stundum rekst á eitthvað sem er unnið öðruvísi, það er hálf bregður við þannig að til dæmis í fréttum þá er alltaf verið að ganga dálítið mikið inn í módelið finnst manni og þetta er ekki eins mikið í alltaf verið að matreiða inn í einhverja fyrirfram sem að ég held að sé bara stórkostlegur vandi sem að sjónvarpsfréttir er í og þurfum við einhver svona endursköpun að það er verið að tróða efni og persónum inn í fyrirfram tilgreind hlutverk að það er ekki boðið upp á neitt annar hlutverk fyrir fátækamannin heldur en Oliver Twist og bara öllu fátæku fólki tróðið inn í það hlutverk eins og þess að biðjum eitthvað og það og svo við tala ekki þegar við verum með svona stríðsátök og eitthvað fleira og þá verður þetta ennþá meira afhjúpandi að það er eins og sér alltaf að selja ykkur góða kallinn og vonda kallinn og þetta er form sem er svo þröngt og veikt að það bara er ekki hægt að segja neitt sannleika í gegnum þetta form Svo breytast reyndar þessi rammar bara talandi til dæmis Rás 1 Ég man á sín tíma þegar ég kom þar í vinnu á sín tíma þá heyrði maður fyrst það var einhver sem nefndi við mig hér segjum við aldrei ég í útvarpið við opnum aldrei, við erum aldrei persóna í útvarpinu þetta verður aðeins breyst
maður þarf aðeins að velja, ég á því að maður þurfi enn að velja þetta, að maður er ekki bara alltaf að vera að tala sjálfan sig sko, og segja ég, en stundum þegar það þjónar efninu þá gott að geta sagt þetta. Það bara margt búið að breytast líki í ytra umhverfni mann þegar maður var að koma upp í mötuneyti í Ríkisútvarpinu í fyrsta sinn og heyrði þessar raddir sko. Gerðu ekki Bjarklind til hliðin á manni í röðinni að bíða eftir mat eða Broddi Broddason sko. Það heita Guð. Það var bara fólk sem var ekki til, það var andlitslaust. Núna erum við einhvern veginn öll marineruð einhvern veginn í auðvitað samfélagsmiðlum, það getur alltaf hægt að finna alla, þannig að vita allir hvernig maður lítur út sko. Ég ekki að segja að það sé eitthvað verrað betra, en það er bara svo margt búið að breytast á þessum árum. Ég velti þessu svolítið fyrir mér og að þetta með hlutverk blaðamannsins sem að kannski mín kynslóð erði frá fólki sem að tók til sín svona breytingar sem að verða kannski á 7. áratugnum þar sem að það er skilgreint að okkar hlutverk sé að fjalla almenning samfélagi frá sjónarhóli almennings en ekki frá yfirvöldum og ég kem inn í það og í þessu fylgdi svolítið eins og smá predikunastóll eins og hugmyndin væri svo að við gætum sagt sannleikann þess að segir maður stundum að hljómar alltaf að Bogi Ágústsson ætti að segja áður en opna munnin sannlega segi yður í fréttum með þetta helst þess að sé eitthvað svona tiltekin niðurstaða en þetta er náttúrulega veröld sem að sömuleyti var mikið power í henni og mikil breyting og stórkostlegur tími í tímum fjölmiðlunar en að sömuleyti var þetta falskt þessar dómkirkjur sem voru smíðaðar að þessi sannleikur sem var verið að halda að fólki að hann, þú veist, þá voru komin á postmóderníska tíman og þá finnst mér til dæmis eins og stundum er ég hérna með jakkanum mínum og þá er ég með merki Sósíalistaflokksins hérna því það bara vill svo til að ég er í Sósíalistaflokknum en það þýðir ekki það ég sé alltaf að segja ég og við sósíalistar og eitthvað hlera en það er svona hluti af því að neita að það sé ekki til hlutverk sem ég geng inn í að ef ég ætla að tala við þig að þá reynir alltaf að tala við þessum fjölmiðlamaður og blaðamaður. Já, en við sitjum alltaf hér samt í málgagni. Þú ert alltaf að tala við Gunnarsmann og inn í þessu sko. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem að tilheyrir svona okkar tíðaranda líka og ég hef svo tekið eftir þessu og mér finnst til dæmis þessu lestinni sem verið að gera tilraunir með það hver er spyrillinn, hvert er sjónarhornið og sömuleyti þetta er manni skemmtilega að sjá þetta þá dýnamík vera víðar í dagskránni. Já, einmitt sko auðvitað, sko ég held að ég skil alveg þetta með að þú hefur verið að tala dálítið að svona megin hluti dagskrárinnar á venjulegum virkum degi sé dálítið þetta format sem við erum í. Sem okkur verður lægilegt hérna því við eigum enga peninga en við erum með þetta og svo náttúrulega hittum við fólk sem ber okkur saman við RÚV sem við erum kannski á 2% af peningunum ykkar og þannig að þetta er bara hlægilegt og þá hugsaðum við að býta hvað er að RÚV með alla sína peninga ef að fólki upplifir það sem við erum að gera hér sem eiginlega bara jafngilt, þetta meikar eitthvað sens. Það er náttúrulega sko við þurfum ég er ekki að segja að sé svona en ég er bara tilfinning sem að maður verður það er eitthvað skekk í þessu. Já, þú hefur náttúrulega verið að horfa djöld mikið samt í þessari umræðu þinni á þessa 3-4 þætti sem eru daglegir, sem eru með þessu formati sem ná að fram með hádegi. Síðan taka við þættir sem eru unnari, það er að segja síðdegis þættirnir báðir, eru meira á vettvangi, fara út í bæ og þar fram til götunum. Ég var alveg til að íta þáttum, til dæmis samfélagsþáttunum aðeins meira út í bæ stundum, sko, til þess að vera nýta samfélagið betur. Ég væri til að fá meiri raddir frá landsbyggðinni. Það hefur alltaf ráðningar á landsbyggðinni, nú eru starfstöðar á landsbyggðinni, en það eru bara því miður dálítið mikið svona á forsendum fréttastofunar, þar ráðningar, og það fólk hefur lítið svigrúm til þess að sinna öðru en fréttaflutningi og þá er ég að tala um að fá meira menningamálin og slíkt inn í dagskrána. Það hefur alltaf verið svona, það hefur verið hægt en það hefur alltaf á því hver er á hvaða pósti, eins og gengur. Ég líka á því sko að það þarf ekki að gefa neitt rosalega mikið í með Rás 1 til þess að hann verði bara ansi mikið betri. Hvernig gerir það ekki? Já, bara held ég ekki alla buddur en sko það eru til dæmis, það mætti vera meiri nýja brum á helgar á laugardögum og sunnudögum. Það mætti vera aðeins, það væri ekki nema 2 þættir á laugardegi og einn á sunnudegi, þá myndi það liftast aðeins upp og þá væri þetta minnka aðeins endurflutning á móti. Ég líka á því að endurflutningurinn hann byrjar aðeins og snemma á kvöldin á Rás 1
það mætti vera einn þáttur í viðbót áður en að dagurinn byrjar aftur, skilur mig, en þetta allt bara, auðvitað náttúrulega hægt að íta öllu til, síðan aðeins verið að búa, við erum aðeins í smá nýbreytni núna, vanandi tónlistaþættir sem eru svona létt unnir, það er komið lítill heimstónlistaþáttur, það er komið lítill jazzþáttur, það er komið lítill klassískur, svona samtíma tónlistaþáttur. Ég get fagnað því að því að mér fannst á tímabili sko að Rás 1 eiginlega verið að missa sko bara hefði týnt hlutverki sínu í sambandi tónlist. Enda var líka á heimstónlistin, áhersla sem var á heimstónlist kannski á 10. áratugnum, eða svona aðeins, ég er ekki alveg svo minnur að ég muni það. Mér finnst það alveg stórkostlegt innlegg og svo náttúrulega að jazzinn og til dæmis þegar ég, eins og ég talandi 9 ára mig eða 10 ára mig eða 12 ára mig, að þá ég bara komin með ég get hlustað á alla þessa músík þegar ég búinn að fara yfir það að finnast hún sérstök eða ómstríð eða eitthvað að henni, þannig að Rás 1 smátt og smátt búinn að undirbúa mig sem að náttúrulega, sem að bara opnar bara stóra heima fyrir manni. Já, en svo því miður það var starfandi tónlistardeild þar sem voru starfsmenn sem voru meira í þessu, hún var bara lögð niður á sín tíma. Ég man nú ekki hvernig í hvaða röð þetta var. Það var í tíð Páls Magnússonar. Niðurskurður á sín tíma sem að var farið í og þá lenti það þeim megin. Svo reyndar breytast tímar og hvernig umgöngumst við músík í dag, hvernig verðum við fyrir nýri músík er líka mjög góð spurning. Við getum alltaf ekki lifað í því að sé alltaf eitthvað trommutaktur undir við getum ekki lifað í veröld þar sem er bara pop og rock. Nei, en fólk samt að finna sér músík með ýmsum hætti öðrum. Það er auðvitað að þú ert með 3 tónlistaveitur í vasanum. Þá endar þið í Pippasinarsamlokunni. Já, þú fær algoritminn ræður þér. Þannig að það er, já, ég veit það, en það kannski að vera mistöki að RÚV að gefast upp fyrir til dæmis þessu. Að maður heyri það alveg, maður heyri gjaldkeran haldi þessu fram. Ég er ekki á því að við séum búin að gefast upp og ég var nú með tónlistaþátt til dæmis á síðasta ári, alveg núna í allan vetur. Nei, ég er að segja svo þrýstingur á því, maður heyrir alveg gjaldkeran segja það, að fólk leita náttúrulega sinni músík bara hvað sem er í svona einhverjum veitum og eitthvað fleira, þannig okkar hlutverk er kannski ekki. Ég er ekki alveg sammála því, vegna þess að það er hægt að matreiða hlutina á svo skemmtilegan og áhugaverðan hátt og sýna fólki bara hvað er mikið gróska, svo ég tala nú bara til dæmis klassíska tónlist sem er kannski svona mitt sérstaka áhugamál að aldagömul tónlist tónlist 16. aldar, 15. og 16. aldar hún er aldrei verið eins lifandi svo akkurat núna sem er svo magnað. Þessi eru kvöldur klassík. Já, og hún getur endurfæðst okkur aldrei verið boðin fram á spennandi barokktónlist til dæmis. Það er aldrei verið boðin fram á spennandi og flottan og skapandi hátt eins og hún er akkurat núna sem er svo ótrúlega skemmtilegt og þess vegna þurfum að heyra nýja hljóðritanir og að verða fyrir þessu einhvern veginn. Svo getur það líka verið að við séum á tíma þar sem að barokkið allt í einu stendur okkur nær heldur en kannski það var fyrir fólki sem var fyrir 30 árum. Það er þessi svíkvika sögunar. Herðu, en ástæða því ég nefndi þessa þætti sem eru eins og þessi þáttur. Þá ég held ég hafi gert það sem dæmi það hvort það væri ekki bara ómikil stöðnun í dagskrá. Við nefndum Víðsjá sem er kannski bráðum 30 ára og var á sínum tíma þegar hún kom og það var nýjung í henni og kannski hún hitti bara einhverja svona deglu sem var þannig að allavega tímabila þá var hún farvegur fyrir svona eins og svona nýjar spennandi hugmyndir svona eins og fjölmiðlar þurfa að vera. Það er að vera eitthvað svona skjálti í þessu svona eitthvað víbringur það má ekki vera allt fyrir sjáanlegt og svoleiðis. Og svo erum við með þessa mannlegu þætti sem að heita alltaf einhverjum svona nöfnum en eru að stofni til líklega jafngamlir Og svo ertum við morguþáttinn og ég geti ekki dæmi morguþáttur Rásar 1 mér finnst þægilegt að vakna við það. Mér finnst þau kannski tala aðeins og hægt fyrir minn smekk eins og ég tala eins og ég sé 85 ára að það verði að vera svo eitthvað. En til dæmis í þeim þætti að það er hringt í Arthúr Björgvin á hver einustu viku og það er hringt í frænda minn í Stokkólmi að tala ferðamanna túrista og þú þekkir þetta og þetta er bara eins og maður sé bara til smá stund eftir nokkra vikur þá er maður bara eins og maður sé í bara Groundhog Day það sem er svona og ég sem bara
fjölmiðlamaður, maður horfir á þessa þætti og það alltaf hætt á því, þú veit kannski með, jáfnvel sko vinsældirnar geta drepið því sko, kannski með mannlega þáttinn milli 11 og 12 og þú veist það bara með trygga hlustendur og þeim líka raddirnar í viðmælandunum og hvernig þau eru svona hálfstríða hvert öðru en svo smátt og smátt bara alltaf að detta inn og maður byrja að læra þetta sko að já þarna fyrstu 20 mínútuna þá var það svona efni og svo kemur þetta efni svona formúla einhver. Já, og sem svona gamalt fjölmiðlamaður þá bara klæja mann í lóan að sko hrista aðeins upp í þessu sko því að stundum þó það sé ekki lausnin að breyta forminu, að þú færð ekki innihald með því. Að þá stundum gott að breyta forminu til að hleypa innihaldinu á eitthvað svona smá og maður hugsaði, þú veist, þetta bara svo draugaskip sem að siglir? Þannig er ég ekki sammálaðir. En það gæti verið þannig að leið og þú raskar einhverju til að þá náttúrulega hringi síminn og hvað er harmoníku þátturinn? Ég held að sé 20, sko, ég held að sé líka, eins og ég var að nefna á þann, það eru nefnilega búnar að vera breytingar. Fólk bara einhvern veginn tekur ekki eftir þeim, sko. Það ekki gott. Nei, já, en sko, er það ekki bara akkurat eins og svona stofnun innan gæsalappa, eins og til dæmis ef við getum tekið Víðsjá eða við getum tekið Rás 1 almennt, er það ekki einmitt þannig sem að svona batteri á að þróast hægt og rólega og það gerir það á endanum sko. Það er allt annað fólk, þess vegna ennumlega stundum held ég að fólk að tala einhverja gamlar hugmyndir Ríkisútvarpið. Það er búið að þróast heilmikið hvernig við tölum, við hverja við tölum. Ég held að vettvangurinn sé opnari. Ég held að sé auðveldara að vera stundum upplýsingar starfsemi Ríkisútvarpsins bara í gegnum skýrslur og í gegnum upplýsingamiðlun stofnunarinnar. Ég sko er ekki á því að þetta sé eitthvað Pandora box sem að með ákvarðanir þarna sko eins og kannski glittaðins í umræðum svona út frá þessar greinina Láru Magnúsardóttur sem að maður er sammála sumu í og eru ekki auðvitað eins og gengur. Maður bara virðir hennar sjónarmið. Ég er náttúrulega gamall fjölmiðlamaður og ég get ekki verið alveg sammála áherslu henni sko fólk úr hugvísindunum sem ætti að stýra fjölmiðlunum. Sko. Ég geng með þá grillu að sko fjölmiðlun sé einhver leiti, ég veit ekki hvort ég að kalla hana sko fag eða listgrein þetta er vandræði hvað þetta er, en þetta er þarna þótt að við getum ekki alltaf orðað það. Ég er líka á því að við, sko ef við bara svona lýsi reynslu minni af starfið þann innanhús, þá held ég líka að við séum okkar á milli í virkara samtali en við höfum bara verið á mínum tíma þarna allavega. Virkara samtali og opnara samtali en hins vegar náttúrulega þarf alltaf og það er nú kannski fyrst og fremst verkefni dagskrárstjórana að setjast yfir prógraminn og einmitt spyrja þessar spurninga, eigum við að rista upp í hlutunum. Það verður að taka það inn í myndina, núna Fanney sem að þú varst búin að tala við, hún er ekki búin að vera í ár, held sé, reyndar, 1,5 ár kannski. Uppundið það, en það er svolítið rennið fyrir henni að takmarka peningar eflaust sem er úr að spila akkurat. Þannig að hún var eiginlega bara að kalla eftir því að verði stofnað svona starfslaun útvarpsfólks til þess að hleypa inn einhvern veginn hann eða sé eitthvað svona sísköpun í bara útvarpi á Íslandi og þá hljómar það svolítið að RÚV bara hefur ekki fjármagn til að vera svo degla sem að kannski gagnrýnin á ykkur kemur fram að við viljum að þið séu það. En samtalið dagskrána, samtalið okkar á milli dagskrána og í stefnu hennar og hvað er að bjóða fram virkar og opnara en ég hef upplifað á göngunum. Já, og bara í okkar hóp líka sko. Það er opnara, stærri hópur sem kemur að umræðu dagskrána en verið hefur. Þannig er öflugur í svona ritstjórnarfundir. Já. Ekki hver bara vasast í sínu horni. Algjörlega og það var kannski því miður verð ég að segja að þá heyrði ég það þegar ég byrjaði á sínum tíma. Dálítið það sjónarhorn. Sestu bara yfir þinn þátt, passa þú bara upp á þinn þátt, sett undir þið hausinn og hugsaðu bara það hvert þú ætla með þinn þátt. Ekki hugsa heildina. Ekki mjög heilbrigt sko. Já, og líka annað í því ef það kemur til mín ungur dagskrárgerðarmaður á RÚV segjum bara á lestinni
Það sé, heyrðu, lítu bara svo á að lestin sé bara sjálfstæður fjölmiðl. Já, já. Gleymdu því að þú ert á RÚV. En það er samt ekkert sérstaklega heilbrigt, sko, inn í hópinn sem... Nei, þetta er vandrú mín og RÚV sem liggur í ráðinu. Spurning hvernig maður er að blanda þessu saman. Ekki sökkun í bunkurinn. Nei, en svo er líka annað með það að sko, svo ég vitni nú aftur, 20 ára aftur í tíman eða svo, að sko, Ríkisútvarpið var miklu deildarskiptara og uppbrotnara þegar ég kom að því fyrst heldur en þeir í dag og það má til dæmis bara útskýra með mjög einföldum hætti eitt af besta sem Magnús Geir gerði sem útastjóri finnst mér var að hætta því að vera með 10 kaffistöður húsið og bjóða bara búið eina fram á torgi þannig að þá verður til einhver deigla og fer maður að pikka í Bóa Ágússon og Róssonum fyrir eitthvað sem hann gerði eða benda... Ekki það var nú vantir húsið? Nei, ég meina benda fólki... Já, auðvitað, benda fólki að við verðum einhvern veginn að hugsa okkar sem einhvers konar heild, sko. Og það er svona... Man vil alveg upp rúvara líka, skilur mig. Það er mikilvægt að okkur þykir vænt þetta verkefni og það er líka mikilvægt að bara stjórnmálumönnum þykir vænt þetta verkefni. Það er mikilvægt að stjórnmáluflokkarnir velji gott fólkin í stjórnina vegna sem þegar hann aðeins fyrir að tala það líka. Fólk sem er víðsýnt velmentað og getur spurt spurninga inn á stjórnarfundum. Það var nú aðra að tala það að það er stjórn yfir stofnuninni sem að má ekki fjalla megin hlutverk stofnunar sem er mjög sérstakt. Þetta er eins og verið með stjórn yfir bakari og má ekki tala brauð. Ég held reyndar að hún geri það, sko. Hún geri það bara hún fær kynningar á dagskrá reglulega. Líklega, ég veit nú ekki hvað það er oft, alltaf sé ekki allavega 2 ári, geti ég trúað, að þá fær hún kynningu á svona helstu þáttum í dagskrá og hún hefur þar svona samtalsrétt hana, en hún á ekki að vera að vasast í ráðningum eða einstökum þáttum eða að velja fólk inn á pósta. Eins og Ævar fór nú vel yfir með þér. Ekki svona einstökum viðmælendum. Við viljum ekki snúa aftur í það. Hvað gengur þið til Guðni að vera að kalla þennan mann í viðtal? Já. Það er ekki gott. Það bara kemur fólk ekkert við. Herðu, en það er eitt sem er með samheldina í starfsmannahópnum, að það getur orðið til svona bunker, sérstaklega í RÚV sem allir hafa skoðanir á. Alls það sem þú ferði í fermingaveislur og þá ferðu messur yfir þig, hvernig þetta á að vera okkar fleira. Svo kemur á vinnustæðinn og þá ver hópurinn svo oft á því að það sé bara bögg og þetta sé eitthvað vitleysa og þá getur orðið til svona inngróin stemming að allt sem við erum að gera er rétt og það er önnur hætta sem er með RÚV, að því að RÚV, það er náttúrulega löngu áður en þú komst inn að þá er gríðarleg saga og margir búin að leggja inn í það og þú kemur þarna inn og gengur inn í veröld sem aðrir hafa byggt upp og ert á öxlunum á risum en stundum er það mannlegt að gleyma því og finnast einhvern veginn að þetta sé allt gert fyrir að segja verðleika og það er allt sem að mér dettur í hug sé þar leiðandi stórkostlega menningarleg verðmæti. Þetta er vandi sem að RÚV hefur allavega átt við, ég manni svona eftir tímabilið sem eru erfiðleikar. Já, ég talandi bunker því að á sama tíma þarf að vera eitthvað svona mjög áköf endurnýjun þörf. Ég er nú á því samt skilabóðin sem ég fæ langmest er bara væntumþykja fyrir verkefninu og einmitt hvatningum að gera betur og þess vegna er bara gaman að taka þátt í þessari umræðu þetta. Sem er hvatning til þess að gera betur þótt að hljóma ekki alltaf þannig? Nei, algjörlega, einmitt, já, ég meina þú veist, gagnrýni er bara að rýna til gagns og það er það sem að nákvæmlega þetta hefur snúist hér. Og ég meina bara frábært að fá að tala útvarp, það er aldrei að tala útvarp, en sko, ég er á því að við, þú veist, við séum einmitt ekki, allavega ekki, nú tala ég náttúrulega mest út frá Rás 1, af því að ég hef bara mesta reynslaði að starfa þar, að við séum alls ekki í einhverjum bunker, Ég held að þetta sé alveg opin vettvangur. Að þú ferður svona yfir það hvernig maður tekið við grein Láru í Skírni. Var það ekki þannig að, Lára, eitthvað,
Er það ekki þannig? Nei, veistu það var bara, þetta var bara rætt mjög opinskátt þeir sem fóru í það að lesa hana, að þeir rættu, það var bara rætt mjög opið það hvað væri rétt í, fólk til dæmis ekki sammála þessu með aukna aðkomu stjórnarinnar að dagskrár starfsfólkið valdinu, já, nei, ég finn ekki fyrir því. Ég persónulega ekki nú ætlum ég bara að segja það, ég sótti þetta starf sem að Fanney fékk og það gerir Lára líka, en ég ekkert endilega á því að það þurfi doktorsgráð í hugvísindum til þess að vera dagskrárstjóri Rásar 1. Auðvitað En ert þú ekki með hana? Nei, en það sem ég á við að grein Láru er líka mentapólitísks eðlis, sko. Hún að benda á það hvað á að gera við doktorsgráðunar, hvert eiga þær að fara ef ekki stjórnunarstöður hjá stofnunum út í bæ vegna þess að það geti ekki allir farið inn í akademíuna, það bara ekki nógu margir stólar, sko, sagnfræðideildina. Þannig að þú veist, það er mjög margt í þessari grein sem ekki endilega Ríkisútvarpið líka, sko. En Ríkisútvarpið kannski tekið sem dæmi en það hefur hún líka skrifað svona sambarleg efni en ekki verið með Ríkisútvarpið í svona forgrunni. Já, og það er margt sem að ég held að sé alveg rétt í þessu til dæmis, að ég held að það má alveg bæta til dæmis skráningu á dagskrár efni til þess að við fáum skýrari yfirsýn yfir það hvað er hvað í dagskráni. Við til dæmis, ég held að sé ekki um einhver 15, það var nú aðeins borið á góma hérna í þessum samtölum, til dæmis kynjaskráningin er ekki um eitthvað 15 ára gömul. Hún hafði þau áhrif þegar við fórum að skrá kyn að við komumst bara ekki upp með að vera að tala alltaf við kalla. Við þurftum að fara að blanda þessu saman og þetta bara kemur í kollin á manni að maður þarf að blanda þessu, það er bara svona tól til þess að vinna vinnuna sem maður veit af, vegna sem maður þarf að færa inn hverjir eru viðmælendur í hvað. Ég hef lagt til svona stjættarlegt tól, þannig að það sé tala líka við lágtekjufólk. Já. Það sé ekki alltaf vera að tala við millistéttina og mentuðu millistétt. Nei, en við höfum heldur ekki að tala við lágtekjufólk bara af því að það er lágtekjufólk. Nei, mannað, já, alveg líkilegt. Það er það sem ég var að tala áðan með Oliver Twist, sko, það sem að eina skipti sem að fátækimaðurinn kemur á má að leika þetta hlutverk. Já. En það er alveg sama hvað skoðan hann hefur á RÚV eða... Já. Ég held að sé nú snúnara kannski að svona... það er bara eitthvað sem þarf að ræða í dagskráni og í dagskrársamtalinu að jú, við þurfum að gera betur að því að ná í ólíka hópa. Eins og ef ég bakka aftur í tíman, 20 ár, þá vorum við miklu meira í háskólafólki heldur við erum í dag. Miklu meiri sérfræðingum, held ég. Og innflytjendur, það er ég man eftir... Þeir koma meira við sögu í dag. Ég held að það samt ekki nema svona 6-7 ár, síðan ég heyrði í morgun útvarpinu á Rás 1 viðtal við pólskar konur sem að töluðu með svona með þessum þykka pólska reim. Nú komið fréttamaður inn á fréttastofu með þykka pólska reim. Ég hugsaði, nú bara komið vor í Ríkisútvarpið og þá reiknaði maður með svona, nú væri bara búið að opna fyrir, en svo bara liðu tíminn og þetta gerist svona rosalega hægt og ég býst við að það sé álag fyrir Ríkisútvarpið að vera með viðtal við fólk sem er með þykkan reim, að það hringi hlustendur og kvarti yfir því að verða eins og skemmtileg persóna sem var í Little Britain sem að heyrði aldrei hvað indverska konan sagði. Það er bara fólk sem er bara með þrönga eyru og eru bara óvön því að heyra íslensku með fjölbreytilegum reim og það er kvartar. En það er náttúrulega einhver leyti ber Ríkisútvarpinu að ryðja brautina þannig að svona alls konar íslenska sé orðið bara venjuleg íslenska. Og við erum bara mjög harð á því. Við reynum ef að þú getur sem viðmælandi bara treystir þér til að tala íslensku, þá erum við bara róleg með það að þú talir aðeins öðruvísi en fólk er flest og það er bara mjög mikilvægt að við heyrum þessar raddir. Mér finnst líka, bara svo við nefnum það er eitt sem að hefur látið undan því miður í svona menningarumfjöllun finnst mér að það er að við tölum ekki eins mikið og við gerðum hér áður fyrr, bara fyrir 15 árum við sem sagt útlendinga, þess að útlenska fræðimenn, listamenn og svona, bara af því að það er tímafrekt, það þarf að þýða og það er bara snúnara að gera þannig útvarp. Þannig að við höfum aðeins látið undan síga með það, því miður, og það var á sínum tíma þegar við vorum fleiri og höfðum meiri, eins og til dæmis þegar það var bara fjölmennara í ritstjórn Víðsjár, að þá höfðum við meiri tíma í að dunda okkur við það
meiri sér á tímum þegar tæknin var miklu þyngri af því að við vorum fleiri á ritstjórninni og þá gátum við komið með hugmyndastrauman inn í landi sem að fólk var að koma með til dæmis inn í háskóla eða háskólasamfélagi hér og var að halda fyrirlestra og svona, en núna bara veirum okkur við því vegna sem við erum að fá og það er búið að vera fækkun í starfsmannaliðinu og maður er að gera meira sjálfur líka af því að maður er að klippa og vinna alla leið útvarpsefni sitt og það er bara það að búa til mikinn kliftan útvarpsþátt talandi með til dæmis erlendum viðmælendum er bara meiri háttar vinna sem að maður er að minnka, maður er að draga niður tímakaups ansi mikið með því að fara í það flókna dagskrárgerð vegna sem maður þarf að vera fram á kvöld og klára. Við þekkjum þetta hér. Þú þekkir þetta? Já, en þú veist að við metum það sem svo líka því að við sendum út í sjónvarpi útvarpi og höfum ekki efni á textun og við sendum sama prógramið í útvarpi og sjónvarpi þannig að textun í sjónvarpi hjálpar okkur ekki í útvarpi þar sem við megum ekki bara senda út erlenda tungu og þá segjum við bara sem svo að ég meina þetta er bara takmarkanirnar sem við erum að lifa innan og að einhver leiti er þá bara hlutur okkar að koma inn í íslenskt málumhverfi þessum hugmyndum með einhverjum hætti. Þannig þá er eins og þú kannast við að stundum getur hindranir verið líka bara opna einhverja aðra leiðir. En það sem að mér fannst með hana eftir samtalið við hana Fanny Birnu, þá talaði hún eiginlega að takmörku fjárútlát með takmarka peninga til þess að búa til dagskrá og hún nefndi að við ættum að skoða svona starfslaun útvarpsfólks kannski með þeim rökum að ef við tækjum bara allar þá svona menningar og samfélagslega umræðu sem á sér stað í útvarpi og berum hana saman við bækur og sem eru studdar eða bíómyndir sem eru studdar eða allt þetta sem er studdar og bara komið tími til þess að horfast í augu við að útvarpið er bara einn af stóðunum í menningun okkar og við ætlum að hafa heilbrigða og góða menningu að þá ættum við að fara þá leið. Það myndi fela í sér að ákvarðanir efni eru teknar þá hjá útvarpsfólkinu sem að sækir í einhver slíka sjóði og kannski einhver útlutunarnefnd þar og þá erum við kannski komið með svona útvarp sem að væri einhver leiti svona ritstjórn sem að væri, en svo væri að kaupa svona efni svipað og kannski einhver leiti sjónvarp er að stóru leiti orðið, ef við myndum bara fara með ríkis sjónvarpið 40 ára fyrir tíman, það var meira minna búið til innanhús, en núna er þetta stóru leiti keypt utan að. Það er náttúrulega vísir að þessu í gegnum þessa hugmyndadaga en það er náttúrulega ekki utanakomandi framlag. En ef að Fanny Birnu yrði að ósksinni, hún fengið sér 3 bjúgu, að þá væri við kannski komið með ríkisútvarp sem væri öðruvísi, sem að væri svona sömuleyti torgið sem er inni hjá ykkur, að það myndi bara fella fjórða vegginn og það veri opið. Er þetta eitthvað sem að Já, ég man að ég fekk óttast að missa þessa ritstjórn sem að Ég held að ritstjórnin þarf alltaf að vera í gangi innanhús, Ég meina, BBC bara vegna þess að, til dæmis, svo ég nefnir það sem dæmi, vegna þess að þeir hafa í gegnum tíðina, veit ég, keypt mikið útvarpsefni af bara framleiðslu fyrirtækjum sem að bara pizza hugmyndum og fá þær samþyttar eða ekki. Bæði er náttúrulega ákveðið að fara í einhver verkefni hjá þeim, af ritstjórn innanhús. Og svo er líka tekin ákvörðun það eftir á þegar það er búið að gera 6-8 röð að setja hann aldrei í útvarpið, skilur mig. Þannig að það er alveg til í, þeir henda efni. Ég held ég hafi í alvörinu hent 1 viðtali eða 2 viðtalum á öllum þessum 25 árum eða hvað það er, Maður gjör nýtir allt. En og svo hef ég líka eins og tvisvar unni fyrir BBC og þá spyr maður hefst viltu að ég gangi frá á ég að klippa á ég að ganga frá efninu það er bara hlæjamanni neini fullt af fólki til þess veist, þannig að þetta er auðvitað allt annað ég held að svona sjálfstæð útvarpsmennska verði seint á Íslandi með þessum hætti það er að segja að verði sjálfstæð fyrirtæki út í bæ sem að framleiði fyrir útvarpið Ég hins vegar held að við munum áfram þróa í þessa átt að fá alls konar raddir inn í útvarpið og hjálpa þeim við að búa til sitt efni og það er bara meira átt að þróun. Þessi hlaðvarpsritstjórn sem að Anna Marsibil leiðir hjá okkur, Anna Marsibil Klausen, hún er svona hlaðvarpsritstjóri, hún er að fá alls konar hugmyndir og langt fram í tíman með þar í röðum, oft hluti sem að koma í gegnum hugmyndadaginn líka með öðrum leiðum,
hún nösk á að finna mjög spennandi sögur úr fortíðinni til dæmis og fá þá sem með þær sögur til þess að koma og vinna með okkur og hjálpa þeim við að gera þetta sem bestu garði. Það hægt að gera útvarpsþátt allt og það hægt að gera spennandi útvarpsþátt eiginlega allt líka. Sko. Þú getur ekki búið til góðan þátt Hurðahún. Já, það nákvæmlega. Þannig að það endalaust hægt að bara matreiðslan skiptir svo miklu máli ef maður bara fengi tíma til að setjast yfir hugmyndirnar. Það nú það sem maður vantar stundum, sko. Og líka bara, þrekið, sko. Þú þekkir það, þegar þú færð rúllar eins og byrja það að vera búin að rúlla heilum vetri af menningaþætti í útvarpi og taka viðtöl alla daga, maður er alveg farin að hugsa sér að komast í sumafrí, sko. Þú veist, vegna sem maður alltaf að gefa af sér, maður er að hlusta með opnum huga, það er ákveðin tækni að taka viðtöl og allt þetta. Þetta er ákveðin performance líka. Þannig að maður á Þetta er endurnærandi líka að fá að gera það sem maður heldur betur. Ég meina, hann bara, þvílík forréttindi eins og ég er búin að vinna í 25 ári við listir og menning á Íslandi sem er okkar merkilegasta fólk. Listafólki sem að gera svo ótrúlega hluti á hverjum einasta degi og fá að spjalla við það það, allt það flotta sem það er að gera. En bara ekki draumur, sko. Ég er ekki að kvart eina sekúndu. Ég er að velta verið með þetta sem ég er að vitna í hana Fanny Vilmu. Kannski er það vegna þess að hún þekkir stjórnmálin. Kannski er þetta svona hugmynd sem hún með vegna þess að það er eiginlega pólitískt ómögulegt að Ríkisútvarpið fái aukin fjárútgjöld, fjárveitingar frá ríkinu. Að þá sé þetta kannski leið til þess að ná inn peningum inn í dagskrárgerð og til þess að þroska áfram útvarp væri að búa til svona starfsfélagsins. Þetta var, ég held að ég hafi náð að fá einu sinni úr þessum sjóð á sínum tíma þegar hann til, menningarsjóður útvarpsstöða. Man ekki hvað það voru, hvort það var þáttur sem ég gerði þegar ég fór til Parísar að tala við Erró einhvern tíma fyrir mörgum árum og fekk þá eitthvað smá framlagið það. Það var nú ekki til þess að hækka launin neitt en það hjálpaði aðeins til. Svo með útskýrta þá er það þannig að það stuðningu við bókaútgáfu í Íslandi er þannig að það er rithöfundarnir sem að fá styrk sem eru þeir sem að búa til efnið upphaflega. Þarlegandi er niðugreitt þeirra að vinna, þannig að bókaútgefandinn borgar þeim minna en raunvirði sem hann er að fá. Ef þeir fá listamannalaun. Ef þeir fá listamannalaun. Og stundum er þetta reynda þannig að þeir fá sko minna úr starfslaununum plús það sem þeir fá frá útgefandunum heldur er eiginlega réttlætanlegt, þannig er það bara. En með því að þá er þetta jafnframt stuðningur við bókaútgefandann sem er þá fjölmiðlinn í okkar tilfelli og svo við prentarann og bóksalann og allt það sé sniðugt að í staðin fyrir að styrkja stofnunina eins og er gert núna með stuðningi til enga fjölmiðla að þá sé klókara að styrkja fólki sem að býr til efnið. Það er bæði lýðræðislegra, að það er svona dreifðara, en á móti kemur að það er kannski, einhver geti haldið fram að gildi fjölmiðla er ritstjórnin sjálf, þannig að það sé ekki gott að horfa fram á það að við séum með bara dreifða fólk sem er bara að vinna heima hjá sér út alla trissur. Heldur verður við líka að eiga, en ég held að þetta útilöku ekki hvort annað, en ég held að þessi hugmynd hennar sé líklega sprottin upp á því að þetta er bara þessi pólitískt ómögulegt að það sé hægt að flytja fram frumvarp á Alþingi að það sem að dagskráin á Rás 1 mætti vera aðeins betri og þá við mættum að hafa fleiri unnað þætti að þá ætlum við að henda svona eins og 1 milljarði viðbót í Rás 1. Já, ég meina það eru auðvitað bæði ytri kraftar á Ríkisútvarpið og á Rás 1 og innri kraftar. Það eru líka kraftar innanhús. Það hvernig fjármunum er dreift. Það er dýrt að halda úti Ríkisútvarpinu. Við erum í dýru húsnæði, við erum með lífeyrissjóðskröfur sem langt aftur í tímann sem eru baggi á rekstrinum en þá sem er ekki búið að leysa úr. Áttu ekki að leysa það með að selja lóðirnar í kring? Já, það bara fór ekki hálfa leið held ég þekki það nú ekki alveg. En tókuðu ykkur penningin? Nei. Það leyst ekki vandan? Nei, það leyst ekki vandan og svo er náttúrulega bara kerfin í þessu húsi eru mjög dýr, bara kaupa eina linsu á kameru inn í fréttastúdíu hleypur á milljónum, 20 milljóna
og svo framvegis það er mörg kerfi sem eru komin til ára sinna sem hafa verið smíðuð innan hús sem eru ekki brúkleg mikið lengur þannig að allt þetta þarf að hugsa þegar það kemur að rekstri útvarpsins. Ég held að sé ekki auðvelt að vera útvarpsstjóri. Þú er ekki svolítið það. Nei. Og bara, þú veist, það eru kraftar á það embætti sem virka á það embætti sem maður bara vill alla hugsa held ég. Nei. Og mikið af þeim fjármunum sem Ríkisútvarpið hefur, það er ekki allt sem að fer í ykkur að skapa þetta sko. Nei, bara skiljanlega ekki sko. Þú veist, og það væri rosalega... Og kannski full mikið sem að fer í annað. Bara kann að vera, eins og ég segi, en það er svo margt sem þarf að smíða fyrir samtíman, það þarf að endurnýja tæknibúnað, það þarf að hanna spilara fyrir efnið, þú veist, og svo framvegis. Halda þessu öll úti, menn þannig að það er bara, væri rosalega gott, og ég veit að það er reynt eftir fremsta megni að setja sig mest í dagskrána, en það er bara margt annað sem þarf líka með, þú veist, þannig að, já, þetta er snúið reiknum dæmi held ég. Herru, Guðni, takk fyrir að koma hingað og tala útvarpið og sérstaklega Ríkisútvarpið. Mín ánægð. Og þetta eru lokin hjá okkur í kvöld og við erum ekki á fjárlögum og við seljum eiginlega engar auglýsingar, þannig að ég verð að vekja athygli á því að það eru þið, áhorfendur góðir og hlustundur sem hafi byggt upp samstöðuna með því að gera það áskrifundur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástundur áskrift, það getur skráð ykkur fyrir að kosta bara 2.500 krónur á mánuði. Þið megi borga meira þið viljið og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna sem er svona samfélagsútvarp, ekki þjóðarútvarp kannski, eins og Ríkisútvarpið. Þetta er gott í bili, við verðum hérna við Rauðaborðið aftur á morgun klukkan 8, sjáumst á og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.